Erum við byrjaðir eða? Já, komið þið sæl. Nú erum við heldur betur með góða gesti og ég er strax byrjaðar að svitna. Ég veit ekki hvort það eru gestirnir eða sem svona heitir eða hvort það sé heitir hérna hjá okkur í stúdíónu. Hörðu, ég ætla að byrja ykkur bara að kynna ykkur aftur. Þáttur að það muni allir eftir einhverjum síðan síðast. Já, blessaður, Sverrir heiti ég, Helgason. Þekktur svona sem hatursorraðu mógull á x.com meðal annars. Já, Óttar heiti ég og er ekki þekktur fyrir neitt en ætla bara að koma til að rífa kjaft. Ekki ennþá. Já, ég heiti Helgi Bjarnason og ég ætlaði svona að reyna að taka þátt í þessu bara. Hörðu, við ætlum að vera með fullt af umræðefnum, mikinn bjór sem að ekki allir eru að drekka, sem kannski betur fer fyrir sumar, skilst mér. Ég er bara að byrja að þakka fyrir að ég hef ekki þurft að sitja hliðin á Helga aftur. Og mjög vondur kontrast að sitja hliðin á honum. Það ætla ég aldrei aftur að gera. Nú ert þú ekkert lítill maður. Nei, þetta var nei. Maður virkar líka svo stærri, ég var sett mjög aftarlega núna. Já, þú varst nær sko. Þetta er gott angul fyrir mig. Þetta er engin sjónblekking hérna sko, Helgi bara er svona lítill með Ég er bara trítill sko. Herðu, við ætlum að ræða nokkur mál hérna í kvöld og við ætlum að byrja á, einu sem að ég allavega vill byrja á. Og það er vegna þess að við stoppum svo helviti stutt við það síðast. Það er þegar við vorum að ræða lögguna á konur. Og við vorum spurðið sérstaklega hvort að konur ættu heima í löggunni. Áfram konur. Áfram konur, já. Já, framfæri. En ég vil setja það í smá samhengi hérna. Ef við fáum hérna upp á skjáinn hérna tölvuna, bara svona svo rétt, þetta er mál sem að gera, ég ætla ekki að sýna ykkur vídeo, ég veit að YouTube hefur tekið niður vídeo sem þetta er sýnt í heild sinni því að þetta þykir of gróft ofbeldi. Þetta er sem sagt mál sem að, ég veit ekki hvort allir eru kunnugir þessu, þetta átti sér stað í Bretlandi. Þá var það þannig að það voru lögreglumenn sem heimtuðu að leita á móður þessara manna. Þeir brugðust mjög illa við og réðust á sem sagt lögregluþjónana. Og það endar á því að í þessum átökum þá kemur þessi unga kona hérna og ætlar að fara að skipta sér af og lendir í því að hún er einfaldlega tekin hérna og lamin. Og hún sagði eftir á, sagði við, fólk hefði bara verið að mynda símann sinn og öskra, enginn kom að aðstoða þau og þeim leið, eða henni leið eins og allir í herbygginu væru gegn þeim. Sko, mér langar bara að benda ykkur að ég er með mjög sterkar skoðun á þessu máli. Að því þetta gerist í Englandi, þá kom ég með sérstaka yfirlýsingu þess eðlis á Instagraminu mínu að ég hefði aldrei komið til hjálpar, lögreglunni þar. Líklega í flestum öðrum löndum hefði ég gert það, en ekki í Englandi. Hvað eru þið með þetta mál? Ég hef bara chillað með hana sko. Þú veist. Er það bara út af lögreglu álitið og lögreglu almennt? Nei, eða er út af Englandi sérstaklega? Þetta er náttúrulega bara einhver stefna sem er tekin í löggunni að gera þetta og eitthvað og þetta er náttúrulega bara, þetta minnkar öryggi fyrir fólk og ég ætla ekki að fara að setja sjálfa mig í einhverja ekstra hættu. Þetta er bara nógu hættulegt fyrir að hafa fólk í lögreglunni sem getur ekki varið sig og ég ætla ekki að fara að fórna lífi mínu fyrir einhverja liberal, áfram konu pólitíu, sko. Ég myndi bara setjast niður og fá mig sígarettu og fylgjast með, sko. Ég væri ekkert að fagna þessu, skilur, en bara, Nei, alls ekki. Þetta er bara léleg stefna og þetta er bara afleiðingin af henni. Ég get verið eitthvað brjálaður yfir þessu, skilur. Þetta er bara, þið vildu þetta, skilur. Þú vildi fara inn í hringinn og, hún vildi fara inn í hringinn og svo bara, þú getur ekki vorkennt einhverjum gaur sem að fer inn í boxingi við Mike Tyson og svo lemar hann í klessu, skilur. Það var leðilegt, skilur, en Ég held að í þessu tilfelli, sko, þetta hafi kannski farið svona fyrir brjóstið ára því þetta var í Bretlandi. Já. Að því að breska lögreglan hefur verið að framfylgja svona mjög skrítnum lögum þar sem að fólk skrifar hluti sem er ekki kannski pólitískt hlaðnir og það er bara þeir fá sektir, það er komið heim til land, þeir eru handtekinn. Skrítnar yfirreyslu sem maður hefur séð og maður hefur séð þekkta podcastara og svona jafnvel á svona alternative fréttamiðla vera fjall þetta og maður hefur séð heilu myndböndin að því þegar að vera að brjótast inn á heimil og lemja niður og annað. Nú, menn sem hafa komið til aðstofar í Bretlandi hafa jafnvel verið dæmdir fyrir að hjálpa mikið og jafnvel lögreglumenn sem eru að stoppa menn með hnífa mér minnir þú einhvern veginn sagt með það? Það er stutt síðan að lögreglumanni í Bretlandi hann var sagt upp störfum fyrir að beita ómikilli hörku við að taka niður mann sem að réðst á með hníf. Já, og þú er basically de facto í lífshættu. Sko ég, bara fyrir mitt leyti, ef ég myndi sjá hvern lögregluþjóninn á Íslandi í einhverju vandræðum og ég gæti valdi vettlingi, þá myndi ég hjálpa henni. Bara svona á nefa. En sko mér finnst þarna kannski ekki skrítið þegar að löggjöfin er orðin þannig að hún er farin að vega gegn hinum almenna borgara.
að þú veist að þá já, þú veist, en svo spurningin, þetta eitthvað sem lögreglumenn vilja og ég held ekki, ég held að sko, ég held að þeir svona almennt sjálf ég hef réttlátur við sko, þú veist, ég á nú ekki búin að öðru sko. En svo lögin hérna í Íslandi, segjum það lögreglega í vandræðum og þú það þarf að aðstofa og svo var það þannig að þú veldur manninum skada, hinum manninum, þá er þetta að kæra þig. Já, Meina, veist, þá ertu líka komin að kannski sjálfsvarnarlöggjöfinni hérna sem alveg ótrúlega þröngt túlkuð. Við komum inn á að síðast að þú er kannski það eru 5 að ráðast á þig, þú eru að berja þig í köku og þú veist að þú átt eftir að enda sem öryrki, en þú með vasanhíf, þú veist bara með ótrúlega litlu blaði og þú stingur einn í lærið og þeim verður bylt við og þú kemst undan. Þú dæmdur fyrir það og þú dæmdur hart fyrir það. Það er ekki beint sko, sanngjarnt. Og mér finnst að þú mig að verja heimilið þitt og átt að mig að verja sjálfa þig með bara, þú veist, hvað hætti sem með nauðsynlegu sem getur bjargað þér frá skada. En svo er spurningin, þú veist, hversu langt vilja menn fara með það, þú veist, þjóðir eru með ágætis svona sjálfsvarnar löggjöf, þú veist, Bandaríkjamenn til dæmis í Flórída eru með svona svolítið mikla, þú veist, það er ekki eins og tala við menn eða skjóta einhvern á lóðinni sinni, sko, þú veist, kannski svolítið langt gengið, skilurðu, en maður sem velti fyrir sér, þú veist, hversu mikið máttu verja sjálfa þig og í alþjóðalögum það þannig að ef einhver lýsir því yfir að hann ætlar að valda þig skada og þú preemptively, þú byrjar á því að ráðast á hann vitandi þegar hann er að fara að ráðast á þig, þá er þetta ekki órétti. Þannig ef ég veit að þú ert að fara að ráðast á mig og ég bara negli þig í framann, að þú veist, þá er ég þannig sem ég er rétti. Eða ég geti sín fram á að þú værir að fara að valda mig skada. Ekki Hjörlands. Ekki hér, sko. Hérna ertu bara aldrei í rétti fyrir að það er búið að skada þig það mikið, það er ekki hægt að taka tilbaka. Og ástæðan fyrir þetta er svona fyrir alþjóðarétti er svo að þú getur ekki varið þig eftir að það er búið að drepa þig. Erfitt allavega. Það er ástæðan fyrir löggjöf. Ég setti mitt dæmi þarna í færslun og eftir. Ég setti þetta sem færslu inn á Instagram og það sprakk alveg í loft upp meðal Breta. Sá þetta eru Bretar sem voru mikið að koma út og það virðast allir með bara 1-2 það eru komin nokkur 100 ummæli á þetta og það virðast allir vera sammála þessu. Lögreglan þar í landi virðist algjörlega hafa glatað öllu trausti borgarana. Þið sjáu það að Rússland kemst ekki í 10% af því sem að Bretland hefur á seinasta ári við handtökur á ummælum á netinu, bara sem dæmi. Rússland nær ekki 10% af því sem að Bretland er að gera. Þeir eru með mörg þúsund manns og svo handtaka tugi þúsunda í viðbót sem eru svo ekki eins og sóttið til saka, sko, vegna þess að það er enginn að fara að sæja, en lögreglan kemur samt og næri í þig, vitandi það að þetta verður aldrei fyrir rétt og það er enginn látið bera ábyrgð á þessu. Ég held í Bretlandi að sé búið í rauninni að það er einhver ákveðin samfélagssáttmáli bara varðandi skattgreiðslur og eitthvað svona, það er eitthvað ákveðið kerfi sem menn borga í og voru bara svona að það var almenn sátt þetta og líka við erum bara ekki komin upp langt og ég held að þetta er líka dæmi það, sko, þegar fólk er farið að horfa á bara einhverja gaura, taka einhverja lögreglukonu og berja hana í klessu, bara horfa á það og gera ekki neitt í því, að það er þegar þú ert komin í þetta ástand, eitthvað svona siðrófs ástand, að fólk í svona miklu mæli upplifir að yfirvöld sé að vinna gegn sér gegn fólkinu, þá hættir það að vera svona virkir þáttakendur í samfélaginu og þetta minnkar alltaf skilvirkni. Ég held að þetta sé mjög góð punktur, líka eins og þú sagðir áðan, mér er alveg sama og þú áttar þig alveg á því að það er alveg ótrúlega rangt að vera alveg sama. Það er hræðilegt ástand. Það er nefnilega ákveðið siðróf og þá hugsa flesti með sér að Sverrir sé, þú veist, nöttari og siðlaus og eitthvað svona, en málið sem þú ert kannski pínu en þú ert að reyna að hætta en þú veist það sem ég er að benda á það, þú veist, hversu mikið á óréttlæti þarf að vera til þess að svona þú veist, til þess að þetta getur orðið, skilurðu. Þú veist, að því að þú skapar manneskjuna með einhverjum hætti sem að þú byrjar ekki á þessari skoðun. Nei. Þú varst ekki á þessari skoðun fyrir 10 árum. Nei. Sérðu, það er eitthvað sem gerist í mildtíðinni. Og ég held að Bretar séu svona 10 árum undan okkur í þessu. Ég held að séu mjög margir bara einhvern veginn farnir að horfa á yfirvöld bara, það er bara aktíft verið að vinna gegn okkar hagsmunum og bara, þú veist, ekkert eitthvað svona fyrir einhverja slistni. Það er bara eitthvað svona gjá, einhver skautun, whatever. Og þetta er bara eitt af því sem fylgir því ég veit ekki íslensk. Þú myndir eiginlega að segja að þú væri 10 árum á undan Íslendingum í svona almennu hatri. Já, basically, sko. Undan hennum almenna Íslendingum. Ég er alltaf frumkvöðull í þessu hatri, sko. Þú ert svona lagsnir svona tíma. Eins og þið segið, það þarf eitthvað ógeðslegt rof að eiga sér stað til þess að þú myndir bara hugsa, veistu, ég myndi ekki koma inn til hjálpar og ég myndi alltaf að vitna í það, já, það voru bara mörg 100 Bretar sem voru að tjá sig þarna þetta. Og
ég fekk sent dæmi sem ég staðfesti, by the way, að það voru aðilar, þá brutust einhver hópslagsmál í miðborg London og þeir kölluðu til dýraverði á nærliggjandi stöðum, báðu það bara að koma aðstofa sig, sem þeir gerðu. Helgina eftir mættu þessu sömu lögreglumenn á skemmtistaðina til þess að birta þeim stefnur. Þessi voru kallaði fyrir rétt vegna þess að þeir höfðu beitt ómikilli hörku við einmitt að aðstofa lögregluna. Spáðu í bilunni. Já. Gæinn í New York sem að hvað heitir hann? Það er reyndar öðruvísi í Bandaríkjunum en eins og segi, það er eitthvað gæi sem deyr í höndunum á hann svipaði svo George Floyd dæmi, maður sem var að ráðast á farþega, sérsveitarmaður, hann heldur hann niðri, gaurinn endar á að drepast, það reyndi svo bara að vera þannig að þetta var ekki, hann dó ekki út af kyrkingu heldur einmitt, það bara, hann var svo út og dópaður að hann bara sprakk í honum hjartað eða hvernig það var. Floyd dó ekki á vettvangi, það er alveg vita, hann deyr umtalsett setna. Big Floyd. Big Floyd. En Big Floyd var klámnafnið hans. það sem að gerist þarna er að gaurinn er bara, þeir reyna að fara fram á að hann veri bara sóttur til saka fyrir morð. Þess að segja, bara Það er klámmyndanöfn, sko. Ég á félaga sem heitir Erlendur Jónsson og hann brendi mér á það, Foreign Johnson. Það er mjög gott, sko. Klámmyndanöfn, sko. Mjög gott klámyndanafn, sko. Þeir eru reynda nokkrir, sko, ég veit meina þetta sína einn mest skapandi bransi sem ég veit það er þeirra menn að nefna bláar myndir. Já. Já. Það eru nú nokkur góð þar. Já, Shaving Ryan's Private. Ég var einmitt að hugsa það, sko. Oxilla, það er ekki slæmt, sko. Það er gott. Ég veit eitthvað meira mynd en ég. Ég kem af fjöllum. Já. En já, erum við Transsexual Horslövers 4. Þetta olli mér vonbrigðum. Við erum ekki eins og komin að fjóra það, sko. En já, ég held að, sko, með það sem við vorum að ræða á hann, til dæmis, þú varst að með að ræða hvað þið gerst og svona. Fyrsta lagi, það fór kona í 32 mánuði í fangelsi á Bretlandi, vissu því málið að þið séð það? Nei. Fyrir færslu á Twitter. Hvað sagði, hversu langt fangelsi? 32 mánuðir. 32 mánuðir? 3 ár. Það er rosalega tími. Hún var dæmd í það vegna þess að hún... Ég veit bara ekki hvað það ger á Íslandi til þess að fá 32 mánuði. Allavega ekki fyrir með kynferðisbrot, þá færði miklu minna. En allavega, hún sagði að hún var brjálu eftir Southport-morðin og kom með einhverja óhefla færslu, skiluru, sem að ef ég myndi horfa á hana, þá myndi ég aldrei halda að þetta væri, þetta er bara reið kona yfir að sjá, unga börn myrt, skiluru. Nei, hún er tekin, henni hendi 32 mánuði í fangelsi. Meira heldur en flestir lögara. Ef þú för maður sem verið þetta Southport-mál, þú manst þetta ábyggilega svolítið vel, ég kynnti mér þetta eitthvað á sínum tíma, svolítið síðan þetta var, að ef ég man rétt að þetta er sem sagt strákur sem er sonur fólks frá Rwanda og kemur þaðan eftir þjóðamorðin, ég held að pappans hafi verið partur af þessum átökum hann. Menn vilja meina að sé eitthvað bendlaður við þau. Já, allavega, en sko þessi strákur er tekinn aftur og aftur og aftur. Hann finnst með, einhver efni undir rúminu sínu sem gátu drepið að vera sett í loftræstikerfi. Þetta var eitthvað svona svipað. Já, hann var bara með Al-Qaida bæklingana heima á sér bókstaflega. Þeir fundust reyndar eftir hann draf, já. En hann var tekinn ítrekað með sveðjur og alls konar og búin að vera til vandræða sko alla æsku. Og hann var búið að setja hann á námskeið til þess að reyna að fá hann til þess að hætta hryðjuverkum og ég veit ekki hvað, eða svona, anti-terrorist atrið eitthvað. Og maður er bara svona, hvernig virkar það eiginlega? Ég alveg tala, maður er bara svona, og svo átti þetta bara að vera, þetta var bara sagt að þetta væri bara venjulegur englendingur og færi bara í kirkju og eitthvað svona. Svo kom ég ljósa að enginn sé hann í kirkju nokkuð tímann, aldrei, og það bara söfnuðurinn vissi ekki hvað hann var. Svo kom ég ljósa að þetta var nú ekki alveg hinn hefðbundni Breti, það er nú öll litaflóran þarna en svona þegar maður hugsa breskur og hugsa maður kannski ekki að sért alveg nýkominn frá Rwanda. Ég veit ekki, kannski er ég bara svona fordómafullur. En og ekki beint kannski að skipti máli. Það sem að skipti máli er að þú ert að sko manipulata sannleikann. Sko það sem að... Svo verður allt brjálað út af þessu. Og hann er þarna virðist vera með einhver Al-Qaida bæklinga og eitthvað svoleiðis og fer þarna inn og rosalega stoltur að því að hafa drepið allar þessar stelpur og það verður ádreitt, það verður allt fokkin brjálað
Fyrsta sem löggan gerir er að reyna að koma þessu fólki inn í fangelsi að því að má ekki vera ádreits út af þessu. Já, má ekki segja eitthvað ljótt á netinu, sko. Nei. Það er bara, þú veist, gaurinn er búin að taka hann með sveðjur og eitthvað svona áður, sko. Já. Hann setur á námskeið, Já. þú segir eitthvað ljótt á netinu, þú fyrir fangelsi. Já. Það make a sense. Hann fór actually á eitthvað námskeið og var á einhverjum watchlistum yfirvalda og eitthvað svoleiðis. Já. Málið er bara ég kynnti mér þessi morð leiðilega vel og ég er ekkert að grínast með það. Ég er rosalega, minn bara veiki blettur, það er bara börn beitt ofbeldi. Og þegar ég las hvernig þetta var, ég ætla ekkert að segja það, já, ég á stelpur, þegar ég las hvað hann gerði, ég er ekkert að grínast, ég svaf ekki þessa nótt, sko. Þetta var algjör helvítis viðbjóður og það að fólk skuli fá svona þunga refsingu fyrir að vera reitt yfir þessu. Spáði hvernig ef þetta myndi gerast bara í þínu nærsamfélagi. Þetta er svo ólýsanlega hræðilegt. Það gerði ekkert að skrifa þetta. Þegar, ekki ef. Þegar, já, hann má alveg. Já. En við erum með, er ekki spjallið örugglega opið, Arnar? Það er bara að benda fólki að við ætlum að kíkja þá eftir, bara svona áður við höldum áfram með þetta. Já, það er opið. Þannig að ef við erum með spurningar eða eitthvað fyrir okkur eða eitthvað, þá megið þið endilega henda þeim inn. En allavega, já, mér langar bara að benda fólki á þetta, það er ekki allir sem vita því. En var þetta ekki eitthvað þannig með Southport-morðin að yfirvöld voru eitthvað að hilma yfir þessu og voru ekki ég mani þetta ekki alveg, manstu það? Þetta var þannig að yfirvöld héldu því bara komið með þá yfirlýsingu strax að þetta væri bara englendingur, sem hann alltaf sko, hann kemur reyndar að mér minnir 6 ára til landsins, ég held hann hafi ekki verið fæddur í landinu. Já, þannig að það er bara fæðist rétt eftir að þau komu. Eitthvað svoleiðis, en allavega sko, því er alveg haldið sérstaklega fram einmitt að þetta hafi verið, Kristinn, en svo reynist að vera bara einhver Al-Qaida, bara dýrkari, sko. Þeir eru almennt ekki kristnir. Nei, það er ekki þess að fyrsta sem að kemur, en Islamofóbí. Já, þeir eru ekkert með rosalega svona liberal afstöðu. Ég held bara að ef að yfirvöld væri ekki svona ógeðslega mikli retards og myndu byrja á þessum legum, þá hefði reiðin orðið öðruvísi. Bretar er náttúrulega sérstaklega þekkti fyrir þetta, að hilma yfir öllum svona málum, þú veist bara morðum, nauðgunum og annað slíkt. Bretar eru sérfræðingar að hilma yfir. Ég meina, þessu með nauðgannar þarna, hópnauðgannar og allt það. En þeir... þegar þetta voru... Nauðgunargengin. Þið kölluðu þetta eitthvað, þið kölluðu þetta Asian men. Já, og reyndu bara að hilma yfir þetta. Þetta var Pakistana gengi sem að voru, þú veist... Suður-asískir. En það var einmitt, sko, það er bara ljótasta mál held ég bara í sögu landsins. Ég held að sé ekkert sem toppar það, bara sko, þú er örugglega séð eitthvað ógeðslega gert einhvern tímann, sko, en þú munt aldrei sjá yfirvöld taka svona bara þátt í þessu reyna. Það verið, svo er svolítið sérstætt að þessi gengi er að taka myndir af sér með lokal lögreglunni á stöðunum. Þess að það eru til myndir af þeim saman, þannig að þeir greinilega þekktust og það voru feður fyrir utan sem voru að fara og reyna að sækja dætur sína meðan það var verið að hópnauka þeim það einhvers þar. Og þeir eru teknir og þeir eru bara settir í klefa. Það er ekkert fyrir að hjálpa börnum. Þetta er svo geðsjúkt, sko, þetta fór svo langt, sko, og það voru ekki fyrir eitthvað 1000 heldur en 100 fórnarlamba. 100? Það er talið að, sko, að hæsta áætlaða tala er að þetta gæti hafa verið 1 af hverjum 6 stelpum í Bretlandi á aldrinum 11 til 17 ára hvítum. Já. Þetta voru næstuð í eingöngu hvítar stelpur sem voru sérstaklega skotmörkin, sko. Þannig að þú veist, já, ég fór yfir þetta á sínum tíma og þetta var, þeir voru alveg virkilega að vanda sig, sko, þeir eru næs fyrst og þeir hjálpa og þeir gera hitt og þetta og svo svona smá saman, þá, þú veist. Þeir voru að nota líka svona yngri frændu sína, ég var að spjalla við eina sem ætlaði að koma í spjalli mínu, lendi í því að hún var fyrir árás bara deginum áður. Það tengist í að, sko, eins og þetta mál sé ekki nógu ógeðslegt, að hún varð ólétt eftir eina nauðgunina. Hún ákvað að fara ekki í fóstureyðingu, hún hafði val á því, ákvað að gera það ekki. Það sem hún vissi ekki hins vegar var það að í þessum málum þá hafa nauðgararnir fullan faðernisrétt. Þeir geta krafist umgengni, þeir geta heimtað að hitta barnið og yfirvöld framfylgja þessum rétti þeirra. Spáðu hvað þetta er, hvað þetta er skref aftur á bak fyrir feður sem að vilja, sem að sjá, mér finnst til dæmis eitt mesta jafnréttismál samtímans vera einmitt forræðismál, bara yfir höfuð.
Ég pældi því að sko kannski feður sem eru ránglega að saka eitthvað bull, þeir fá ekki að hitta börnin sín en á sama tíma eru sko viðurkenndir hópnauðgarar að fá að hitta börnin sín. Já, En hvað eru það að þurfa þá að fara margir í faðernispróf eða hvernig virkar þetta eiginlega? Ef þetta er réttilega sakaður eitthvað, þá farðu það eins og Já, ef þú ert réttilega sakaður sko, þá máttu það því að þú veist, þá má ekki mismuna þér. Þetta er orðið alveg svona, þetta var ótrúlega furðulegt tímabil sem að var þarna í kringum Me Too og allt þetta og svo furðulegt sko að svo mörgu leiti vegna þess að svona hugmyndir svo réttlátt málsmeðferð, hún fór bara út gluggann og það var jafnvel sko dómsmálaráðherra, Áslaug Arna á þessu tímabili sem að segir, heyrðu, já, við ætlum bara að trúa öðru kyninu. Menni ímyndaður að þú hefði sagt þetta gyðinga, palestínumenn eða svarta að segja, við ætlum bara að trúa rauðhærum. Ég meina, þetta er alveg klikkað. Eða taktu bara einfaldasta spegilinn. Og samt er þetta ekki flokka sem fucking hatursóra. Þú veist, og þetta er svo kona á þeim tíma sem er yfir öllum dómsmálum í landinu. Hún er svo sem er ábyrg fyrir því og að passa upp á það að allir fá réttlátt á málsmeðferð og segir, við trúum öllum sem eru kvenkins. Og ég meina, þú veist, ok, að sjálfsögðu að taka mark á þeim, að sjálfsögðu að rannsaka málin. Ég myndur ekki ganga svo langt. Þú veist, það eru bara lög, ég held að þetta séu lög. Já, menn einn dómbari kom og sagðist bara, við dæmum bara eftir tíðarhandanum. Já. Símon Kripli, nei hvað er það, Símon Gimpi, Grimmi, já, hann. Já, Símon Grimmi. Það kom bara, já, við dæmum bara eftir tíðarhandanum. Já. En Áslaug náttúrulega hefur svolítið eld bara tíðarandan sko í öllu sko og nú er hún, þú veist, komin okkur aðrastuð. Hún er svo bara eins og vindtanni sko. Þú ert nú hennar stærsti aðdáandi. Já, ég stið konur. Nei, ég meina, ímynda, Ég er bara alveg óháð því Þetta er bara engin prinsip, skilur við, bara með, bara eins og margir, finnst mér inn í sjálfstæðisflokknum, skilur við, og sem er alltaf núna orðnir eitthvað komnir hann, anti-fjölmenningar. Hvernig myndaðist þessi stemning? Þú veist, fyrir því að ákveða bara henda einhvern veginn allri skynsemi brútum gluggan, segja bara, heyrðu, þú veist, það þarf ekki að rannsaka neitt, það þarf ekki að skoða neitt, þá að vitna einhverja rannsókn, það sem að, þú veist, minnir að það hafi verið þannig að í 90% átta tilfella að þá segja það satt og það var þess að hugmyndin. Ég fór að skoða þessar rannsóknir, ég fór að lesa þetta, þá kemur í ljós að í 2% tilfellum er fólk sakfellt fyrir sem sagt rangar ásakanir. Sem að gefur náttúrulega, ef þú notar það sama, þú myndir halda því fram að það verður bara 2% sem verður sakfelldir nauðgarar, þá náttúrulega er ekki þannig sagt að 98% hinnum hefði ekki framið brotið heldur sko. Þannig að þú veist, þetta er svona, það gildir í aðra áttina en ekki hina. Staðreyndin er bara svo að þú veist ekki hver er þessi 98% lögu. Það er bara, þú veist það ekki. Ég held að geðveiki í hópum með svona mass psychosis geðveiki sem miklu algengari heldur en geðveiki í einstaklingum sko. Hann kom náttúrulega hérna gæinn sem að er ekki Belgíu? Já, ég sendi þetta mitt á Frosta á sínum tíma og í kjölfarið kom hann hingað. Mjög áhugaverður gæi sem var að skrifa svona mass psychology og hvernig það magnast upp og var að líka þessu held ég bara við hérna 3. og 4. áratuginn sko þegar að uppganga sko fasisma og nasisma var og hvernig þú veist. Það er illa vegið. Já, illa góð manni vegið. Lýsir líka því við þetta sko. Það er svo ruglað. Þetta er miklu meiri geðveiki sko. Þú veit alveg á einhverju svona watchlista sko. Já, 100% sko. Það voru bara, Vinu minni, það voru bara einhverju gaurar sem að elskuðu landið sitt sko. Það er einhvern... Já, mjög mikið greinilega og mun meira heldur en allt annað. En já. Nei, ég meina, taktu einfaldasta spegilin á þetta þegar við erum að tala um við trúum konum, bara við trúum kallum. Segðu það. Segðu það og þú ert bara, Við erum með mann hérna, þú ert nú menntaður eitthvað í þessu og hérna, ef maður skoða tölfræðina, ef við horfum á sko, ok, hvað eru mörg prósent sem að gætu verið bipolar að þýðinu? Hvað eru mörg prósent sem að gætu verið, þú veist, með hérna cluster, hvað er ekki cluster B? Það sem er svona þessir erfiðustu persónuleika raskanir sko. Borderline. Þetta er bara veruleg prósenta og kannski miklu herri prósenta heldur en 2%. Þetta 6% séu þú veist einhver hérna hópur sko. Það er að taka þetta út frá einhverju svona rannsóknum og allt svo leiðis. En svo þarf ekki svona að gera það. Þú þarf bara að spyrja einhverja vinkonu, spurða hana, hvað eru marga vinkonur þinnar sem hafa verið að ljúga, skilurðu? Við vitum alveg að það geta bæði kyni geta logið, það er alveg útilokað. Ég er bara svona basically að benda á það, þú veist það er kannski bara 20% sem eru bara legitimate psychos og þú ætlar bara að börsæði, þú veist, ef að trúa þeim líka, skilurðu? Mér finnst það gleymast nefnilega að konur eru alveg jafn fucking geðveikar á karlmennum.
Finnst það, þú veist, þetta finnst mér eitt stærsta skrefi í jafnréttisbaráttunni, það er að viðurkenna þetta. Já, það sé actually Er ekki bara öll fókt eða? Ég held að þetta sé kannski þannig að karlmenn séu margvægt líklegri til þess að beita líkamlegu ofbeldi einfallega vegna þess að þeir eru þannig að náttúrunni gerðir að þeir eru með upper hand en hins vegar þá hafa konur aðlagast þannig að það er eiga miklu betra með að beita svona andlegu ofbeldi og svoleiðis og við sjáum það sérstaklega á social media sem er svona eins og magnari á andlegt ofbeldi það sem að þú getur notað baktal eða þú getur reynt að taka einhvern að lífi, þú veist mann og smyrð einhvern og eitthvað svoleiðis að þetta spilar upp í hendurnar á þessu ofbeldi og það mætti ekki segja það þannig að þú myndir ábyggja að líta á þannig að við séum bara ekki nóg góðir í þessu ofbeldi. Skillisjú sko og fara harðar tilbaka. Já, Sverrir geti alveg kent okkur eitthvað hérna. Get good, er það ekki svoleiðis? En já, veist það samt áhugaveru punktur sko. Já, menn þetta er bara gengjamyndun. Já, í rauninni. Það koma saman í hópum, kallar koma saman í hópum sem að beita ofbeldi. En það er taksið saman og stundar svona ofbeldi. Það var alveg þó nokkur algjörlega bara stútað. Já. Jaðar persónuleika raskað fólk og ég held að séu oftar konur sem eru jaðar persónuleika raskar, er ekki rétt hjá mér? Vafamál. Borderline, já. Sko, mér finnst til dæmis mjög bara vert að benda á það að alveg sama hvað mönnum finnst hann og allt svoleiðis að þessi seinni MeToo-bylgja sem við erum að ræða í rauninni núna hún byrjaði á því að Sölvi Tryggvason var sakaður mál hann var sko, þú veist, þú liggur og getur sagt bókstaflega tekin að lífi á allan hátt nema bara hann að verið drepinn skilur bara á netinu bara mannsmorð ég veit ekkert þú veist, ég þekki Sölva Tryggva ekki ég veit ekkert hvort að hann er eitthvað af sem að gæi eða ekki en það breytir því ekki að málið sem að komið svo öll á stað reyndist vera lygi það er nefnilega sko, mér finnst ekki nóg mikið, þú veist, allt þetta byrjaði á helber lygi. En má ég svo koma með eitt punkt varandi þetta? Já. Af hverju fucking sagði enginn eitt? Veit þið hvað ég meina? Af hverju, það voru bara, ásökun bara á allar, það voru mjög greinilega oft bara geðveikar konur eða persónuleikar bara í ykkur svona, af hverju sagði enginn eitt? Sástu hvað gerðist þegar Sigmar Vilhjálmsson var að sína honum ekki þessi tilfelli en ekki þessi skít fyrir að tárast þegar hann var að ræða málið hans sjálfa. Já, skiptir ekki mál. Já, ég man eftir því, þetta er ekkert smá sem að fékk yfir. Það var náttúrulega bara gengið á menn sem voru með hann á Facebook sko og bara núna bara, þú veist að vera grenjandi á netinu, sorry sem maður á ekki alltaf að vera eitthvað að sækjast eftir því að gera það sem er vinsælt, maður bara segja það sem er rétt og maður sér eitthvað svona augljósta geðbilun eins og var þarna og ég er ekki að segja ég sé eitthvað skárri, ég var bara ég held fyrir mér snýrst þetta alltaf eitthvað annað og hann fær þarna einhverja ásakanir og eflaust einhverju sögðu bara já, þú veist, þetta er alltaf satt, það er einhver kona sem sagði þetta en mér leiði svona eins og fólk var ekki alveg þar svo birtir hann hérna, ok, þú veist, það er ekkert í málaskráminni og það var nú reyndar eitthvað að virtist vera því að hann dró einhverja línu og ef hann hefði farið mánuð aftar þá eitthvað komið sko og látum það líka myndi hluta, ég veit það ekki en málið er að, þú veist, Sölvi er svona gæi sem að var svona eiginlega draumaprins og drauma svona tengdasonur sko, þú veist, þarna, hress og góðu kattinn á, þú veist, skjánum og vel til hafður, myndalegu strákur og vel máli farinn. En svo var hann bara, þú veist, að beða OnlyFans bíður að, þú veist, koka og, þú veist, banana og eitthvað svona og kom alls konar svona hljóðskilabóð og eitthvað svona. Svo ég ætla ekki að fara að dæma það, sko. En það var svona kontrastar hann, sko, þessa ímynd. Ef að Erpur hefði verið þarna, þá hefði engum brugðið. Veistu hvað ég meina? Hann hefði bara sagt, þú veist, við elskum þessar mellur og þú veist, og það hefði ekki verið neistræðis. En að því að Sölvi var búin að búa til svona aðeins aðra ímynda sér, þú veist, að því að hann var í rauninni með svona skjápersonu og svo kannski var hann með svona einkalífspersonu, að þá í rauninni, bara, ok, þú ert kannski pínu óheiðalegur. En í rauninni var þetta hans einkamál og hann er alveg frjálst að segja dónalega hluti við Píur og OnlyFans sko. Ég held líka við erum bara að hætta að vera þykjast vera svona heilug. Nákvæmlega. Það er bara hættum bara þessum leikaði, hættum að þykjast vera svona góður. Það er bara, ég held að sé hressandi ef fólk væri bara aðeins heiðalegra með það. Og horfur rosalega stíft á mig. Nei, bara, þú er bara myndalegur maður. Þetta er ótrúlega öflugt vopn bara eins og, þú veist, þetta er bara 8 Mile dæmið þú veist, þegar Eminem bara tók og rappaði allt shit. Ef þú kemur bara með það fyrirfram, þá hefur enginn neitt á þig. Sjáðu bara, þú veist, götustrákar sem voru hérna. Fyrstu 3 þættirnir að fóru bara að tala hvað þeir væru ógeðslegir. Eða, þú veist, hefðu verið ógeðslegir á sínum tíma, og þeir voru ógeðslega heiðarlegir með það. Hvað ætlar að gera með menn sem eru þannig? Þú getur ekkert gert, því að þú veist, þetta er bara svona,
þú ert búin að taka lífi fyrir það sjálfur og búin að Já. hlæja því og þú veist og þá hefur ekki högst á Búin að fólki. afvopna fólk. Já. Bara, og þetta einmitt eins og þú segir, þú veist, hver svona heilagur? Ég meina, þú veist, Ég meina Bubbi Mortens er búin að vera að gera þetta hvað, í 4 áratugir eða eitthvað? mér finnst reynda með Bubba, hann alltaf að reyna að, sko, hann kemur alltaf með hvað þetta var cool, sko, en mér finnst það pínu svona, en allavega. En maður virði þetta með þeim að segja eitthvað svona, hvað allar, þú veist, ég veit ekki hvað, ég held ég sé búin að segja frá öllu, þú veist, þegar ég hef drullað upp á bak nema kannski, þú veist, einu, en það ekkert svona fréttnæmt, skilur, bara því að það er svo, Áttu með það? nei, ég meina, ég er bara búin að lýsa því, hvernig, þú veist, ég var bara, þú veist, með allt niður mig, þú veist, fjárhagslega og bara allt svoleiðis í gegnum tíðina og bara, og hef einfaldlega bara, þegar leið og ég ákvað, heyrðu, vá, þetta er allt mér að kenna. En Þá er allt í einu einhver breytst. þannig að þú veltir, þú veist, hverjum einasta steini við í hans lífi, að hann sé algjörlega heilagur og aldrei gerst, er einhver sem að raunverulega þolir þá skoðun? Og svo að segja, þetta væri bara svona, þetta er bara búið, skilur við. Ég meina, ég myndi halda það að allir hafi gert mistök einhvers staðar og ef það er ekki gert það, þá verður eitthvað óeðlilegur. Sko er það líka bara, hvað er það, þú veist, okkar að vera, þú veist, velta steinum og grannskoða líf annara, skilur við. Já. Þú veist, það er bara, fólk má líka alveg eiga sitt engalíf, sko, þú veist. En mér finnst þetta bara svo rosalega mikilvægt að allt þetta, öll þessi herferð, allt þetta hófst á máli sem er ekki bara einhver vafi á, heldur það er búið að sakfella annan mann fyrir brotið, það er annar maður búin að játa það. Vítu, það var sér að annar gæi sem að framdi brotið sem Sölvi var sakaður um, er það málið? Hann játaði Í alvörunni, ég er að heyra þetta í fyrst skipti, vissu þið þetta? Já. Já. Ég veit mér sem hver það er. Mér finnst, einmitt, Vinur. Nei, er ekki vinnur. mér finnst bara með ólíkindum að þú veist bara heyra þetta fyrst skipti. Já, ég Hvað- náttúrulega af bara hverju- gafst upp á fjölmiðlum þarna eftir Icesave og hérna og þú veist og síðan Lúkas á málið? MeToo, já, Lúkas málið? ég var nú að þjálfa þann strák hérna, það fór nú ekki vel fyrir hún Sko, strákurinn sem gerði þetta, sem hann var sakaður kom svo fram í viðtali á Omega. sem gerði var- aldrei neitt. Ha. Lúkas málið, þetta ekki að tala um það með Nei, 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 nei. ég er að tala um sko gaurinn sem gerði það sem Sölvi var sakaður fyrir. Hann kom Já. svo fram í mjög skemmtilegu viðtali á Omega sem var að ræða þetta. Sjárar og Omega. Já, það er góð stuð. Já, geggjustuð. Já, ok. Ég meina, en spáði í þessu, þú veist, allt þetta, öll þessi, þú veist, réttláta, þetta reyndist allt vera lygi, þú veist, Og svo líka allt með, eiginlega bara allt í kringum Eddu Fallag, Það virðist er- vera leikrit, hún sveik þá sem voru með sér í hópi, hún virðist hafa fabrikata sannleikan bæði með sjálfan sig, hún náttúrulega, þú veist, vildist alltaf að skýrið sem hún var að servera veru verbref, þú veist, og eitthvað svona og þú veist, og hún var greinilega misnotuð á þessum verbrjefa, þú veist, miðlara stað, sko, með einhverjum hætti, að beitt miklu ránglæti sem hún reynda vann aldrei hjá, svo komur hún í ljós og hún hafði ekki skrifað ritgerðina sína sjálf sem hún var með þarna, það var nú eitt og þú veist, var það ekki eitthvað, þú veist, þetta var bara alveg heil haugur að taka á, þú veist, þarna er bara það sem við vitum að hún lög, sko, og ég meina, ég veit ekki, þú veist, það var verið að auglýsa eftir, sko, fólki sem hafði lent í óförum eða vildi saka einhvern eitthvað og þú veist, maður fór svona að horfa á þetta og maður svo býtu, þetta er bókstaflega einhver aðili sem er að efnast á óförum annara veistu, og við erum bara öll einhvern veginn að taka þátt í þessu og okkur er alveg sama og við erum ekkert að fjalla um það, hún var ekki tekin að lífi eins og allir aðrir þegar það kemst í ljósa, þú veist, að helmingurinn lígi sem hún sagði og hitt kjaftaði. Og það að sér nefna á hann, sko, ákveður sagði enginn eitt. Og ég vil bara taka þetta til mín Ég var vókal með Já. þetta allan tíman. Já. málið er bara, ég held að þú verðir að vera nokkuð mikill svona semi-einhverfur réttarður eins og bara, þú veist, Eins og ég. Já, eins og ákveðnir til þess að nenn að standa í þessu. Hver heldur að nenn að standa í að fá hennan? Ég veit að, veistu, við fáum svo mikið af screenshotum og bara ég, sem ég get ekki byrt, ever. Og það eru svona hlutir eins og sko sem að, þú veist, þessi her, þú veist, öfgaherinn á sínum tíma og svona, öfgar eru náttúrulega hætt núna, en að ég segja á sínum tíma. Þar voru bara heilu grúppunar sem að ég var að fá að senda screenshot úr, herðu, þessi er að segja eitthvað, nú komum við bara allar. Það voru kannski hópur af 600 Þetta var, þú veist, maður hefur séð þetta og þetta var skipulagt, þetta var mjög skipulagt og það voru valin fórnarlömb Já. og fórnarlömb ekki fórnarlömb, eflaust einhverju er þetta skilið, ég segi það ekki, en einhverju tilfellum ekki og maður svona veldi fyrir sér, býtu, þú veist, hatursorðaða aftur, þú veist, og þú veist, sem að er að hvetja til ofbeldis gegn einhverjum einstaklingi, það er það ekki skilgreiningin á hatursorðaði til dæmis. Já, þú getur En verið bara níða niður er smána hvetja í til rauninni, ofbeldis. sko. Já, en þú veist, það Ég er hvetja ekki- til ofbeldis er bannað gegn einhverjum Ég held einstaklingi. að það sé Það reyndar er- það er annað en ekki hatur. hatursorða. Ok, gott Það var. er í rauninni annað, en ég skil hvað Ég myndi halda samt að það væri að hatur innifalli í því að alltaf skaða einhvern líkanlega.
eða annars og þú veist, og það er ekkert sem að gerist, skilur, þú veist, það er engin sem er tekin fyrir, en svo eru kannski einhverjir aðilar sem er að viðra á óvinsælar skoðanir, að þeir eru allt í einu, þeir eru dregnir fyrir dómstóla og þetta virðist vera að það er svona dregin lína í pólitík hvað þetta varðar. Mér finnst það svona svipað, þú veist, það var haldið út í mótmælum fyrir Palestínu og allt, þú veist, ég hef svo sem ekkert út á það að setja hérna á Alþingi, mér fannst það reyndar alveg ótrúlegt hvað fólk hefði mikið tíma til þess að vera þarna. Svona, þú veist, ég veit það ekki, þú bentir nú á kannski einhverju tölfræðilega staðlendi með atvinnuleysi og annað, ég veit það ekki. En svo hins vegar þegar fólk hittist og er að, þú veist, gagnrýna immigrant policy, þá er ekki sagt. Nei, fyrir ekki, þá er ótrúlega mikið sagt, þá er bara drulla yfir og þú veist, þetta eru bara hatursorð, þetta er svona, þetta er hinsegin, þú veist, en það er verið að kalla eftir að drepa einhvern og eitthvað svona, þú veist, og hinum, hérna, þú veist, death to the IDF eða eitthvað, ég veit ekki, mér finnst þetta svona, ég er ekki að taka afstöðu, en ég er að benda á að þarna ertu annars vegar með einhverjum sem voru í morgan mánuði á Alþingi, gagnrýnir svolítið finnst mér af fjölmiðlum, og svo er einhverjir sem að koma friðsamlega saman, og þegar gagnrýna immigration policy eða flóttamannastefnu, og það er þvert á flokka og þeir eru einhvern veginn flokkaði bara sem nasistar. Mér fannst það svolítið hart, sko. Ég veit ekki, hvernig, er ég einn það? Mér finnst þú verða bara annarkvort máttu, þú veist, svo lengi svo þú ert ekki að hvetja beint til ofbeldis, þá verður þú bara með að segja allt eða ekkert. Þú veist, mér finnst, ég veit það ekki, þegar Ég var að segja þetta bara í því samhengi að þær eru að pikka fólk út og eru augljóslega með hópa til þess að níða einhverja niður og mér finnst það vera, þú veist, mér finnst það vera orðið pínu siðlaust, sko. Á sama tíma þær eru að saka einhvers konar feðraveldi að vera til sem að er að vinna gegn þeim og þá eru þær kerfisbundið að vega að fólki með kerfisbundnu ofbeldi. Ég meina, þú veist, er það ekkert mótsagnakennt eða? Er það ekki basically að gera eitthvað gagnvart öðrum sem að þær þykjast ekki þola sjálfar? Ég veit ekki, mér finnst það svona Ef að fá álit leynigestarins á þessu, það kannski byrjir á að kynna þig hérna áður með í smáatriðum. Já, ég er Ísidór Nathansson, þekktur sem hryðjuverkamaðurinn í fjölmiðlum og hef verið, Það er þú? já, einn af tveim og ég hef verið tekinn af lífi í fjölmiðlum ef því ég vilja krefja það einhvern veginn, hvernig það hefur áhrif á fólk og... Ég var til í að byrja á, eru við í hættu? Nei, annars væri ég ekki hér að myndi halda það, sko. Getum við bara að dela uppskriftum? Þetta er alveg, þetta eru fréttir fyrir mér, sko, en já, það var alveg áhugavert að kryfja það mála eins að því að þú Við verðum að gera Það vil ég fá að vita. Málið er að, þú veist, málið er, Þú kemur með svo áhugaverð gesti hérna, það er ennþá í gangi, ég er að bíða þér Hæstarétt, en ég er eins og opin bók varðandi allt það sem að kemur mér ekki í vesen og er ekki opinber upplýsingar. Hvað er það raunverulega sem að gerist þarna? Þið eru ákærðir fyrir eitthvað, eða ekki? Ég er ákærður fyrir tilraun til hryðjuverka, en málið er að sko við erum tveir og sem sagt með ákærði. Hann er kærður fyrir tilraun til hryðjuverka og tilraun er alltaf bara attempted tilraun og ég er sem sagt hvað heitir það aftur? Sem sagt ég er accomplice to attempt. Ég er sem sagt tilraunamanns Já, það er svolítið langsótt, sko. Já, nákvæmlega, sko. Þannig að þú eiginlega gerði tilraun til þess að vera vítorsmaður mann sem að var gerði tilraun til þess. Já, þetta er sko eins og lögfræðingum sagði, þetta er lagalega séð eins fjarlægt í að fremja glæp og hægt er, sko. Var þetta svona takkja manna spjall bara grín og svona mikið af þessu? Í raun og veru. Má ég spyrja út í eitt? Er það? Ég sá þetta. Ég verð að fá spyrja út í eitt. Ég var að fást að staðfest hvort þetta sé réttar upplýsingar sem ég fekk eða ekki. Var það þegar voruð að tala um að sprengja, var það að láta skýta í garð nágrannans? Eitthvað svona, getur það passað? Nei, ég stund ekki sörlífið, sko. Nei, ekki þið, heldur gæludýr, getur það passað? Nei. Ok, þá hef ég bara fengið rangar upplýsingar. Það er ekkert flókið. Það myndaðist rosalega mikil upplýsinga óeirða í kringum þetta mál sem var í raun og veru hagnaðist ríkinu að mestu náttúrulega því að mjög mikið af fólki, við vorum náttúrulega strax uppmálaði sem hægri öfgamenn sem að strax bara afskráur okkur í huga alls konar svona. Ertu hægri öfgamaður? Já, veist. Að það leiti ertu hægri öfgamaður og hvernig myndir þú skilgreina þig sem hægri öfgamaður? Ég hef ekki mikil trú á lýðræði, til dæmis.
Já, þá ertu ultranationalist. Ég er til dæmis ekki með þér þarna. Ég myndi aldrei... En ég býst ekki Ég er við, frjálshyggjumaður, en ég myndi aldrei... ég var einu sinni eins og þú, sko, og svo sá ég lósið. Einmitt. Ég er ekki að reyna að vera leiðileg. Nei. Mér fannst þetta bara fyndið. En málið er að, sko, veist, það er en það er sérsamt, skilurðu, veist, ég er best líka fyrir því, skilurðu, að hérna, ásækið Fólk fá ekki frelsi til þess að kjósa. Það er... Nei, þetta er það sem ég er að tala skilurðu, það er náttúrulega alls konar innprentuð hugmynd af þessari hugmyndafræði. Nei, því að þú sagðist ekki vera með lýðræði, þá er ég að spyrja þig hvernig sérðu það fyrir Ég hef þér? ekki mikla trú á lýðræði. Það er ekki trú á lýðræðinu, þú ert ekki á móti. Okkar útfærsla á lýðræði, þú myndist á í upprunalega streyminu, talaður Aristóteles og svoleiðis, hvernig það byggist á. Það var svolítið einsleitt samfélag, það var svolítið Ég var rauninni bara að vitna í Aristóteles, já. Já, ég veit það, en þú gerir þá grein fyrir því að það byggir líka á því að þetta er mjög svona, við fæði sletta, þetta er monolithic samfélag, þetta er einsleittur, félagslegur. Já, ég held að Aristóteles hafi kannski átt við að, kannski með þeim hætti, að hann sér það fyrir sér sem einsleitt að því leyti að fólk hafi sameiginleg grunngildi til þess að byggja á. Já, við höfum það ekki í dag. Verðum við ekki að, við verðum að lyfta þessu aðeins meira fyrir svona ef það er einhver algjör ítart að horfa. Hvað er verið að segja hérna? Við skulum kannski Hvað er þið? Já, ég kannski að útskýra, ok, fyrir þeim sem... Við skiljum hvort annan samt. Þá að verið að tala sko virkar lýðræði og virkar ekki og hvað er það sem að þarf til þess að samfélag virki og samfélagsgerð. Og sá sem að skrifaði upprunalegu hugmyndafræðina lýðræði og var frá Gríklandi og hét Aristóteles og mjög svona þekktur fræðimaður og heimspekingur, að hann til þess fyrir honum að lýðræði myndi ganga upp, að þá þurfti samfélagið að vera einsleitt sem að þýði það að það er allir einstaklingar svipaðir innan samfélagsins með tilliti til grunngilda sem að þú veist hvað er það sem að þér þykir valuable. Algjörlega. Og það sem var ádeilan í síðasta þætti að fólk sem að kemur kannski frá öðrum menningarheimum sem að deilir ekki sömu grunnhugmyndafræði eða grunngildum, að það gæti raunverulega ekki aðlagast nema annarkvort að breyta sínum grunngildum eða við myndum gera það. Já, annarkvort breyta þau sé við eða þau fara. Það er raunverulega þrjú valkostin sem er í gangi. Við erum komin langt út úr efni sem við ætluðum að ræða og með við vorum að ræða fyrir utan það að hata lýðræðið. Hvernig ertu hægri augun? Þetta er það sem við erum að díla við hérna. Ég ákvað að taka smá mainstream En málið er samt að þegar þú segir þú veist að þú hefur ekki trú á lýðræðinu og í því samhengi sem þú sagði það, að þá verður rosalega auðvelt að sjá þig bara sem nasista og þú verður að gera þig grein fyrir, kannski er það alveg sama en Þeir segja að ég sé ekki nasisti. Já, þú varst eiginlega að segja það á hann með því að þú væri frekar hallur undir að fólk hefði kosningarétt og frelsi heldur en ekki. Tæknilega sé var kosningaréttur áður en allt fór úr stað þarna. Málið er kosningaréttur en eftir 1933 og þá man ég ekki eftir að það hefur verið kosningar í Þýskalandi, þú kannski leiðrétti mig. Allavega, hvað málið snerist það að þið voruð ákærið fyrir eitthvað spjall. Já. Og hvað fór þarna fram eiginlega? Bara tveir finnir frændur og að spjalla saman Málið er að félagi minn settir einangrun á handtekinn. Og hann væntanlega kjarni málsins eða það sem við höfum ekki verið sýknar að fenga til er vopnalega brot. Við vorum að framleiða og búa til skotvopn sem það líkur ekki þetta er viðurkenningamál, þetta er játningamál, það er allt sem við höfum brotið á ykkur er viðurkennt. Af hverju voru það búið skotum? Þetta byrjaði náttúrulega fyrst sem bara fróðleiksfýsni, tveir tæknilega sinnaði menn hafa áhuga á þessu og ég meina það er bara stórmerkilegt og partur af því að það er 2025 og þú getur búið til skotvopn heima auðvitað höfðu áhuga á því. Eitt leint öðru og í þessu vaxtarumhverfi hvernig getur þau dæmt unga menn til að reyna að afla sér pening, hvernig sem það myndast. Voru það að selja vopnið þá? Já, meðal annars ef við hafið lesið frétti þá var maður blandar í þetta sem er faðir ríkislögreglustjóra. Þannig að við vorum ekki að láta fá einhverja krakkhausa. Nei. Fólk vil meina að menn með mína skoðanir séu siðblindir, heimskir og allt svoleiðis Ég hefði myndbandið hérna á ákveðið myndband hérna á lausu þar sem að
farið vel yfir, já, orða bara, já, ef við ekki bara hérna, taka sensin á að afla okkur einhverja óvina og tala bara það mál, hvað það Ætlaðu að fara yfir allt sem komið fréttinar? Nei, það eru nógu margar fréttir. Hoppum aðeins yfir það, þið voruð að... Hérna, viðkomasta máli bara sem ég held að ég hef nokkuð tíma rætt hérna svona hérna, ég átti ekki eins og ég vissi ekki að þessi maður kom, ég átti enga við vona á þessu, en þetta er svona hressandi uppákoma, ef við ekki að segja það. En þú veist, þeir eru sem sagt að framleiða vopn og hérna, með hvaða hætti eru það að framleiða vopn og þú veist, hver eru kaupinir? Þetta er játningamál, þetta er ekki, þú veist. Já, ég meina, ég er ekkert að fara að segja nákvæmlega hverjir, sko, en máli er að, sko, það er náttúrulega víður skali, en eins og ég segi, það fer líka ákveðin vinna og svoleiðis í þetta. Take pride in your work og allt svoleiðis. Og ég sem öfgasinnaður skilur allt þetta, ég lít niður á þessa dópistæði sem að mér er meint að hafa selt einhverjum, þú veist, fattur það allar þessar skotári sem hafa farið fram með þessum þrívíða prentuðum vopnum, það voru ekki tengdar við okkur. Málið er að fólk gerir sér ekki grein fyrir því þetta eru almennar upplýsingar og það er ekki hægt að kenna okkur þetta, sko. Og þú sem eins og margir frjálshyggjumenn skilur, þú getur ekki kennt vopnaframleiðandum hver nota vopnið. Ég er ekki að afsaka afleiðingar af neinu, en ég er heldur ekki að segja það að ég hafi átt beina þátt í að eitthvað fór fram. En einn kaupandi, hann keypti ekki á okkur þrívíddarprenta skotvopn, en hann afhenda okkur alvöru skotvopn sem við breyttum í hálfsjálfvirkt eða sjálfvirkt, sem var Colt M4. Var þetta bara forvitni yfir að geta þetta? Í raun og veru, endaði þannig. Já, núna... Byrjaði þannig. Ég setja mér smá á þetta með að segja að ég reyndar að viðurkenna að ég á engin skotvopn. Ég er rosalega mikill áhugamaður sko, nú er ég með sverðasafnari. Já. Og er þetta eitthvað, þú veist, er þetta eitthvað sem ég kannski á að vona á því að vera heimsóttur yfir það? Nei. Það er svoleiðis? Já, ég meina að þú bara taka fyrir þessu sem að mér er eitthvað hnífarsöfn bara, sko. Er það svoleiðis? Já. Málið er, sko, Íslandi, sko, eitt ástæðan okkur gerðum þetta upprunalega. Sko, það mitt er ekki á landinu? Eitt ástæðan heldum okkur við þetta áhugamál var það að samkvæmt íslenskri löggjöf er þetta bara sækt. Já. Og ástæðan okkur ég er hér í dag er að ég var sýknaður af hryðjuverkum sem er lýstíðardómur. En ég fekk bara, sem sagt, ég held ég núna með 15 mánuði eða eitthvað svoleiðis, af því að það er bara vopnalega brot. Og það að mennum verið teknir sko á tippinu með haglabyssu í einhverju blackouti í Breiðholti. Sjárat á Breiðholtið. Já, akkurat, sko. En málið er að þessi menn eru með skotvopnaleyfi, þeir eru settir í klefa og þeir eru kannski komnir heim til sín innan við 24 tíma og þetta er bara sekt. Þess vegna heldum við okkur við þetta, að þetta átti bara að vera, bara gauragangur í raun og veru, sko. Sko, allt sem ég hef séð þetta mál, ég viðurkenni, ég hef ekki fylgst rosalega vel með þessu. Ég hef eins og fylgst með nokkrum svona löglærðum mönnum sem hafa fylgst með þessu. Ég líka. Þeir tala að þetta sé eitthvað bara bilun af ríkinu að ætla að vera elda á fyrir þetta. Allir, ég hef ekki séð einasta tala það að þetta sérðu, já, þetta, þú veist, það mætti hanga á þessu. Ég er bara vitna í aðra. Já, ég ætla að taka svona smá spinn á þetta því að þú veist, það er engin hérna fyrir hina hliðina, en ég ætla að spila svona smá Devil's Advocate. Já, við elskum Devil's Advocate. Ég getur ógeðslega leiðilegur Elskum leiðilegur. Leiðilegur og en ég meina, ég er ekkert hissa á því að þið eru að framleiða skotvopn að það sé verið að fylgjast með ykkur og sé verið að fylgjast með grant með ykkur og ég myndi ætla það að það veri hlutverk lögreglunar að gera það. Var ég að kvart yfir því? Ég var ekki að segja þú var að kvart yfir því. Nei, ég er bara að segja. Og hérna... Nei, ég er heldur ekki... Nei, ég er bara, ég er að spila þetta, ekki skjóta mig. En sko, ég skýt ekki fólk. Það er hérna hlutverk lögreglunar að fylgjast með ólöglegum vopnaburði eða ólöglegri vopnaeign og brota lögum, þannig að þú veist, ég er svo sem ekki hissa á því. Nema þegar kemur að föður ríkislögreglustjóra en halda fram? Já, eflaust, kannski er eitthvað þar, en mér finnst svona hins vegar svolítið kannski svona lagarlegt spursmál það hvernig það þarf að skilgreina tilraun og hérna hvort að þið raunverulega gerðu tilraun til hryðjuverka eða ekki, ég veit það ekki, ég þekki þetta mál ekki til hlítar sko, ég hef ekki lesið það. Þeirra afsökun til þess að kæra okkur hryðjuverk er það að sko ég átti alveg drykkjuvandamál á fyrr og þegar ég var í glasi á virkum degi og ég kannski talaði félag minn sem að við
við framleiðum kannski skotvopn, þannig að mikið að okkar gauragangi og svona glannalegu tali væntanlega tengist á þessu skotvopnabransa einhvern veginn og það nátt, skilur við. Þannig að þegar Gunnar Smári, Sólveig Anna eða einhverjum þessum kommalufsum eitthvað að tjási Nei, ég er bara að segja þess að fólk hugsa hérna, en ef þetta fólk er eitthvað að tjási svona aðstæðlega á internetinu og ég segi við hann, skilur við já, hörru, djöð myndi ég skjóta hennar, skilur við. Þetta er eins og fólk, þú getur farið á Facebook núna, ef að Bjarni Ben er að tala um einhverja vaxtahækkun, þá mætir hann að einhver sósíalista flokks meðlimur bara þá að hengja Bjarna Ben, fólk hefur sagt reyndar góða punktur. Miklu grófari hluti. Það sem þú ert að segja er að þið hafið sagt hluti sem að í einkasamtali. Í einkasamtali og það veltir svolítið á því hvaða tón þú setur bak við setninguna eftir í hvernig það er túlkuð. Já, þú veist, það er svona að fyrir á því wow, þú veist, það var kannski að skjóta þennan eða hinn svona kæruleysislegt fyrir margt, sko. Það er einkasamtali og þið skiljið hvað eiga við versus það að þið voru að segja, heyrðu, þarft þú ekki að fara og skjóta þetta lið? Það er nefnilega Mér langar að skjóta inn í bara réttina. Ég bara reyna að segja ekki skjóta neitt, ekki skjóta. Mér langar að skjóta inn í rétt svona það sem að meistarinn sem er reynda því miður svona fallins Fall from Grace, Bill Burr. Ég vitna svolítið í hann vegna þess að hann var meistari í að taka svona niður svona hluti. Hann mér talaði um þetta sko að þú væri með konu og hún væri svona, þú veist, þið væri eitthvað bara no, stop it, þú eitthvað svona, þú veist, bara svona. Svo þegar einhver hins vegar, ef að þetta mál færi svo fyrir rétt og einhver lesið upp bara no, stop it, I don't want it. Þetta er ekki sami hlut. Þetta er hárrétt það sem að fór fram. Með þetta mál, ég sá marga hérna vera að tala um þetta mál og svona, en það var alltaf það sama sem var tekið úr hjá þeim sem ég sá. Það var alltaf bara, nei, þeir ætla að gera svo gay pride. Það var alltaf bara þetta. Það var alltaf svoleiðis. Já, það var allt annað einhvern veginn, sá maður ekki, en það var alltaf þetta. Þeir ætla að gera ára svo gay pride. Þú veist. Who cares? Nei, ok. Herðu, það var verið að taka einhvern gæja, ég reyndi að fact-checka að það væri satt. Var verið að taka hann á gay pride. Átti það að vera á gay pride? Það var ekkert attempt. Nei, en þú veist, áður en við höldum ára. Það hlýtur að vera eitthvað attempt sem þeir... Mér langar rétt að skjóta inn í þetta bara að því að hann myndist á þegar kemur að hvernig hún tala skiptir svo miklu máli. Já. Það var aðili sem talaði um það að þetta er nú gaman þegar var talað um að einhvern gæti gert, þetta var í Þýskalandi, hann var handtekinn fyrir hatursorðræðu. Það er ekki búið að sakfella hann, en hann var handtekinn. Hann var að tala um það er nú gaman að keyrina því að í GTA 6 verða gay pride göngur á ströndinni. Og einhver sagði, er þið nú gaman að taka bílinn og taka þjóðverðina á þetta eins og við köllum að því að þetta er alltaf að gerast í Þýskalandi. Þjóðverðin í Þýskalandi er akkurat að framkvæma þetta. Jú. En bara þetta, hann sagði þetta og það er búið að handtaka hann en ekki sakfellan fyrir hatursorðræðu. Anyway, you were saying? Já, ég er með endalaust af vinklum og dæmum hvernig þetta er gjörsamlega skakt í garð okkar, skilur, en svo náttúrulega, það eru alls konar vinklar eins og samsæðiskenningar varðandi það að þeir snúðu þessu upp í algjörlega, þeir nota þetta sem afsökun til að koma fram, hvað heitir aftur, rannsóknarheimildin, forvinna rannsóknarheimildir. Þannig að þetta er basically bara Patriot Act í Bandaríkjunum út af 9/11, sko. Þeir eru að nota... Kannast einhver innan það? Kýringana? Mega hlera, já, náttúrulega. Er það í lögum í dag að þú mátt vera með forvirkar rannsóknarheimildir? Já, það er komið í gegn. Er það komið í gegn? Hvenær kom það í gegn? Já, ég man ekki nákvæmlega hvort þessi komið í gegn, en það er langt komið og við vorum afsökunin til þess. Ég bara taka það fram að ég var bara að hitta þennan mann hérna í fyrsta skipti, sko. Nei. Og ég sé ekki hérna. Ég lofaði því að við myndum taka fyrir áður en við höldum áfram, smá spurningar frá úr chatinu. Það er spurning hérna, hvað finnst ykkur Epstein-málið og hvernig það er að þróast? Og skiptir það ekki meira máli hverjir standa að þessu heldur en hverjir er á listanum? Ef við byrjum á þér, Óttar. Ég er náttúrulega, þú veist, mann er bara með sömu kenningu aðrir að Trump sé á sem lista og hann er samingur og náttúrulega er að bæla þetta og fjöla þetta. Núna er hann að kalla fram, sko, núna að segja þetta sé bara hoax, sem listi hafa að gera til og eitthvað svona, þú veist. En þú veist að Trump var í giftingunni á Hillary Clinton og þeim sem er líka, þetta er allt saman pakkið, sko. Já, en ég meina, náttúrulega valdamesti maður í heiminn og að reyna að fela þetta, þú veist. Samt ekki, hann er algjör kökk fyrir þessum jíðiska fórseta Ísraels, sko. Já, reyndar, hann er náttúrulega bara, þú veist, litla tíkinn þeirra, sko. Júðabrúða, þess að við kallum það. Já, en já, eins og ég segi, þetta er bara sorglegt að stóra upp á þetta, sko. Að
það er sko búið að halda, þú veist, hann að bjóða sér fram til forseta og það er að halda fram sko hvað hann alltaf byrta þetta og allt svolítið og núna er hann Sagði þetta bara það. plat. Ég vil taka skýrt fram sko að ég vil að hvert eitt og einasta fórnalamb Epstein og bara sextrafikinn höfuð fái bara sína bætur og allt það sama hvernig það er á húðlitinu og svoleiðis þótt þess ég meintur kynþáttahatari sko. Nei, þú skilur samt hvað ég meina, skilur, þetta er mjög skjössalega fárlegt, það er skjálfest að það er búið að borga út einhverja 150 milljarðar til fórnalamb og svoleiðis sko. Og, já. Andrew Prince borgaði 1,2 milljarða króna íslenska sem var borgaði breskum skattborgurum til síns fórnarlambs sem að greinilega var ekki til. Hvernig stendst það rök, skilur, að allur þessi peningum, þetta er ekkert smá fjárhæðir og allt þetta fólk er að koma fram og svo verður það, sko, sem er skýt saman að lista, mér er fokkin anskota saman að lista og hvort þessi Trump eða Hillary bara mál, það eru fórnarlömb, það er eitthvað í gangi og það er bara annarkvort að rannsaka og einhver þarf að gjalda fyrir þetta og veist, það er ekki erfitt að uppræta þetta. Nýlega var ein af konunum, ég man ekki hvort það var svo sem sakaði Andrew eða hvort það var einhver önnur sem að var nýlega búin að birta tweet þess aðeins sem hún var ekki suicidal sem að stökk fram að svölum. Já, og svo var einn fyrir rútu líka þetta er óöpilega tilvílun. Rosalega tilvílun hvernig fólk tekur þetta fram og deyr síðan allt í líka sem hann held í fram að Kallinars Makrón veri kona sko. Já, hún fór fram svo það var lítalæknir sagðist alltaf afhjúpa þetta. Hann einhvern veginn datt fram að út glugga. Og sjárátt á sjárátt á pappans Macron því að hann var að tapa máli sem að skaðabótamáli gegn 2 konum sem að einmitt sögðu að transkonum þá Nei, sem að sögðu að hann skástrík hún væri trans. Já, það var reyndar þannig að þeir mega halda því fram að hún sé sem sagt kallmaður að trans. Það hefur ekki með það að gera, þú veist, að hann sé það og þess að sé það, þú veist, þetta var defamation lawsuit. Við höldum áfram með Epstein-dæmið bara eftir smástund, við bara verðum að koma þessu frá okkur. Já, ef ég tek sko, mitt take á þessu Epstein-máli, maður veit eiginlega ekki alveg hvað maður á að halda, af því að sko fyrir tímabili Trump alveg saman hvort þú varst á mótunum eða með honum og hann stóð svolítið mikið við allt sem hann sagðist alltaf að gera, hann einhvern veginn deliveraði og öllu sem hann sagðist alltaf að gera meira og minna. Það er rétt. Hins vegar ef þú horfir núna á tímabilið sem að er að gengi í garð að þá lofaði hann þessu Epstein-dóti og hann lofaði JFK-fælunum, hann lofaði með Robert F. Kennedy Sr. og við höfum ekki fengið að sjá þennan Epstein-lista og það er rosalega einkennilegt að lofa einhverju og delivera svo ekki á því. Þú veist, það er algjörlega úr karakter. Hann lofa okkur líka friði við Úkraínu, hann virðist ekki saman hvort hann hafi átt samtal við Pútín það að átt að vera friður eða ekki, þá er hann ekki að ná að delivera því. Hann er allavega að reyna. Mér finnst það einmitt, sko, mér finnst það vera eitt dæmi, hann virðist allavega að vera að reyna þar. Hann virðist vera að reyna og svo, ef maður velti fyrir sér, Trump hefur átt í vandræði með djúbryggið þegar hafa verið á mótunum, það er að segja að þú veist leyniþjónusturnar og annað og hann hefur lent illa og hann hefur til dæmis lét og meðan allir aðrir forsetar hafa yfirleitt fengið skýrslu einu svona dag frá CIA sem þeir fá að borðið hjá sér og þú veist það er Central Intelligence Agency, þú veist það er yfir 60 leyniþjónustur og í rauninni eru þeir sem að taka þess saman, leggja þeim á borð, hann les það, hann lét aðra menn gera það vegna þess að hann treysti þeim ekki og veist, það var staðan sem sagt á síðasta kjörtímabili, ég veit ekki hvað staðan er núna en ef að hann myndi komast yfir þessi skjöl þá held ég að hann og ég held að þessi Epstein operation hafi verið gerð til þess að korsa menn til þess að láta þá gera það sem þú vildir að þið myndu gera og það virðist vera svona almennt talið þetta sé einhver svona leyniþjónustu þar sem að menn voru settir inn í herbyggi með einhverjum eða þú veist eitthvað tekið í kynferðisleg kúgun, eitthvað svoleiðis. Þetta er einhvers konar coercion, einhvers konar þvingun, einhvers konar blackmail. Ég held að það liggur ekki að milli mála held ég sko. Ok, gefum okkur það í þessu tilfelli og hins vegar þú ert komin yfir þann lista og sá listi dugaði Biden og fyrir stjórnum til þess að stýra einhverjum öðrum eða hvort það sé þú veist á Mossad og Co sem að eiga þetta eða hvort það sé samstarfsverkefni, ég veit það ekki. Þetta er ekki monolithics held ég sko. En þá myndi ég halda að það væri tækifærið þarna fyrir Trump svona út frá pólitísku sjónarmiði að geta stjórna andstæðingu sínum með því að nota þessi skjöl og ljúga svo til hvað við raunverulega í þeim.
Þannig að þú veist, það er svona political strategy alveg sama hvort að þið finnst það siðlust eða ekki. En hins vegar, þá með því að gefa þetta ekki út, ég held að þetta geti bókstaflega orðið honum að falla. Já, ég menn samanlega því, en ég er alveg vissum að þessi sem var stjórn á honum út frá þessum skjölum, sko. Ég er alveg vissum að þessi helvítis Ísrael og stjórn á honum, sko. En er það ekki svolítið stúpid að lofa því í kosningabaróttunni, hafa að vita það er eitthvað skrítið þar, já. Þú veist, mér finnst það ekki alveg passa að því að þú veist, þá mættu þér gera ráð fyrir að myndi missa völd. Þurfti hann ekki að ná kosningunni? Það er málið. Það er mikilvægasta. Hann þurfti að ná kosningunni, það er mikilvægast. Það var hann að lofa þessu. Nú er hann komið til valda, skilur alltaf, og nú ætlar hann að segja til hóks, sko. Þetta er þessi falska tvíþætting, skilur. Man byrjaði kannski upprunalega sem þessi svaka based edgelord, skilur, og fekk alla með sér á bandi. Ég var hlindur honum 2016. Okay. Og það bara gjörsamlega dó fyrir mér með komandi árum að þegar núna er hann til dæmis að þú sagði, hann hættur að standa við nánast allt sem hann segir. Hann er miklu kraftlausari og það er grunnsanlegt hvernig hann var. En býtu, mér langar bara að tjekka, bara ef við skoðum hvernig hann fór á stað. Það var ekki smá kraftur sem hann kemur inn á, sem hann byrjar á. Já. Byrjar á alveg rosalegum, við þurfum ekkert að fara svona valega drengir, við erum rosalega casual. Herðu. En hann fer á stað með alveg, að bara hver forseta tilskipun á fætur öðrum sem að bara fólk vildi fá. En allt í einu, og það sem að mér finnst, ég var að horfa á myndband með Matt Walsh, þar sem hann var einmitt að tala akkurat um þetta. Ég er ekki aðdáandi hans, veist hann weak. Matt Walsh, sem er Daily Wire. Ég er stór aðdáandi. Mér finnst það að vera kökk. En hann segir þarna, annarkvort er dómsmálaráðherra, er ekki dómsmálaráðherra, Pam Bondi. Jú. Annarkvort var hún að ljúga þá, eða hún er að ljúga núna. Hún, málið er að hún víst kom til valda af því að hún hafi reddað Trump út af einhverju vandræðum manna og ég held hún sé í vísindakirkjunni líka. Það er ekki máli. Hún segir að listin er á borðinu hjá henni. Nei, hún segir að skjölin sé á borðinu skjölin, sínu. Hún segir ekki listin eru. Fréttamaðurinn segir, hvernig ætlar að birta hennar lista. Hún segir, ég er með málið á borðinu. The files are on my table, hvernig sem hún orðar það. Þannig að það er ekki alveg þannig að hún hefði sagt að listin sjálfur og maður getur ekki ímyndað sér að það væri nákvæmlega þannig að þetta væri listi sem var númeraður 1, 2, 3 sko. Manstu? Ég er þar og ég ætla bara, við getum bara lokað mínu áliti allavega á þessu máli með það, birtu allt sem er til þetta og þá getum við verið sátt, bara allt. Og ég er að tala haltu einhverndan, ef að sonur minn væri á þessu lista, þá myndi ég vilja hann birtur. Já. Allir sem að níðast á börnum, þá að fara með þá á einhvern góðan bálkost. Ég held að allir séu það sko. Málið er þetta á bara að vera allt eða ekkert. Ég held samt að það sé svolítið erfitt að trúa því að þarna séu engir menn sem að hafi framið brot sem hægt er að rekja þegar það er bókstaflega kona í fangelsi, þessi, hvað heitir hún, Ghislaine. Að hún sé í fangelsi, fyrir hvað er hún þá í fangelsi? For trafficking children to no one. Já, það er svolítið einkennilegt. Hún sjálf hefur pottið. Nei, meina, ég horfði á þetta myndband með honum Walsh. Hann birtir bara klippu af henni. Hann gerir rannsóknarvinnuna sína betur en flestir. Hann birtir bara klippu og sem hann segir, við erum með 20.000 held ég hún hafi sagt, myndbanda, eða hvort hún sagði 1.000 myndbanda af einhverju svona. Þetta er sem ég að segja. Hvað, ertu þá bara með 20.000 myndbanda af, engu? Ertu að segja mér á þessum tugum þúsundum myndbanda þá sé enginn sem að lítur að vera sagt. Það er ekkert Ég held einmitt að það kaupi þetta akkurat enginn. Nei. Og svo reyndar kom einmitt Ben Shapiro og fleiri hafa bent á það að ef það hefði verið eitthvað á þessum lista sem var í gegn Trump að þá hefur við notað á móti þeim röku segi nei, það er ekkert endilega rétt vegna þess að ef þeir eru með sitt eigið fólk á þessum lista líka þá er það nótið þess að tefla ekki, honum út á listanum eins að það mútið taka sjálfan sig að lífi. Sjá nú til. Þannig að það virðist vera að það sé möguleiki fyrir hendi að þessi listi sé það þverpólitískur að kerfið eins og við þekkja myndir hrynja. Ertu það að meina? Veistu, ég gæti ekki verið með meiri bónir yfir tilhugsunni heldur ef við myndum bara taka 2/3 af bandaríska þinginu eða bara international öllum ráðherrum bara afhjúpa þessi barnaperra, heyrðu, frábært. Ég er ánægð með það. Ef þú ert það, bara
fuck you. Barnabærar eiga ekkert skilum að blíðniðaferð, þetta er En ólæknandi sjúkdómur. það er eitt sem bendir svolítið á það. Spáði því núna, ef að þú ert í pólitík, þú ert búin að koma með svona risastórt lofvörð, þess að Birta Epstein-listan. Þú allt í hennu fer að segja að hann er ekki til. Sko, Núna kemur þau með pólitíska andstæðingans sem að hafa ekki sagt orð. Þeir hafa ekki sagt orð á Trump með það, hittu nú við, gamli, ert að segja þetta? Ha, er hann ekki til? Ég held að þetta verða aldrei byrt, ótrúlega sko. sér. Þetta verður aldrei byrt. Þetta er bara, Aldrei byrt. Hann er búinn að fyrirskipa það núna að þú veist að hún er að byrta öll gögn sem að hægt er að byrta, þessi siðlegt að byrta, en ég held bara að því að hann snýri sér svona í þessu þá eigi bara enginn eftir að kaupa það. Þetta getur, máli er, núna ertu líka að díla með, þú ert ekki að díla með svona ógeðslega köks eins og vinstri menn eru. Þú ert að díla við prinsipfólk sem að er búin að fylgjast þér að baki Trump, ekki að þetta er Trump, heldur að því að trúa stefnun hans og trúa prinsipin hans. Hvort sem það var rétt eða ekki, það er alltaf mál. En nú ertu að díla við prinsipfólk sem ég er að vona. Það var ekkert að kjósa út frá tilfinningarungi, heldur að vera að kjósa frá einhverjum ákveðnum prinsipum. Já. Já, ég held að ég er sammála því. Þú átt ekki að kjósa. Þess vegna held ég að þetta gæti orðið honum að falli. Og hann gæti hreinlega lendi því að ef þetta heldur áfram, að hann geti ekki klárað kjörtímabilið. Munið samt ekki fyrir örfáum mánuðum að það mættu þarna nokkrir influencerar, kannski hvað var það, DC Draino og eitthvað svona ómerkilegu gæi sem að þeir mættu með eitthvað skjalabunka, við erum með skýsluna og svoleiðis. Segjum að þeir séu með skýsluna, ofkur er ekki búið að byrta neitt þar. Segjum svo að núna, þessi gögn eru búin að vera tilgreinilega, ég meina svo er þessi fartalva hjá rungskrimslið, hvað heitir það, Hunter Biden þarna. kóngurinn. Já, það eru myndbönd. Krakkungurinn. Já, það eru myndbönd á honum bara með einhverjum 12 ára asískum stelpu. Þetta er borðlíkandi dæmi. Ég veit allan að það er einhverja myndbönd á honum að reykja krakk með vændiskonum og alls Já, það er þeim eitthvað sem að gleymist alveg. kannski var það karlhýðin að sósíaldemóflokknum. Rétt fyrir kosningarnar í Bandaríkjunum þá gefur bara Biden administration þeir sem voru stýri landinu Bandaríkjunum gefa bara út tilskipun að það ætti að suppressa allt varandi þessa tölvu og enginn fekk að vita þetta. Ég meina að þetta hefði við aldrei fengið að vita ef Elon Musk Málið er líka. Nei, og málið er að þarna náttúrulega ertu augljóslega búin að hafa veruleg áhrif á almenningsálit. Hvað er ætluð? Þetta hefði breytt ykkur, þetta hefði getað breytt útkomu kosningana. Þannig að þú veist, hvort sem að fólk trúir því að það hefði verið átt við atkvæði ekki í kosningunum og þá má alveg segja að það hefði verið að menn voru að beita ríkisvaldi að reyna að breyta útkomu kosningana. Ég held að það sé alveg yfir allan vafa hafið. Sko. En til að klára minn punkt á hann, sko. Segjum svo að Trump komst í völd og listi þessum skjölum sem voru þá þegar til og segjum svo að núna er alls konar vangaveltur það að Trump sé meðtakandi. Ef allar þessar leyniþjónustur, FBI, augljóslega gegn honum, CIA og þau eru með þetta í höndunum, okkur væri það ekki átt að selectively valkvætt eða svona velja út úr því og leysa þessum gögnum út til þess að hafa eitthvað á hann, skilur. Talandi um það. Nei, ég segi, hver eru gögnum? Eru allir í þessum gögnum? Ég hallast frekar að því að séu allir. Við ætlum aðeins að fara úr Epstein yfir í okkar íslenska Epstein. Nei, ekki alveg. Arnar, getur þú sett tölvuskjá Hvað kallaðirðu mig? Hörðu, við ætlum að ræða þetta. Er þessi ekki? Karl Hlíðinn Kristjánsson. Ég þarf að segja ykkur frá því sem gerðist þegar ég sagði af mér úr ungum pírötum. Ég hef aldrei rætt þetta mál við neitt utan ungra pírata á sínum tíma með fjölskyldu og vinum, en þar sem að það hefur verið íað í opinberlega af Gunnari Smára og hann krefur mig svör, þá vil ég segja skýrt og rétt frá. Þegar ég var 22 ára árið 2017 var ég í sumarbúðum pírata í Evrópu í Svíþjóð, þar sem ungliðar víðast hvar Evrópu hittust. Þar kynntist ég stelpu frá Austurríki sem þá var 16 og við féllum hvort fyrir öðru. Það var skotið, það hefur komið fram í umræðu, þessi stelpa var reyndar 15 en ekki 16. Þú mátt taka af tölvunni núna, Arnar. Sko, mér langar allavega að opna á einu. Karl Hlíðinn var í þáttum, tók þátt í nokkrum þáttum með okkur sem hét Feðraveldið. Ég elska góða nöfn á þáttum. En ég ætla bara að segja áður en ég byrja. Hvað finnst ykkur um þetta? Þetta mál? Já. Sko, þetta er svolítið í svona tíðarandana núna með aldursmun og allt þetta og
Afsakið, já. Þetta er búið að vera svolítið í tíðandaranum, þetta með aldursmun og svoleiðis. Ég meina, var ekki Al Pacino daginn að eignast barn með nýju kærustunni sinni, þar sem hann er 79 ára og hún er 25 eða eitthvað. Já. Og eins og áður hefur komið, skilur, ef að MILF er með einhverjum, skilur, 20 ára, þá er hún bara eitthvað trófí og sigurvegari, en ef þetta er öfugt, þá er hann einhver ógeðslegur barnapenn og svoleiðis. Ég held að þetta snúist kannski, þú veist eins og Al Pacino, hann er með 25 ára píu, hún ræður sér sjálf, hún getur tekið sko sínar eigin ákvarðanir. Algjörlega. Ef við tökum svona smá spinn á það, ef vandrað aldur er sko komin upp á sko hálfa leið upp á 30-aldur sko, eða þessi 25 ára, að þá náttúrulega... Ég er ekki að afsaka hann. Nei, ég er ekki að segja það, ég er bara að benda svona á að... Við erum ekki ásakan heldur strax, við erum að ræða fyrir mér þá bara lítur þetta svona út og hvert segja, þetta segja að það geti ekki tekið ákvarðanir sjálfstætt, það er fólk að segja að hún er ekki óviti. Hún er ekki, ég meina þetta er sjálfráða manneskja og það sem að einhver sjálfráða einstaklingur sem er lagalega sjálfráða gerir og tekur ákvarðanir og ekki þvingur til, það kemur einhverjum öðrum við. Ég held að séu bara svona, þegar kemur að þú veist, þegar þú komið með lögráða einstaklinga, þá er það bara svona aðalega einhver svona, ég veit ekki, miðaldra flíspeysukonur sem eru hrættar að missa mennina sína sko, þetta fer í taugarnar á þeim, það vilja ekki að þú veist kallan sínir yngi upp, en það er fagna eins og þú segir sko hástert ef það er, þú veist, ég sé það sko, en hins vegar, ég meina það er stelpunur undir lögaldri, Sko, og þú veist er þetta ekki í Þýskalandi? Nei, þetta er í Svíþjóð. Hún er frá Austurríki. Hún er frá Austurríki en þau eru í Svíþjóð. Ég hef svona ekkert ég kem sér satt að kynslu og það sem að akkurat það breytist að sjálfsræðisaldurinn hafði verið 16 ára, það er hækkað upp í 18 ára. Ég flutta heim og áður fyrr að varð fólk bara sjálfræða fyrr og svo framvegis og þetta hefði ekki þótt vandamál þá en í dag að þá er sjálfræðisaldurinn breyttur og þú veist ég veit ekki, þú veist, ef að hann, sko, lögin eru þannig að ef þú beitir yfirburða stöðu, þekkingu, greind eða þroska til þess að komast yfir, væntanlega þá kynlíf eða eitthvað með öðrum einstaklingi, þá er það saknæmt og það er aldurinn, held ég, 15 til 18 eitthvað slags. Hann er að mér skil sko eftir á hvað aldrei þú ert getur að fara niður í 13 að 14. Já, sko, þetta Já, ég er bara beint en þegar að viðkomandi er ekki orðin sjálfráða er á þessum aldrei þarna beint á milli, sko. Fræðileg umræða lögræðisaldurinn. Nei, ég meina... Nei, þetta er samt þannig. Ég er bara að reyna að gefa svar hérna. Þú ert kynferðislega sjálfráða, hvað er eitthvað 15 og 16 og svoleiðis, en það mátti eiga samlíf með einhverjum sem er 18 ára. Ekki yfir það, sko. Það er það ekki þannig svo lengi sem að þú tælir ekki viðkomandi og það var skilgreint á þann hátt sem ég var að lýsa í lögunum. Það gæti verið, ég held það, ég þóra ekki að fara með það. En ok. Hljómar svolítið perralega að þú talar þetta og Nei, þú veist, maður líka skoða þetta á sínum tíma þegar það var verið að saka fyrrverandi menntamálaráðherra þetta. Það var sami aldursmunur. Það var sami aldursmunur og hún var aldrei grunuð lögbrot, skilurðu. Þannig að en lögbrotið, ef svo hefði verið, að það var ef hún væri í einhverju svona superior stöðu gagnvart viðkomandi, skilur. Og hún virðist, hún vildi allan að meina og hún hefði ekki verið það og spurningin er þetta par þarna hittast á þessu vettvangi, ég veit ekki hverjar aðstæður þarna voru. Mér finnst jafnvel mikilvægt að tala um að í þessum þræði sem að myndaðist mikil umræðum, þá kom hún og sagði, hún sér ekki til neinu, þetta bara ógeðslega... Stelpan? Væntanlega sér hún, hún kemur að inn í þetta og segir bara að, þú veist, þetta var bara, þú veist, eitthvað bara sem gerist á milli þeirra, hún sér ekki eftir neinu, henni finnst ekki eitthvað slæmt og hún er ekki traumatæst en eitt eftir. Hann hefur væntanlega sagt að hann væri einhver svona komískur rithöfundur eða eitthvað skilur, íslenski Karl Marx og hún... Það var í Pírötum, ekki svo. Nei, ég veit ekki, í þessu tilfelli, þar sem að virðist ekki hafa áttist að lögbrot og þar sem að virðist ekki að allir séu óskattaðir eftir uppákomuna, er það eitthvað vandamál? Ég er ekki að okkur þetta við. Já, ég er ósammála. Ég myndi kannski, og svo er spurning, þú veist, er þetta til eftirbreytni? Nei, ég held ekki, sko. Ég held að við séum allir. Það er alltaf mál. Ég held að við séum allir sammála þessu. Hefur ekki verið til eftirbreytni, sko. Nei. Vítum allt um þessu. Nei, ég meina, ég hef verið með honum Karli Hjeðni í... Var hann þá 16 ára? Hann? Sumabúðum Pírata. Andlega. Varst þú í sumabúðum Pírata?
Hörðu, ef að ég færi sumarbúið Pírata, þá hefur þú leyfi til að fara með haglabyssu, koma heim til mér og skjóta mig. Bara hann að allir horfið það. Nei. Við þurfum að varlega hérna þessi maður nú bara... Hörðu, ég dreif þetta strax tilbaka. Við erum með hérna skotum. Nei, hörðu. Nei, já, ég ætla bara að segja fyrir mitt leyti að ég hef verið, þú veist, og talaði aðeins við hann eftir á eitthvað svo leiðis. Ég ósammála þessu manni að nokkurn veginn öllu leyti. Ég held samt að þetta sé góðu gaur. Ég held að þú ferð ég held að sé rosalega mikilvægt þegar þú ert að tala þennan aldur. Það getur verið svo rosalega þroskamunur á fólki. 22 ára gæi á þessum, þú veist, getur verið annarkvort bara basic retard eða þú veist sko, annað og ef einhver stelpa er þarna í pólitískum sumarbúðum Pírata þetta er ekki einhver braindead gelgja sem maður veit ekki neitt sko. Jú, já, ég held að það sé svona eiginlega samnefnarinn. Ég ætla ekki að fella dóma ég held að það sé ekki til eftirbreytni en ég held það er allt annað mál. En ég held að þú veist að það sé kannski Það er ekki til að fella viðkomandi á sig einfallega vegna þess að þú veist að það verðist allir hafa komist frá þessu óskattaðir og séu bara sáttur við lífsreynsluna og þetta brýtur ekki neinn lög og málið dautt sko. En eins og ég segi bara, þú veist, ekki kannski endilega til eftirbreytni. Það er alltaf mál. Ég nefnilega held að við séum allir sammála og eins og við séum allir vonandi ósammála honum þá er þetta ekki eitthvað til að halda gegn honum. Þetta er Mér finnst það pínu brútal sko. Ég væri reynda til að heyra álit Óttars á sig. Já, ég er kannski verið leiðilegur við það. Þú skipta Óttar? Mér langar að heyra álit sálfræðingsins á sig. Ég er pottþétt að vera leiðilegur við hann og þannig samt sko. Þið er ekki fara að fá eitthvað hérna rosa breytilegt svar frá mér. Ég er hérna nokkuð sammáleikur hérna. En ég bara út af líka þessi stansleysu umræðu sem er núna með hennar aldursmun sko. Fólk ást er ást og fólk er sjálflega og þú þarft ekki svona að fara það langt aftur í tíman þar sem að bara 13 ára stelpur voru að giftast 30 kallmönnum og eignast fjölskyldu og svoleiðis sko. Og jú, kannski smá skrítið og hann er vel lesinn mongólíti, hún er ungur mongólíti skilur en málið er samt í hjarnan. Það er allir hamingjusamir skilur og þetta er ekki pedofílist eða hvað heitir hitt áttu þú laðast af pubert, það heitir þú ert náttúrulega sálfræðingur. Já, nú vil ég alveg það er pederasti og svo heitir eitthvað annað, barnar fer að nota mikið sko, þið er aðlagast af sko svona, þú veist hvað það heitir eitthvað svona, pjúbinsöfjál. Ekki. Ég held að þú verið mikill áhugamár. Nei. En mér var sko eina teikið sem ég hafði úr mér fannst þetta sem bara óáhugavert sko en að fylgjast með því hvernig að cancelkultúrin inn í þessum stjórnmálaflokkunum þetta er bara að fara að vera eitthvað svona eyðileggjandi afl á vinstri vangnum. Fólkið sem kom með þetta og byrjaði með þetta til þess að taka niður eitthvað svona lið þetta er bara að fara að vera í eitthvað svona þetta er dautt alls þar annars staðar en þetta mun vera inn í vinstri. Þetta er Ouroboros sem að mynda sko, snákurinn getur sjálft sig. Annað dæmi núna í sósíalistaflokknum sem að koma á stundum tíma. Þetta er barnapjálum. Hitt var hérna með formannin nýja. Það er ekki að tala um samtökum 67 þegar transinn var að misnota strákana í kringlunni. Nei, ég var ekki einhvern veginn með það er aðili sem að var þá meðlimur samtakana 78 og það er ekki staðfest þannig að það er Ég segi fyndið, þegar ég var að hitta sálfræðinginn í fangilsi þarna og maður mátti ekki hitta marga, ég var í fjölmiðlabanni og allt svoleiðis en ég mátti hringi lögfræðinginn og hitta sálfræðing þannig að væntanlega fyrir að spjalla við hann var fíll sko en hann sem svona sálfræðingur skilur hélt virkilega að hann geti leikið á mig og verið með einhver svona undirhandabrauð sko og að því hann vissi náttúrulega mínar meintu skoðanir að því að fólk minn stimpil er yfirleitt, það er alltaf fyrirfram þú finnur sjaldan hóp fasistar og whatever sem þú kalla mig sem með mig jafn mikið fyrirfram stimplaðar fattur hann ákveður bara hvað mér finnst Þú verður fyrir fordómum Já, mér er alveg sama en málið er að sko áður en þessi gaur vissi það að bróður ömmu minna var þetta stofnendum við samtökunum 76 eða svoleiðis hann var með eitthvað svona fyrirheldarnafn eitthvað Kiki eða eitthvað bara frumkvöðl í úrkynni eða landsnefndu að hann var, þegar ég nefndi þetta mál sko, þá var hann að covera fyrir þetta, af því að hann leit á þetta út frá sko minni andúð myndri á samkynniðum sko, og var það að hann að covera bara, nei, þetta var ekki þannig og eitthvað svoleiðis skil, ég skil ekki okkur þetta fólk er svona neitt, hver er hvatinn til þess að þurfa alltaf að covera og þetta er misnotkun, þetta er
Eða skilur hvað á við? Já, skil hvað þið. Hvaðan kemur þetta? Er þetta bara pjúra ásendingur á íslensku samfélagi og bara hvað þú vil kalla það, skilur? Hver er ásendingurinn? Mér finnst náttúrulega Íslands samfélag að vera rosalega duglegt við að kofara alls konar mál. Cover up. Já, eins og með bara með marga barnanýðingar sem hafa verið inn á landinu og vera að fela það og þú veist, kemur utan á landi og það sem að Hallbjörn Kúriki, það sem að alveg vita af einum frægum skóli bara í ykkur áratugi, sko. Og það var bara alltaf svona gantast með það, sko, þú veist. Og svona, en já, ég ætla að segja, en með hittaði mig í sósíalistaflokknum, Karl Héðinn. Formaðurinn með Randalsson. Með Já, nei, Grændir. Já, Grændir þetta. Já, ég minn maður. Ég meina, hvað finnst ykkur um það? Ég meina, hvað? Þið þurfum að filma í einn, sko, eins og ég sagði á hann, ég gafst upp á fjölmiðlum bara hann í kringum ISAF, sko. Það er svolítið nýtt samt, sko. Sko, samkynniði menn eru, nei, ok. Kannski ekki, ég gafst ekki alveg upp að því, ég les svona, ég kannski ekki alltaf að fylgjast með fréttum á Íslandi, ég er svona meira að fylgjast með alþjóðafréttum og Sleppt því. Já, þessi formaður sósíalistaflokksins var sem að senda 16 ára strák skilabóð á Grændir að kynferðislegum toga. Ekki bara skilabóð, nektarmyndir. Já, nektarmyndir og annað slíkt, sko. Og það er svo birt inn á svona barnanýðingasíðu, inn á Telegram. Afhjúpunarsíðu. Og hann þræti fyrir þetta og segir þessi falsað og vill meina að fráfarandi formaður Gunnarsmári hafi staðið þessu. En svo kemur að ljósa að þetta er sko margra mánaða gamalt og lengur fyrir þennan formannslag og allt það. Og hann segist að hafa kært þetta og annað slíkt, en það var ekki komið ljós hvort hann hafi gert það. En það er 16 ára strákur sem hann er að senda nektarmyndir og annað slíkt til. Sem er á Grændir. Ég meina, er engin aldurstakmark þar? Nei, það er það, en Já, einmitt. Ertu 18 plus þú fer að klámsíðu, skilur? Ég veit ekki, ég aldrei skráð með þarna. Nei, ég horf ekki eins og klám, en það kemur alltaf þetta check. En svo veit maður ekki hvort það var gildra frá upphafi, eða skilur eitthvað. Það eru nokkrir sem eru hann inni sem eru að leiða ykkur á barnaníka gildra og annað slíkt, sko. Eðlilega. Já, en Já, maður hefur ekkert á móti því, en ég skil, þannig að ég meina, ef hann vissi hvað hann var gaman, snýst þetta ekki svolítið það, vissirðu hvað þú varst að gera? Já, hann segir Vissi hann hvað hann var í gamall, þú veist, áttaði hann sig á því og svo framvegis. Já, en þetta var ekki talið ólöglegt, hann er 16 ára. Ég reyna að lesa sem minnst. En það kemur alveg fram hann sé 16 ára og allt það, sko. Ég er ekki líka málið, sko, Sjálfstæðisflokkurinn er í ykkur svona 1-2%, þú veist, ég er ekki öllum bara alveg sama, skilur, þeir eru bara ykkur Sósíalistaflokkurinn, náðu þeir því, eins og ég hef talað sko. Ábyggilega ekki, sko, þú veist, þetta er bara það er fátt sem ég þoli að nýtla sem öfgamaður skeitingalýsi og sko miðjufólk og svona miðjumóð og svoleið, sko. Ég veit nákvæmlega hverju ég hef þessa kommunista og pírata, skilur, þeir eru bara atvinnulausir og það er ekkert sem þeir segja sem skiptir málið, sko. Þú veist, Haugi.is, Haugi.is er dáinn, þannig að þeir eru hættar að tjá sig, skilur, þannig að þeir mæta hana bara á vinnutíma og tala eitthvað sem skiptir engu máli, sko. Ég þekki reyndar engan pírata sem er atvinnulegs, sko. Ekki En í mínum höfum við Björn Leví atvinnulegs að hann gerir ekkert nema að trufla samfélagið, sko. Já, þú veit meira meina að hann sé fyrir. Hann er fyrir, já. Það er minnst það sem einn maður getur verið, það er að vera ekki fyrir. En það er svona að sagða. En þú vilt basically meina það að þetta atriði þarna falli undir sama hatt. Já, ég er bara að velta fyrir mér, sko. Nei, þetta var legit, sko, hann var í samræðum við mannesku sem var að tælan, eða tálmann, og það kom fram í samtalinu að hann væri undir lögaldri, 16, ekki endilega 10 ára, en hann var undir lögaldri. Það var talað um 16. Nei, ég man það ekki nákvæmlega, sko. Já, 16. Og ég er líka á þeirri skoðuna, sko, fyrir utan þú ert að tala um eins og þegar Karl Héðinn var sereneyta einhverja gellu þarna, sko, en þetta þarna er literally lögbrot, þetta er literally einhver undir lögaldri og ég tel mig alveg trúan að svona aktífir homosexual pervertar eru það fróður kallmannslíkamann, hann sér alveg að gaurinn er undir lögaldri, skilur. Er að ræða Sæþór, sem sagt? Já. Heitir hann það? Já. Frábært. Nei, ég meina, þetta er samt spáðið hvað þetta er óhefilegt. Nú eru þetta tveir aðilæti sem eru svona... Óhefilegt? Já, fyrir flokkin minna. Nú er ég, þú verður að hætta að grípa fram í félagi. Nei, fyrirgeðu. En óhefilegt að þegar þú ert með stjórnmálaflokk
sem nýbúin að gera svona yfirtöku sem að rauninni splittaði flokknum. Flokkurinn virðist bara dauður. Gunnar Smári virðist hafa bara sko slátraði með því að hann bæði núna situr upp með samstöðun og alla peningana þeirra og þú ert með 2 aðila sem eru komnir á sko það að það er eitthvað svona kynferðislegt, þú veist, misferði sem er líklega það versta sem þú getur lent í. Er hægt að lenda í einhverju verra heldur en bara, þú veist, bara ásökunum. Þeir eru náttúrulega ekki beint að lenda í þessu, eða skilur? Nei, þú veist, ég er að meina bara, þú veist, ef þú hugsa bara flokkurinn, þú veist, hvaða möguleika á þessi flokkur í kosningum? Samt, sko, eins og þau voru að tala ánum republikana og demokrata, það er fullt af setjandi þingsmönnum sem hafa verið dæmdir. Það var einn republikani sem hafa tekin með bataklásefni og hann þarna bara á öldungaþinginu að setja nakvæði, sko. Þannig að jú, þetta er mjög slæmt, sko, en afleiðingarnar ekki nógu harðar. En ég meina... Virkið þið grefa framfyrir? Nei, allt í lagi. Þetta er vandamál þótti sig ekki að drekka. Verðum við ekki að skoða samt sko með þetta? Það er ekkert sannað. Og við vorum áðan að ræða MeToo-dæmið. Hvernig er það? Ég meina, þetta er rosalega erfitt, skilur. Stundu þarft að veist, bara taka prinsipið, ef þú ert með prinsip, þá þarftu stundum að taka mál sem þið líkar ekki. Þú þarf bara að gjöra svo vel að dýpþrótta og segja takk fyrir það ekki. Já, hvernig er það? Maður getur ekki valið, þess vegna er prinsip erfið. Má ég segja eitt, bara sem að ég nýlega var, þetta er gömul skoðun sem ég er með. En málið er að ég finn alveg til með kvenmönnum á Íslandi sem hafa orðið, í öllum heiminum sem hafa orðið fyrir kynferðislega áreiti og hvað þá, veist, bara penetration og þannig. Og fólk, ég er alveg orðin ágætlega sjóðar í þessu dómskerfi og allt þessu. Stelpur, gefna óþægilegt og það er. Ef þú ert kynferðislega, veist, ef þið nauðgað, veist, bara penetration með sáðláti, þú verður að fá reipkitt. Þið veitir hvað er að tala um. Veist, ég er ekki að gera lítið úr málum sem hafa ekki verið sakfelld og það eru yfirgnæfandi dæmi og svoleiðis, en málið er að, veist, ef við ætlum að fara í þessa átt, eins og þessa öfga MeToo átt, ef Sverrir nauðgaði mér. Ef þú skilur hvað ég meina. Þetta er bara glatað, en við erum bara í ákveðnu hverfi sem eins og ég sagði áðan, skilur, ég er ekki einu sinni hlynntur lýðræðin, ég þarf að lifa við það, skilur, þannig að ef að stelpu nauðgað og ég hef mikið brota þetta er á þinni, þú verður, það þarf eiginlega, við hvað sem meiri fræðslega þannig, skilur, en ég veit allavega persónulega, ég er náttúrulega öfgafull og manneskja og þannig, að ég veit allavega ef að mér er nauðgað, þá myndi ég fara strax upp á spítala. Ég myndi fara strax og af því að það er ekki endilega að gera held ég nákvæmlega, það getur verið sólarhringinn eftir á að því að það er seminal fluid og allt þetta. Þú skilur hvað ég er að meina, skilur. Það er alveg skýrt hvað þú þarft að gera til að fá sakfellingu. Það er samt ekki, manneskja er ekki alltaf með það hugafar, skilur. Ég er ekki að reyna. Þetta er í áfalli og allt þetta. Það er ekki sálfræðingur, þú ættir að... Ég er ekki sálfræðingur, ég er sálfræðimenntaður. Fyrir ekki, en þú ættir þá að skilja hvað ég meina því ég segi, ég er alls ekki að draga úr áfallinu. Nei, ég skilja alveg hvort það fara, sko. Og með við herrferðin sem er í gangi, og þess að sagði líka að fræða, skilur, ef þú lendir í þessu, þú veist, það bara bæta upp úlit, þú veist. En þetta snýst bara sönnunarbyrði. Það er eina og þú get, þú veist. Ég er enga veginn að reyna að draga úr. Sko, mér finnst þetta að vera svolítið hérna á, ég meina, nauðgun er líklega einn af 4 ógeðslegustu glæpum sem hægt er að fremja. Ja, þetta er bara svo mikið, þetta er sálamorð. Þetta er, einhver reyndar vildi meina að það væri disrespect, en það er, að kalla það, sko, vegna þess að þú getur ekki recovera frá því. Já. Málið er bara, ef þú ert, ég veit aðila í mínu lífi sem að hafa verið sekin þennan glæp. Þeir eru ekki lengur í mínu lífi. Já. Þetta er einhver ógeðslegasti glæpur sem hægt er að fremja. En ég meina, verðum við ekki... Það eru ekki reyna að búið til eitthvað skemmtiefni þetta. Já, ég meina, er þetta ekki... skemmtilega, sko. Nei, bara að stinga á kýlum samfélag. Nei, við vorum að ræða MeToo. Maður verður að taka þessa hérna... Við skulum bara líta á þetta svo að fólk þorir ekki að tala um þetta. Við skulum bara taka á kassan, skilur. Einhver þarf að tala, sko. Nún erum við erum kvenbaráttu hetjur akkurat núna, sko. Fjórða kynslóð feminísma í gangi hérna. En ok, mér langar bara að segja út úr þessu, þetta er einhver ógeðslegasti glæpur sem að hægt er að fremja. Já.
og einhver var að tala um sönnunarbyrði. Ég er mest reiður á eftir auðvitað þeir sem er nauðgað, en það mun auðvitað aldrei breytast. Yfir það sem að ljúga svona. Ef þú gerir það, spáði ef enginn myndi ljúga til hennan ógeðslega glæp, þá hversu auðvelt er það fyrir lögguna að sækja þetta? Hversu fullkomin heim viltu fá? En þér verðum með spurningu sem ég langar að varpa yfir á okkur alla. Hvort myndirðu fara í hálfsás heimsreisu með Þorsteini Vaff eða búa með þremur atvinnulausum Palestínumönnum í íbúð í 3 mánuði og þú verður að sofa heima hjá þér. Já, þú sérst býrð með þremur atvinnulausum eða fara í hálfsás heimsreisu með Þorsteini Vaff. Ég ætla að byrja á þér, Helgi. Bara eins orð svar. Ég ætla að leyfa Helga að hugsa þetta. Óttar, þú mátt byrja. Palestínumenn. Ég tæki bara kringum heimsreisu með Steina, sko. Ég held að það væri mjög gaman líka, sko, að sjá hann, þegar maður færi og upplifi allar þessar menningar heima, að sjá hann kannski afstöðu hans ef til vill breytast í einhverju. Ég held að það væri áhugavert að fylgjast með því svona eftir því sem maður ferðast heim, en kannski forherðist hann bara í afstöðu sinni, maður er aldrei að vita. En Please, Bara Þorsteinn. Ég myndi gera það sama. Ef ég fengi að velja, ef þetta er bara öll lönd í heiminum. Þetta er bara hálfsás heimsreisu. Já, ég myndi fara á með hann á vafasama staði og demografísk, ég myndi tróða trínunars í pissi eins og gerir við hundar sem að alast upp, sko. Hann kæmi ekki það tilbaka, Steini. Það var eitthvað með þér. týnast í Brasilíu. Það bara... Þú verður að fyrir ekki að Bassi veka finnari fyrir því að síðasta þetta og nú er bara að koma þér. Sko, ég er bara þar. Þorsteinn Vaff er minn maður. Já, hann er flottur. Sama. Sko, já, Þú lagðir þetta upp, sko. ég er bara þar að hann Steini minn, hann er bara lost soul sem að þarf mikla hjálp. Kannski, já. En að öllu gríni slepptu, þá hlusta ég á podcastans. Hann er með nýtt podcast með besta vini þáttarins þegar þetta er ekki Bjórkast, heldur norræn kall með Haukur Braga heitir hann. Sjentilmennið. Ertu að tala um hvað heitir samfélagið Ásatrúar? Já, Hann var líka Dordingulla sem hann laði eitthvað sem ekki einelti að Gauri var sko svona frá því að fara í snörina sko. En allavega sko. Getur ekki látið Hauk Braga vera cyberbully að þig, sko. Aðeins að rífa í gang, sko. Ég lendi í því. Það var áður en mér að þáttinni fór loftið. Er hann ekki svo borgarlegu fermi, hvað heitir það, Hann er í Ásatrúarfélaginu. Ásatrúarfélag Íslandi. Ég lendi í Hauki Braga áður en þátturinn fyrir loftið sko. Þá var bara, ég kallaði sko hundaflautumaður fyrir white supremacy. Maður segið hundaflautu. Það er ekkert að því. En hann sko, ég er bara á því að uppáhaldspodcastið mitt þessa dagana er 2 kallar, shout out. Það eru hann og Haukur Braga og þeir eru að ræða ýmsa hluti. Ég væri mikið til í að fara með Þorsteini Vaff í heimsreisu. Ég er bara nýbúin að komast að hver þessi gaur er. Það skilur, ég hef bara aldrei heyrt hann gæja. Stutt í henni kosti að það var eitthvað að tala um eitthvað, hann hefur mikið svík með einhverja bók og eitthvað. Það er fyrst getið, þú veist, skilur, og ég þannig að ég kannski veit ekki að mikið hann og þið, en hann virtist bara að vera drefleilur, þess vegna bara, þú veist. Já, basically. Sko, þetta er kallfeminist Íslands sem að var að eigin sögn bara ógeðsluðu douchebag áður en hann var feministi sem að virðist vera Sorry, bara fyrirgefðu, sko. Sem að virðist vera einhvern veginn svona það sem að allir, sko, ég veit að Frost hefur komið inn á þetta og allt svoleiðis. Þetta er bara hluti sem það er að endurtaka. Þetta virðist vera allir sem að verða einhver svona últra réttlætisrittarar. Þetta eru allt aðilar sem er bara svona ofbeldis, eineltis fólk sem að nýtur það að kvelja aðra nema allt í hennu er einhver fara að klappa fyrir það. Já. En allavega, ef ég ætti að velja mér einn gest í heiminu sem er draumagesturinn minn í podcastið mitt er ég bara einn, þá er það Þorsteinn Vaff. Ég marg á boðunum, hann vil ekki sjá mig. Nei. Fæ svo miklu höfnatilfinningu. Já. Það er bara mömmi litli. Í kallinn. En já, ég ætti kannski ekki að manna eitthvað aðspytur, en ég er bara,
þetta litla sem ég séð hann og hérta hann bara, veist, hafði ekki áhuga. Sverrir, Já. þú hefur eitthvað álita á honum. Hann er náttúrulega bara týnd sál, skilur, hann bara svo fastur í einhverju hugmyndafræði sem að, þú veist, heldur mönnum bara í alls konar afnættinum lífið og, þú veist, mér finnst svona ekkert eitthvað super interesting heldur, sko. En það, ég hef alveg gaman, ég hafði meira gaman að honum, sko, en núna, þú veist, eins og hann var á Twitter og eitthvað svona, hann er hættu því, en er búin að blokka mig. En, þú veist, ég hef vekt super sterkar skoðanir á honum, sko. Þetta er bara svona lazy, þú veist, allt sem hann er að segja er bara eitthvað svona endurómun af einhverju liberal bulli frá Bandaríkjunum, skilju, þú veist, þetta er ekkert frá honum, skilju, hann er bara hátalari fyrir bara einhverja hugmyndafræði, skilju, sem er basically bara kjaftaði og það er ekkert super interesting, sko, en hann hefur samt að byggja sér flott líf með því, skilju, og græða pening á því og eitthvað svona, ég veit ekki, þú veist, kannski er hann búlía eitthvað, ég veist bara að þú getur ekki látið, sko, Steina vera eitthvað búlía þig, sko, Það er vont að vera bóljari guður sem kallar Steini vag. þá þarftu bara, þú veist, sucks to suck, sko, þú er bara að rífa í gangi og Steini kallmennska er að búlía þig, sko. Það reyndar, sko, ég var hérna hjá götustrákum í beinni þegar að pítsan, ég ætla aldrei að hætta að tala um þetta. Vegna þess að, sko, er pítsan ennþá í gangi, eða ekki? Já, þess vegna ætla ég aldrei að tala um þetta. Það var ég var í live þegar í þætti hjá götustrákum þegar að pítsan tók og skar af sér pungin bara í beinni. Það var eftir að Þorsteinn Vaff hafði drullað yfir á pítsan pítsustæðurinn. Shoutout. En þetta er ekki shoutout heldur af slæmu tegundinni. Það var þegar að Þorsteinn drullaði yfir pítsuna fyrir að styrkja eða fyrir að bjóða að því götustrákar voru með afsláttarkóða hjá þeim sem gast notað og þegar að við erum bara í útsendingu fá þeir SMS það að pítsan get ekki lengur stutta vegna þess að Þorsteinn Vaff var búinn að beita á svo miklu þrýstingi að þau eru að hætta að styrkja að sponsa götustrákar. Vá. En þú veist, er þetta ekki svolítið svona, þú veist, eins og segi, þú veist, menn geta haft hvaða álit sem þið vilja á þeim. Þetta er akkurat, eins og Helgi var að segja, þetta er Íslands og Norðurlandan met í vakínuskap. Ég veit ekki með eitthvað, sko, en ég er kannski svona ógeðslega leiðileg týpa eitthvað. Ef ég var að sponsa eitthvað og það var eitthvað að þrýsta, þá mátti ekki sponsa það. Þá er ég enda ánægri með að sponsa það, skilur við. Nákvæmlega, geðu í, skilur. Já, þú veist, bara heistarkar, aðeins meira spons. Slæmt. Ég veit ekki, nema að þetta var eitthvað viðbjóð sem að presentera, skilur við, sem ég veit að þeir voru ekki að gera, sko. Nei. Þannig að, já, mér finnst þetta ekki... Ég veit að sponsandir að Frosta, það var settu þrýstingur þá og þeir jöku framlöginu 50% í kjölfarið. Sko, mesta heit sem pítsan við fengið nýlega hjá mér er ekki beint frá mér heldur en nákomandi er að þeir eru með halal núna, sko. En mér finnst bara að pítsan eigi bara skilið að þú veist, að fólk sé bara mynd reglulega þetta. Þeir létu undan þrýstingnum þegar Steini Vaff, minn maður, bara tók og sagði þeim til syndana, lagði þá yfir hnýja sér og hýtti þá í beinni útsendingu. Hvað er eitthvað skoðun á svona halal og kósir slátrun? Án pólitískara og trúnaðarlega skoðana. Vitið hvað það ber með sér þá? Ég bara, þú veist... Þetta er leiðilegt umræðefni, sko. Já, þetta er bara, Tökum meira ræðum barnaníð. Ég vil samt, sko, ég vil fá erfðarsérfræðinginn að tala um RGK selection. En ég vil segja eitt meira um Þorsteinn. Ég hef mikinn áhuga að mæti í þáttinn hans eða hann í þáttinn til mín. Hann er ekki alveg á sömu skoðun, en mér finnst bara þegar að þú ert aðili, þegar þú ert að tala til ungra kallmanna, og þetta bara nú ætlum við aðeins að víkka út sviðið út fyrir Þorsteinn. Er þess að ungi kallmenn að hlusta á hann? Akkurat, þegar þú ert að tala til ungra kallmanna, þú ert búin að fá, hann er alltaf að kvart yfir því að hann sé ekki að ná þeim á sitt band. Hann er búin að fá ótakmarkað aðgengi að yngstu kynslóðun okkar í rúmlega áratug. Það er ekkert að ganga hjá honum og hann segir að þetta sé Andrew Tate og einhverjum svona mönnum að kenna. Er ekki komin tími til að hugsa mögulega ert ekkert með góða vöru í höndunum?
ef þú ert að reyna að selja þeim það. Algjörlega. Þú veist, það er alltaf að tala um það að aukast öll vandamál, þú veist, ofbeldi, kynferðisvandamál. Það verður aldrei verið meiri fræðsla jafnrétti, feminisma og annað í skólum að selja ungu kallmönnum. En á sama tíma eykst allt. Hann næri ekki til þeirra og það er allt mönnum eins og mér, Frosta, Andrew Tate, Binna hérna í Dub Club og einhverju svona kenna. Skammast þín bara. Já. Er ekki komin tími til að hugsa að mögulega sértu bara með lélega vöru í höndunum? Má ég skjóta inn í? Bara með sama sjónarhorni, sko, veist, okkur heldurðu án þess að vera sammála eitthvað af þessum fígurum að það sé uppvöxtur í þessari, frá þessum sjónarhornum, þessu öfgatesta kvenfyrirlitninga eins og þessi Andrew Tate gæi. Okkur heldur að hann sé að fá svona mikið power boost þegar strákar eru í 3. sæti í grunnskólum í Íslandi, þeir eru uppaldnir á konum, hægri vinstri, þeir eru skammaði fyrir það að vera strákar. Fyrirgefðu, ég var að sjá bara hérna á YouTube það sem segir það má aðeins hækka mikrofónu hjá Ísidóri, heyrist ekkert en heyrist hjá ykkur, annarkvort, ég veit ekki hvort þú ert að tala svona lágt eða... Ég reyni að fara með nær því ég tala, sko, en ég bara... Ég ætla bara að benda á það því að það er einhver að segja þetta og við erum rosalega viðkvæmir fyrir öllum hljóðmálefnum eftir Ég bjóst ekki við einhver vildi heyri mér tala, sko. En þú... Búið að hækka, já. En eins og það var kannski farið yfir áður, sko, en það er beintenging á milli aukningu þessara gæja. Þessara öfgatestafullara kallrembu hreyfinga. Þegar það er ekkert nema verið að bæla stráka. Það er bein aðferð aðeim í skólakerfinu, framhaldsskóla, heima fyrir, þeir eru aldrei upp, einstæða mæður eru bara ekkert nema í aukningu. Bara eftir þetta? En orsök og það skiptir ekki máli, það er bara svart á hvítu. Strákar eru aldrei upp að einstæða mæðurum, þeir fara í skóla þar sem er yfirgnæfandi konur að kenna þeim. Það er ekki gert neitt nema að vera að skamma stráka fyrir að vera stráka. Og svo líka verið að halda aftur af með skólakerfinu því að núna erum komnir með, sko, við erum ekki með alþjóðlega skólan nema einhverja eina hæð í Sjálandsskóla. Þannig að það er ekki þetta aukna aðhald af útlensku mælandi grunnskólakrökkum. Þannig að íslenski strákar sem voru í öðru sæti eru núna komnir í 3. sæti. Þannig að þessi höfnun hún bara eykst og þessi aðferðaðum eykst. Þetta brýst út einhvern veginn. Mér langar að benda á eitt, bara áður við höldum áfram með þetta og það er að þegar hann segir, einstæðamaður bla bla bla, mér finnst alltaf svo mikilvægt að minna á þegar að vera að tala um þetta, að vera alin upp að einstæðri móður bla bla bla, þetta er ekki, hvað maður segja, beat down á einstæðamaður. Þetta er áhersla á mikilvægi feðra, mér finnst svo rosalega leiðilegt þegar þessu tvennu er ruglað saman. Mér finnst það mjög góða punktur. Já, ég menn það er ekki að sama að þú veist ef ykkur kall stingur á og sinnir ekki uppeldi barnanna sinna. Nei, það er klárlega ekki. Nei, og augljóslega kallmöndi skammar að gera það ekki. Þú ert bara fucking aumingi. Mér finnst til dæmis, sko, sjáðu til dæmis bara áður við höldum áfram með þetta, þá er mér svo rosalega mikilvægt að koma inn á þetta. Ég hef talað um það í mínum þáttum. Ég stóð mig ekki í föðurhlutverkinu fyrstu árin. Ég gerði það ekki. Mér er skiptið hérna inn og beint eftir að hann talaði um testosterón svona eitthvað, Akkurat. þú veist, hrókafulla kallmenn með sterkar skoðanir. Á seinni bara, þú veist, leið og seinni ára fóru að taka við. Þá allt í einu bara, þú veist, var ég allt í einu búin að fatta, eins og ég myndist á hann, allt er mér að kenna sem fór úrskeiðis í mínu lífi og tók bara ábyrgð og allt svoleiðis. Þarna bara breyttist allt og þegar að barnið þarf á þeirra að halda, er oftast svona á seinni árum þegar að fer að nálgast annarkvort gelgjuskeið eða eitthvað svoleiðis, þá verður hlutverk föðurins miklu mikilvægara, jafnvel mikilvægara heldur en móðurinnar. Rannsóknir eru náttúrulega að sýna þetta í auknum mæli að feður eru ekki ónauðsynlegir aðilar sem er bara hægt að henda út í horn, heldur eru alveg gríðarlega nauðsynlegir og hafa ofboðslega mikil áhrif á uppeldi barna. Ég þekki ekki, og þú veist kannski betur en ég, hvort að svona fyrirkomulag með það þegar það er skilnaður og þau eru að flakka á milli og annað, hvaða áhrif þetta hefur. Ég tel svona að það sé frekar augljóst að það er alltaf best þegar fólk eignast börn og er saman skilur í hjónaböndum og ég vil meina að það sé svona grunneiningin í samfélaginu og það sé heppilegast að hafa það þannig. Tölfræðina minnst virðist sýna það.
hitt kannski svona second best eða báðir taka þátt og jöfn skipting og jafnrétti. Við búum ekki við það hérna á Íslandi að þessi jafnrétti, þó þessi oft látið þannig að tala það og gerum við það ekki. Það er bara bull. Þú veist, ég fari í gegnum þetta kerfi, ég veit að fleiri hafa gert það og þú veist, þetta er bara, sorry, en þú veist, þetta er bara, kemur ekki nálægt í að vera jafnrétti, sko, er það ekki neinu leiti. Og, jú, eflaust kannski einhverju leiti, ég ætla kannski ekki að taka of djúpt í áruna. En, já, þú veist, ég upplifði þetta svona og þú veist, þessi hugmynd með að taka ábyrgð á sér og að setja, sko, annan framar sjálfum sér í mikilvægi sem að þú þarft að gera sem foreldri fyrir barnið. Þú áttar að þú veist, þú ert ekki með heimsins lengur og þú veist, þú ert að fórna þig fyrir barnið þitt. Þetta er svona ákveðið þroskaskref sem að hver einn þarf helst að taka og þetta er óbúslega mikilvægt fyrir samfélag. Ég held að, og þess vegna er þetta fjölskyldumynstur rosalega mikilvægt og einhvern veginn líka að feður fá að vera með börnunum sínum. Þannig að þú færð ekki þennan sko kallmann, þú færð ekki þennan þroska nema að sé svolítið þín skylda að efna að vera með barninu og hún er það, skilurðu. Ég er ekki faðir, sko, ég er alveg sammála. Ég er ekki á því að við eigum að vera einhvern veginn sem samfélag að stræfa endalaust eftir jafnrétti eins og það sé einhvern veginn hæsta möguleika. Skilja hvað ég meina? Algjörlega. Einhvern veginn bara hunsa einhvern veginn náttúru mannsins og bara einhvern veginn og einhvern svona hierarki og hvernig hlutir, hvernig er ofta best að hafa hlutina fyrir einhverjum svona jafnréttishugsun. En ok, þú ætlar ekki að setja jafnrétti fremst, þá ertu kannski að segja að það sé ákveðin kynjaskipting. Algjörlega. Og það sé heppilast fyrir fleiri en færri. Þú veist, það sé ekki alfarið þannig og þú veist, og fólk hafi algjört frelsi til þess að hafa það eins og vill, en það sé kannski heppilegast og virðist það að gefist best. Algjörlega, og bara horfa til líffræðilega, að konur og kallar ekki líffræðilega eins, skilur. Nei, það er einmitt svona svolítið afneitun gagnvart í finnst mér, sko. Og það er það, og bara ónáttúra. Já. Og það er, mér finnst það sem vinstrið er alltaf að prómótera, og sér, það er bara endurtekið stef, er ónáttúra í öllu. Mér finnst líka í rauninni, er í grunninn ónáttúra. Og þú veist, og einhvern veginn hvernig, þú veist, þessi hugmyndum að þetta hafa allt verið gengisvelt. Þú veist, þess að hlutverk konunar, þú veist, hún þurfti alltaf að vera líkar og líkar í karlmanninum, eins og að það var einhvern veginn markmiði, eins og þurfti alltaf að stíga upp í það í staðin fyrir að fókusera kannski ennþá meira á mikilvægi sitt. En þess að, ég meina, nú erum við að horfa á population collapse á Vesturlöndum vegna þess að konur eignast færri börn. Jú, það eignast eitt, ég þurfti að eignast 2 til þess að viðhalda. Og þú veist, hvað gerist ef það eignast ekki börn? Það verður population collapse, við endanum þurrkust út og það eru allir þessar pólitísku hugsjónir, allir þessi hugmyndir, allt sem við erum að debeita að ræða, literally skiptir ekki máli ef það eignast ekki börn, en þess að þá erum við búin að vera bara sem tegund, sko. Varðandi föður, sko, það er eitt sem ég langar að benda á. Nú er ég bara að tala um unga drengi. Já. Og það var bæði varðandi lærdóm og hvort þeir færu út í afbrot. Það var náttúrulega kom best út fyrir drengi sem ólst upp með báðum foreldrum. Það kom mjög svipað aðeins lakar útkoma með unga drengi sem ólst upp hjá föður. Já. En allt verður útkoma þegar hún ólst upp hjá móður. Það er ekki að segja þess að konur sem óhefa mæður. Þannig er bara að tala um eðli, skilurðu, sem skiptir mjög miklu máli að drengir þurfa á feðrum að halda. En svo þessi rannsóknin mitt segir okkur kannski ekki hvers vegna það er, en eftir með einhverja hugmyndu það, nú vinnur þú með börnum sem hafa lent í áföllum og koma frá erfiðum bakgrunni. Já, málið er bara það að ungi drengir, þeir leita í fyrirmynd. Það er bara alls sem hvað er. Ef þú ert unga dreng og hann er alltaf inn í herbyggi og spila tölvuleiki á netinu, þá er það orðið fyrirmyndin hans, gaurinn sem hann tala á netinu. Ef það er engin kallmaður heiminn til að veita fyrirmynd, skilur, að þá hann finnur hann einhvers staðar. Hvort sem hann kannski bjómd eða kannski er það gaurannir slagsmálagörnur út götu eða whatever. Hann leitar í hana og hann mun finna fyrirmyndina. Þú veist, það er bara hver ætlar að veita hana, sko. Akkurat. Þannig að það er bara í eðli. Þetta er ekki eitthvað sem þú getur sagt við úling, bara, hei, ekki leitar að fyrirmynd eitthvað. Þú getur ekki, þetta er í eðli, við erum dýr, sko. Svo getur þú líka ekki sagt fólki hvað á ekki að gera. Það er þægilega að segja hvað á að gera, þess að hittir í rauninni ekki skilabúta fyrir sig. Þið munið kannski eins og, þið eru báðir eldri en ég, skilur, og þið munið kannski hversu kjánlegt það var að heyra og ekki gera eins og ég eða eitthvað svoleiðis, skilur. Það hefur ekki áhrif á svona drengi, skilur. Þú þarft virka fyrirmynd, skilur. Ég sammála því, ég ætlaði nú að koma inn á annað varðandi þetta, sko, með feðurna og þú veist hvernig þeir, já, sem sagt,
ég veit ekki hversi rannsókn var gerð, hún er líklega ekki gerð á Íslandi, en ef hún væri gerð á Íslandi, að þá eru þeir feður sem að, þú veist, eru með forræði við börnunum sínum, eru annarkvort sko, að, þú veist, þeir eiginlega fá það bara ef að móðurinn afsala sér rétti, deyr, eða sko, þú veist, að jafnvel Glæpsamlega vanhæf. Já, þú veist, glæpsamlega vanhæf, sko, jafnvel í fangilsi, þú veist, og það er rosalega sjaldan að, þú veist, jafnvel þú myndir sofna með sprautunál í baði og þú veist, barninu er ekki sinnt, að þú veist, að það er jafnvel ekki tekið af henni, sko, forræði því miður og hérna, og þú veist, barnavendanemnd hefur nú bara oft verið kölluð sko mæðravendanemnd og ég held að sé bara réttnefni. Þú veist, ég veit alveg fullt af strákum sem hafa verið að reyna að tilkynna hluti og það hafa verið ekkert gerst í málum með þeirra og börnin hafa verið á hrikalegu stað og svo loksins þegar einhver annar gerir það sem er kannski kvenkins, þá er það skoðað og þá kemur ljós að það er allt satt sem voru að segja. Í stæðan fyrir að vaða í málið og skoða það, þú veist, af hverju gerir það ekki? Þú ert ekki að gera það fyrir kallmanninn, þú ert að gera það fyrir barnið. Og þú veist, það er svolítið mikilvægt að sko öll þessi lögvarandi barnavernd og barnalög, þau eru skrifuð fyrir börn. Einmitt. Og það er ekki verið að verja hag foreldris, heldur hag barns og það verðist algjörlega gleymast í þessu samhengi einhvern veginn. En já, ég var að mynda að pæla í því og þess að samsetningin af feðurum erlendis eru þó væntanlega menn sem eru alveg til óvenjulega miklar fyrirmyndar. Kannski er það, þú veist, faktor, kannski ekki, ég veit það ekki. Maður sem bara velti því fyrir sér. Þú veist, er þetta bara að þá hreinlega, ég meina við sjáum til dæmis strákum sem eru þeldökkir í Bandaríkjunum, að tölfræðin er mjög slæm þar og það er út af því að yfir 70% tilfella eru þeir föðurlausir. Og hérna, maður svona velti fyrir sér líka, þú veist, af hverju gerist þetta? Þú veist, hver er kúltúrin bak við það að það gerist, að fjölskyldan brotnar svona upp? Þú veist, ég meina ef að, þú veist, bara pæling. Einn pæling eins og félagið segir hérna, ég meina ef þú væri ekki með alla þessa styrki og alla þessa baktryggingu, ef þú eignast barn, þú veist, out of place einhvern veginn, að þú þyrftir að velja betur, af því að þú veist, þú bara virkilega þyrftir að velja rosalega vel, af því að þú veist, þetta er binding og þú veist, og ef að faðirinn aðstöðar ekki með eðlilegum hætti og er ekki til staðar, að þú veist, þá ertu fokkt. Mér finnst rosalega Það hefur áhrif, skilur, á þessa fjölskyldusamsetningu. Það er rosalega mikilvægt að einmitt tala fyrirgefðu Sverrir ef þú ætlar að segja Nei, ég er ekki með. Þú var orðið smá. En ég var að vinna með aðila frá Austur-Evrópu, ég man ekki hvaða landi var frá, anskotin hafa það, Tony. Og hérna, þetta er maður, hann ætlaði að vera á Íslandi 3 ár. Hann átti konu og 2 börn. Hann gisti í herbyggi með 11 mönnum sem hann borgaði bara skít og kanil fyrir. Hann vann einhverja 16 tíma sólring. Allt fór heim. Hann bara í grunnframfæslu fór til hans. Og í hans landi, ég man ekki, en ég veit þetta er nokkuð algengt í Austur-Evrópu, þar er ekki meðlagskrafa. Heldur er það þannig, ef að þú ert faðir, þú sinnir ekki barninuðinu, þá ert þú bara einhvers konar aumingið, þú veist, viniðinni fara frá þér, þeir hætti að tala þig, þú veist, ef að vinnuveitundin kennst að þig, þá ert þú ekkert að fara að vinna þarna lengur. En það er engin meðlagskrafa, en það er enga síður mun algengara þar að feður hugsi börnin sín vegna þess að þetta er þín skylda. Var þið ekki að dreyma þetta? Var þetta í Austur-Evrópu, sér? Austur-Evrópu? Nei, ég meina, það er ekki meðlagskrafa þar. Nei, en ég var farin að tára, sko, það var svo fallegt, sko. Já, þetta er það, skilja. Já. Þannig ætti það að vera. Já. Maður sem kom inn á eitt að því að þú ert lífefnafræðingur eða svoleiðis. Já, ég er lífefnafræðingur. En þú hlýtur að hafa lesið eitthvað til við skilur genamengi, erfðafræði og svoleiðis, það ekki? Jú, ég hef svona örlítið svona komið inn á það. Kannast þið við hérna, sorry ég sé að sletta en R gegn K selection í svona menningu eða population. Það er Það segja betur hvað átt við þegar þú segir R gegn K, það lítur að styttingu á. Já, sko, nei, það heit R gegn K er þess að skilgreiningin en málega skilur eins og í Afríku þá dælir fólk út börnum og það hugsa minna þau. Af því að þú dælir kannski út 15 börnum og þú bara vonast að eitt er að meika. Já, sko. Meðan á Íslandi þá eyðir þú eignir kannski 2 börn en þú eyðir miklu meiri resources í því að koma þeim að framfæri. Sko, ég get svarað, ég hef ekkert með það sem að líffræðin sem þú talar en ég veit að kúltúrinn þar er sá að þú ert að vonast til þess að eitt af þessum börnum meikja nógu mikið til að hugsa því í ellinni. Það er sem ég var að segja, já. En munurinn bara á þessu, sko, þetta er svo mikið
failure sem við erum með hérna, bara með þetta, eins og þú varst að tala með það sem að 70% jafnvel svartra í Bandaríkjunum alistu föðuleysir. Þetta hlýtur að vera tengt menningun okkar. Þetta menningalegt, það ekkert annað sko. Maður segi eitt sko, Sjálfsögðu þetta menningar. Tölfræðin miklu dýpir en þetta. Það tala sko, það þessi típiska rasíska tölfræði sem hent út sem að segja sko að 15% af Bandaríkjunum gerir 50% af ofbeldisglæpum. Já, 13. En málið að ef þú ferð út í málið að þú helminga jafnvel minna þegar þú þarft að gera greina milli menn og karlmanna. Já, en þá þurftir líka að kötta populationið 50 og þá verður með 6% af 50 6,5% af 50 sem eru saman á 13 og 100. Nákvæmlega, en hversu margir af þeim eru síðan á afbrotaaldrinu sem þá hvað 16 til 40, 45, 8, 50 segir? Þeir eru overrepresented. Já, gjössumalega. What's your point? Þú ert að tala skilur, þetta ég man ekki nákvæmlega hvaðan punktum minn kemur skilur, en þú ert að tala skilur, þeir eru overrepresenteraði skilur. Já, en sko, ef þú ferð aftur fyrir sko... Málið magnaðara en fólk heldur. Þetta ekki 13%, þetta eru 8%, jafnvel 6. Sko, þeir eru 13% af þýðinu stundum en talað 6,5 vegna þess að það eru karlmennir. En það skiptir ekki máli, þess að ef þú ætla bara að taka út helminginn af blökkumönnum, þú veist, að því að það þú veist, konum og þá þarf það að gera fyrir alla aðra kynþætti líka og þá ertu komið 50% og þá ertu komið 6,5 af 50 og það sömu hlutur á 13 og 100, allavega. Varðandi hérna, þú veist, þetta hlut og þessa menningu, að því að ég held að dominant hluturinn þarna sé menning og ég held að sko, ef þú horfir tilbaka þegar að velferð var ekki byrjað í Bandaríkjunum og fólk var þess sagt, ætla þessi ekki byrjar það ekki upp úr svona 50-60? Eftir Jim Crow þá? Ég þori ekki að fara með þeim. Ég skilst að sem sagt að fjölskylda í Bandaríkjunum af þeldökum uppruna var mjög ólíklegt til þess að vera strákur og vera föðulaus og mun ólíklegra heldur í dag og það hefði breyst með tímanum. Hvað finnst þér að... Ég veit ekki hver ástæðan en þú veist... Hvað finnst þér að ég myndi segja að fjölskyldu samheldnin, heilbrigðin í fjölskyldulífi hjá blökkumönnum var betri undir Jim Crow aflega þrærahaldi? Þú höfðu það betra. Ok, nú erum við komin í... Nei, það er svartur prestur sem sagði þetta. Ég veit það. Já. Það þarf ekki að þýða sér rán. Það þýðir samt að við erum komin langt út fyrir efnið sem að við vorum að ræða, sem mér langar svolítið að halda við Ísland sem hún varst einmitt með frábæran punkt á hann. Þegar þú varst að tala að stráka væri komnir svolítið í 3. sæti. 3? Já. Ég sammála því. Í hvaða... Annars sæti var í strákur á móti stelpum. Núna ertu komið með erlenda keppindur. Já, ok. Ég bara, ef mér mann rétt, þegar ég var í grunnskóla alltaf var að groppa sig eitthvað Ísland, við vorum með eitthvað 90% læsi og frábært alltaf, og svo maður heyri þetta 50% af strákum í skóla séu illa lesnir, eða skilur með ólæsi og hérna... Helmingurinn að þeim getur ekki lesið sér til gags fyrir svo. Já, ég meina maður bara spyrir... Og ekki gleyma því að það er þriðjungur af stelpum líka. Já, bara hvað er að gerast? Þetta er eitt af máluna sem að sko, já, ég get verið mestu öfgarastir sem út simpla mig sem, en hvert erum við farin sem þjóðfélag, land, kynþáttu, hvað sem er? Ef við getum ekki hugsað okkar eigin fólk, hvað ætlum við virkilega að þykjast vera Ísland ef við getum ekki einu sinni, við getum ekki séð heimilislausa Íslandíka, við getum ekki kennt strákum að lesa eða stelpum. Hvað er pointið? Það er ekki að benda aðra kynþætti ef við ætlum að sitja upp í banjó með banjó eftir 10 ár. Ég er ekki að tala um róðnakka. Nei, ég bara segja skilur, ég meina þetta er stefna bara í glötun. Þetta er algjör lítilækun á vandamálinu. Ég er bara að tala um af hverju eru við að reyna að bjarga heiminum ef við getum ekki svona bjarga okkur sjálfum? Mér langar að slá þetta með kynþættina bara út af borðinu, því að mér finnst það ekki vera aðalatriðið. Ég sagði þó ég Akkurat núna skiptir engu máli. En það sem að ég sé hérna er að, ok, þú eignast barn og sjónvarpsefni í dag er að stórum hluta á ensku og miklu meira heldur en áður var. Það þýðir það að þau eru í tvítengdu umhverfi, sem sagt það er verið að tala minnst ykkurstu 2 tungumál kringum börn og það hægir á málþroska, það er vitað. Það er líka vitað að skjááhorf virðist sko draga verulega úr þroska. Þú veist, og þetta er eitthvað sem að ég vissi ekki fyrir mjög stuttu síðan.
síðan ferðu með barnið þitt á leikskóla og hvað gerist á leikskólanum? Jú, það er aðalega fólk af erlendum uppruna sem talar ekki íslensku að sjá börnin og það er erfiðara fyrir að læra og það þýðir ekki það að þetta fólk sé verra, það þýðir bara einfallega það að þetta sé kannski ekki endilega heppilegasta umhverfi fyrir börnin. Þannig sem eru að verða við þjónustuna og ef við má skjóta aðeins inn á það því við varst að tala lögregluna og við erum að tala lögreglun síðustu hætti varandi hvort að vera hæf eða ekki, og þá finnst mér svolítið skipta máli. Snýst þetta að jafna kynja hlutföll út eða snýst þetta að þeir sem að kaupa þjónustuna fá sem bestu þjónustuna? Það erum við með hæfustu einstaklingarna til þess að sinna starfinu út af því að það hefur ekkert með konur að gera. Það hefur bara með þjónustuna að gera. Og ef þetta eru einstaklingar sem geta veitt hana best, þá er ég all for it, annars ekki. Það er svo mikið athyglisbrest, það er Jón Snýs hérna við og þá. Til að skjótinni, með þetta, með leikskóla, þú ert með erlenda fóstur, það er ekkert að þeim er að vinna, þetta er selfless, þetta er gefandi starf og þau eru gefa frá sér skiluru, en þú verður virkilega að vera örugur það að þetta er fólk sem að Ísland er fyrir Íslandinga, fyrst og fremst, og ég er ekki að segja þetta sem að aðrir skipta ekki máli skiluru, en hvað erum við að gera ef við virkilega getum ekki hugsað okkur sjálf? Hvað ætlum við? Son minn á leikskóla, hann heitir Rökkvi. Elskan, sko. Hann var á leikskóla og ef ég mann rétt, það var einn sem var Íslendingur sem var inn á leikskólan. Hann var kallað Rokko. Var hann með stórt hitti? Þú gátt ekki sagt Rökkvi. Hann var kallað Rokko. Hann er með eitthvað stór hluta dagsins á einhverjum stað sem hann er kallað Rokko. Mér veist þetta ekki búið. En svo líka Þarna verðum við samt að bomba sökinni á það sem eiga sökina. Það eru aðilarnir sem gera það að verkum að það sé ekki þess virði fyrir fólk sem er með menntun, sem er þess hæft og annað að vinna á leikskólanum. Þetta er engum öðrum að kenna. Það er fólk á leikskólanum sem er ekki með menntun. Ísland er sirkabát eina landið af cirka 3. Þessi 2 lönd sem við erum að tala eru aðilegar sem að gera undantekningar ef þeir ráða fólk sem er ekki menntað til þess að vera á leikskólum að vinna með börnum yfir höfuð. Þarftu að vera með doktorsgráðu til þess að vinna með börnum eða þarftu bara að geta tala tungumáli sem grunngrunn? Alls staðar, nema á Íslandi, þá þarftu að vera menntaður til starfsins til að fá að vinna með börnum. Ég skil að þegar kemur að börnum með stjartþarfir, það er að tala einhver börn, þroska hemlu börn, skilur, það er gjörsamlega þörf. En ok. Og það er ábyggilega aukast af því að, ef að þið viljið fara út í kjölana, skilur, ef við viljum fara út í athygli og athafnasemi barna og litarefni, þá er hér allan daginn tilbúin að tala hlutir sem enginn nennir að heyra. Ég held en þú veist, af hverju er þetta svona? Af hverju er lögð svona lítil áhersla á þetta? Af hverju skiptir þetta ekki meira máli? Af hverju erum við ekki tilbúin að borga? Þetta snýst þetta ekki á endanum það? Þetta snýst það og það er alltaf sama á þessu blessa Íslandi að ef við ætlum að spara eða hafa lág laun einhverju, þá verðist það bara að vera á mikilvægum. Já, það er svolítið eins og manstu eftir DIB þegar þau voru að skera niður hjá Reykjavíkurborg og hann byrjaði að taka smjörið á leikskólakrökkunum, þú veist, og reyna að skera niður þú veist, maður bara svona í alvörunni, þú veist. Muni eftir DIB. Þú getur eitt 1100 milljónum segja 1100 milljónum í einhverju hjólasti og eyðileggja gatnakerfið. Sko, svo er náttúrulega bara, þú veist, þegar stjórnmálamenn er að fá launahækkun og fá aftur í tímann. Nei, skilur, þú veist, einhver ár aftur í tíman eitthvað kjafta. Munið eftir hvað er að því að taka peningunum bara og leyfa fólki að fá sófasam laun, sko, þú veist, sérstaklega það er að hugsa fólk sem er að hugsa börnin, sko. Munið eftir í fyrra, þegar var það í fyrra, ég held að það verið í fyrra, þegar að leikskólakennarar fóru í verkfall og samfélagið fóru hliðina. Ég man þegar konur fóru í verkfall og gerði ekki neitt. En ég meina, ég er bara leikskólakennar. En ég er algjörlega sammálaður. Sko, málið er... Þetta sé fyrirgjöð. Já, ég er sammálaður, ég hata að fólk gera það. En ég hætti líka að berja í borðið, en málið er líka, sko... Nei, berja í borðið meira. Vitlausa fólki er alltaf að fara í verkfall. Og veist, grunnskólakennarar, þetta er grunnstoð í samfélaginu. Já. Þau eiga skilið mannsæmandi laun. Hvað eru mannsæmandi laun? Mér langar að afnema lágmarkslaun, skilurðu, þess vegna, skilurðu. Þetta er, veist, þú ert falskjumaður. Allavega, það eru alls konar hluti sem við getum gert. En veist, af hverju eru íslenski krakkar að fara í doktorsnám í Lettlandi, Slóveníu og svoleiðis og þau eru ekki að gera til að vera læknar heima?
Mér langar að koma hérna inn á það sem maður var að tala til að tala um menntamál og tala um grunnskóla og svoleiðis. Við fáum hérna mann hérna sem að mætti myndi Frosta sem að gera í skýstuna og ég hlusta á það viðtal, mjög gott viðtal. Tryggva. Já. Og kennsluhættir hafa ekkert breyst eitthvað gífurlega á þeim tíma held ég frá því að við vorum í skóla. Nei. Og hérna þú veist að tala um að vera gott, þú veist, gott læsi með að krakka. Þannig að maður veldi fyrir sér, eru kennarar að verða svona rosalega lélegir? Ég held að það sé ekki tilfelli. Þú veist, er samfélag, ég veit það ekki. Ég er að tala um kennsluhættina. Það er alltaf klárt mál að að taka á agavandamálum í skóla er búið að breyta. Er það mál, já? Já, alveg klárt mál að núna komast krakkar upp með miklu meira, nú má ekki, þú veist, það má ekki svona Þannig að þú veist, þannig í rauninni kennsluhættirnir eru kannski ekki að breytast, heldur það sem er að breytast er það að það er ekki hægt að kenna því að það er ekki hægt að taka á þeim sem eru með agavandamál. Sko, ég ætla að halda þið fram. Þú veist, Ég ætla bara að segja, ég ætla ekki að halda hennu fram, ég ætla bara að segja, þú ætlar að fullera. ég ætla að fullera, Hvað með það? ef að ég, Helgi, Óttar, jafnvel Sverrir, nei, bara grínlaust, ég, Helgi, Óttar, við værum með yngri deild, 1. til 7. bekk, hvað haldið það þið mörg agavandamál? Færri. Engin. Ég held að myndi ekki vera einasta þegar hérna Önni var í búinn. Það er í byrjun, alltaf í byrjun. Ég held að þegar Önni var í búinn, þá verði ekki eitt einasta agavandamál. Sko, ég vil meina það, sko, þessi hana litli frændi minn sem er hérna einungis til þess að keyra mig. Ef að hann var í eldhúsinu á leikskólanum sem að þessi matarítum fór á stað í staðan fyrir þessi kona frá ónefndu afríska landi, kann ekki elda kjúkling, þá væri minna matarítur í leikskólum, skilur við. Við reyndar sko, maður langar Ég ætla ekki að slá út á læginu, skilur við. Ég ætla bara að segja það, bara, þú veist, maður langar að segja en að mögulega hafði þetta eitthvað með, þú veist, að því hún var frá Afríku. Nei, ég er ekki að meina það þannig, ég meina ekki þannig, en ég Nei, ég veit það. Ég verð að hendi svo fordóma að því að þú veist, þú ert að koma með niðurstöðu á þess að vita hver ástæðan. Ég útskýra aftur á þess að vera leiðilegur. Þetta er eina tilfelli sem er til. Og hún er... Þetta er eina tilfelli sem er til og það er bara of lítið tíði. Já, Þú getur ekki dreigja ályktanir af einu tilfelli sem er 100%. Ég var að vera... Býð, hvað var matareitrun? Það var mjög alvarleg matareitrun í leikskóla. Það dóu næstu í 3 börn af því hún eldaði þjóðaréttinn sinn sem er kjúklingur og hérna... Nei, þetta var nautakjöt. Já, ok, gæti verið. Hún þekkti ekki nautakjöti. Hún eldaði ekki nóg mikið. Nei, ok, án þess að vera leiðilegur og einhver stereotýpa. Ég ætla að stiða hana því leiti, fyrirgeðu, ég ætla bara að taka þína hlið. Allt í lagi. Þó að ég væri búin að dundra það. Nei, ég var að gera lítið úr hennar menningu. Þetta er eina tilfellið sem að svona alvarleg tilfelli hefur komið upp, en það var sett út á, það var sett rosalega mikið út á hreinlætið. En já, ofkvæð ætli það sé. Það er ekki... Það er allt annað. Mamma mín, hún vinnur í eldhúsum fyrir grunnskóla. Hún er að sjá á matinn, hún tekur líka þátt í hreinlætinu. Þannig að... Ég vil eitt þannig þegar fólk er að sjá á matinn. Þannig að ef einhver kona hana frá Masai ættbálkinum í nýju Gíneu skilur vera elda einhver kjúkling eða nautakjöt afsæki sem hún hefur ekki svona... Ok, það hætti að vera leiðilegur rasti. Við vorum að tala um... En býttu, maður samt segja bara svona á mannamáli. Þú varst að tala um þessar fáránlegu kröfur sem er gerða gagn frá fóstrum. Við erum að tala um fóstrunar þegar við erum með einhverja kröfur. Leikskólakennarar. Já, leikskólakennarar. Okkur eru þessar fáránlega kröfur og þær og svo færðu einhverja mannesku sem að greinilega kann ekki elda. Og veistu, okkur er hún að elda fyrir börn. Óháð uppruna þá finnst mér nú kannski að Þetta er góð punktur. Það ætti að vera ákveðna kröfur um hreinlæti og annað í eldamennsku. Já, ég tók tilbaka minn rassisma. Nei, þetta er góð punktur. Nú er líka að segja greitt. Nú erum við að tala með afvandamál, með skóla, með krakkan og alls. Núna er ég búinn að vera að skoða mjög skemmtilega rannsóknir sem varðar fanga í Bandaríkjunum. Og eða aggression. Já, það minnkað sko með því að þegar þið fóru að færa rétt fæði inn í fangilsin. Rétt prótein, rétt steinum, allt svona, þú veist, ekki bara subbueldamannskapið, minnkaði 70% á sumum stöðum sem að minnkaði aggression
í garð fangavarða og annar fanga með að breyta mataræði. Já, málið sko, þú Þannig getur... að hugsa ykkur, í skólum, núna allir bara, veist, ADHD og mótorþroskuröskun og allt þetta skilur sem bara rjúk upp úr öllu valdi, þú veist, og þú veist, hvernig maturinn í skólum, vitið þið eitthvað, þú veist, hvað Þetta partur af sem ég að tala áðan, sko. Ég held að einmitt, sorry, að Allt í góðu, maður. við erum með sko, við erum með mataræði, við vitum að hefur áhrif á athyglisbrest og við vitum að þetta under development á miðfremri heila og við vitum að hann byrjar að þroskast helst þegar að börn eru í svolítið aggressiv leikjum, þú veist, það sem að verið að Tömbla. Já, þú veist það sem að, þú veist, ég er aðeins gannislegur að djöflast að henda þér í ringi og eitthvað og gaman og þetta þetta sem að strákum finnst það allra skemmtilegast, það er djöflangur og þeir hlæja sér máttlausa, þetta er svo gaman og þeir fá að ráðast á það aftur og aftur og þú yfirbuga það og eitthvað svona. Þú veist hvað þetta kenni þeim eða ekki? Þetta kenni þeim að halda aftur af sér og þurfa að stoppa og vita hvar mörkin liggja og annað. Algjörlega. Og þess vegna er einmitt rosalega sterk tenging við ADHD og föðurleysi eða skorta föðurímynd. Og hátt hlutfall. Þannig að þú veist að það er líka það fyrir utan mataræði. Þannig ég held að við sem samfélag séum að stuðla að þessum, hvað við að segja, ADHD greiningum og öllu þessu dóti í rauninni með samfélagsgerð sem er einhvern veginn búið að leggja blessun yfir að sé í lagi. Það er alltaf í lagi að mismuna þessum föður, það er alltaf í lagi að pína allt út, það er alltaf í lagi að niðurlægja þig, að seima þig eða að beita andlegu ofbeldi, hvernig sem það er alltaf í lagi. Við ætlum að samþykkja það sem samfélag og það hentar einhvern veginn konum og ákveðnum hópi kvenna og við ætlum einhvern veginn ekkert að gera í því. Við höfum haft marga áratugi til þess að leiðrétta þetta og við höfum aldrei gert það. Við höfum ekki gert það raskat, bókstaflega í heila öld. Það er aldrei neitt sem breytist. Svo kom einhverju fram, Ásta Arna, hún heldur því fram að hún hefði nú gert þetta voðalega svona, þú veist, það var bara ekki þannig. Þessi löggjöf skiptir engu máli þannig sé praktískt. Þú veist, það hefur dvalastað og það hefur lögheimili. Dvalastæðurinn hefur rosalega mikið, þú veist, það hefur ekki það í skiptir einhver máli. Þannig að þú veist, af hverju er svona flókið að búa til jafnrétti nema bara það sem hentar öðru kynin, ég bara næs ekki. Og hérna erum við búin að leiða það algjörlega út, bara með, þú veist, vísindalegum rannsóknum og annað, að þetta er bara gríðarlega mikilvægt og að koma að börnum illa. En af hverju getur ekki myndast hljómgrunnur fyrir því að það sé hægt að gera það jafnt? Af hverju er það ekki hægt? Ég held að það skorti bara vilja og ég held að, þú veist, þessi svokallaða jafnréttisstefna sé einfaldlega bara í nösunum þessu fólki sem þykist vera jafnréttislega sinnað. Og ég ætla bara að kalla þau aumingja, alla með tölu. En þess að ef þú getur ekki tekið á þessu almennilega, þú getur ekki gert þetta almennilega og ert ekki tilbúin að tryggja börnum jafnrétti, þá ertu bara aumingi. Ég vil meina að þetta sé viðborðskennt og þetta sé ójafnréttisstefna og þetta sé keyrt áfram. Þetta er út af því að þetta er vald sem er verið að beita aðra sem að hentar þeim sem að reyna að fara með valdið og það er nákvæmlega það sem er að saka alla aðra að gera. En hverjir græða á því að gera okkar lönd af einhverjum heilalusum drónum? Sko, svo er það annað, það er kannski meiri samsæriskenning. En þú veist, ég er ekki að segja, hún sé ekki grundvöll, en þú veist, ég myndi vilja halda mér, skilurðu, þú veist, afmarka hérna á, þú veist, mentadótinu og varandi, þú veist, því sem er hérna svona við erum að gera hlutina nógu illa til að geta ekki kennt öðrum þessa hluti. Og þá langar mig að segja, eins og þú varst að spyrja, hvernig getum við verið með að, hvað sagðirðu, berast þér í jafnrétti á meðan þú ert að... Þú veist, ég var basically að koma að því að við vitum hvað er að bitna á börnum. Við vitum að þessi, þú veist, atferlisraskanir og fleira eru uppeldistengdar og við vitum það að það er út af því að feður fá ekki að umgangast börnin. Það er búið að hafa kannski hérna heila öld til þess að leiðrétta. Bara svo sagðir, við erum að berjast fyrir jafnrétti en við getum ekki tryggt basically börnum með feðurum eða, þú veist, jafnrétti. Það er svona basically eitt og ég bara kom með þennan punkt að við erum búin að hafa áratugi, það er allir að þykjast leiðrétta þetta, en það er enginn að gera það. Á ég að segja... Af hverju er þetta bara ekki gert? Af hverju er það ekki bara de facto þannig að fólk skilur og það sé bara 50-50 og það er bara ákveðið áður en þú veist, þú bara ákveður að skilja, þú ítir á takka og það er orðið 50-50. Það þarf ekki að fara í gegnum eitthvað rosalega feril, það þarf ekki að vera rosalega flókið, það er bara leið, það bara er þetta skipt svona og bara, þú veist, það er bara hægt að fylgja því í staðinu kannski
ársið að 2 ára tímabil þess að fólk þarf að vera einhverju fokkin kjaftaði að reyna að semja einhverja hluti Ok, og ákveðum bitnar en þetta. við Þetta vorum- bitnar á börnum. Við vorum að ræða Þau eru skólamálið, framtíðin. þú varst að tala um jafnréttismáli, eða jafnrétti því tengt eða ekki? Jú, ég var bara Já. litið það út, já. Já, ég Þetta ætla, tengist allt saman við ég föðurleysi. ég ætla bara einfallega að segja það að þegar þú ert að tala um jafnrétti en á sama tíma stjætt sem er 95% konur, þá ertu ekki að tala um hvað konur séu lélegar í starfinu, þú ert að leggja áherslu á mikilvægi kallmanna í starfinu. Mér finnst þetta bara, ég bara get ekki, við megum ekki þreytast á að tala um það, við erum ekki að níða, við erum ekki að níða, ég er að segja þetta fyrir, þú veist, áhorfendur skilja, vegna það er alltaf einhvers að reyna að snúa þannig, við erum ekki að níða einstæða mæður, við erum ekki að níða kvenkiskennara, býtu, Ég gem Við það erum- en þú ert núna að tala um jafnrétti í, Samt erum við 130 greitur, augljóslega. skilur, já. við erum að ræða jafnrétti í fæi sem að er 95% konur og hérna hvernig ætlum við að réttlæta það, skilur þú veist, Þorsteinn Vaff, bara sem dæmi, sem að stærir sig af sinni menntun í kallmennsku, hann gerði nú nógu mikið að drulli við Frosta í viðtalinu sínu á Einhver samstöðinu. maður á jörðinni sem skilur ekki kallmennsku, þá veist maður nú að vera Já, Þorsteinn. nákvæmlega. Gæti það verið vegna þess að hann er með sína meistaragráðu Í í hverju? kallmennsku, kynjafræði, en hann gerði, ég las meistarreikjarnas, Ég þarf að veita Í- hann. Guð minn góður. ég las meistarreikjarnas kallmennsku, Það gráta. hann er með sína meistaragráðu í kallmennsku undir konu. Kona, Gat verið. 15 ára, Áfram konur, segi ég. 15 ára strákur, Áfram konur. skilur alla stráka sem fer í skóla betur heldur en nokkur kona getur nokkuð hann gert. Maður sem segi, Já, auðvitað. hvernig getur þessi fyrirverandi eldirhellir viðkendi ógeðis blackface rasism? Við verðum, já, Nei, ef Þetta eru ég þín á að orð. sæta fyrir Já. þessum ástöngum, skilur, hvernig á þessi maður að, veist, okkur á að afskrifa mig? Hver og einn hérna ber bara ábyrgð og sínum Hver og einn- ábyrgðin og Já, skoðunum, ég sko. ætla ekki að Ég segja er það. ekki, En málið er, ég stend, ég fel mig ekki, ég viðkend, ég stað bak við allt sem ég hef þurft að þóla málið. En þessi Steini helvítis vakina, skilur við, hann fær bara frí reyn á að kalla hinn og þennan þetta og hann er með enga rétt á hvað er kallmennska, skilur við. Ég held að séu öllum sama. Ég veit ég að held það að er líka, þetta er bara skilurðu. svona eins og með Pírata og Vinstri græn og fleiri, þú skulum veist, þeir ekki eru bara, þeir tala- eru bara fallnir tala úr sem umræðunni, menn upp, sko. sko. Þeir eru bara búin að gengi sér frá. Vitið, afslátt. drengir, vitið hvernig hann byrjaði? Vitið hvað var til þess að hann fór á stað með þetta sem hann er með? Áfall. Sóley Tómasdóttir. Hann er búin að segja það sjálfur. Hann er búin að segja sjálfur geitin. Sóley Tómasdóttir ítt honum að stað í að fara með þetta átak sem hann er með. Hvernig endaði hann? Segir svolítið allt sem mikið sem segja þarf. Og hann talar um það. Hann er búin að fá ótakmarkaðan afgang á skólakrökkum í áratug. Hann kvartar yfir árangurnum sem það hefur borið og ég myndist á þetta á hann. Það eru of fáir kallkennar. Það eru of fáir bara gaurar sem að strákar geta setið í bekk með, horta á og bara, mér langar að vera svo hann. Ég get lofað því. Það ríkisins samt, ég er ekki þarna, ég er náttúrulega engin Það er ekki jafnréttissinni og það er ekkert endilega einhver ríkis starfsmaður sem þarf að vera einhver fyrirmynd Kannski ekki kynja jafnrétti sinni. en Ég þú er veist ekkert allir- eitthvað, mér finnst þetta ekkert vera eitthvað göfugt að vera alltaf að sækjast eftir þessu jöfn kynja hlutfalli kennarar eitthvað. Nei, en þú veist, Það er einhverja náttúrulega leið Málið. af einhverju Mér langar náttúrulega að leiða ástæðu. þess út jafnrétti, svona út frá, hérna. Já, Leiðu Sverrir við erum alltaf, hlutir eru að fara í einhver átt. Þú veist bara eins og hún streymir í einhver ákveðna átt og ætlum við að sætta okkur við það, ætlum við að reyna að breyta því einhvern veginn með einhverju jafnréttishugsun, bara í hvaða störf fólk sækir í og það er bara munur eftir kynjum og eitthvað svona. En ég held að við bara gerum samfélagið okkur miklu verra og komum fólki í miklu bara meira mæli í stöður sem að það ætti frekar ekki að vera í skilur. En það er náttúrulega dæmi bara kalla sem vilja vera í störfum sem að hvern menn vinna oftar og bara flott, skilur, við þurfum ekki að, ég er ekki sammála því að við þurfum að vera eitthvað sækjast eftir því neitt sérstaklega að það gerist eða, og svo, þú veist, ég er alveg jafn mótfallin þeirri hugsjón og, þú veist, hugsjóninni hinum megin, við kynjakvótar alveg jafn, Það er Vangefnir sama- ekki til jafn mikið Í hvað- ójafn Má ég koma inn á, hérna, Já. að svara akkurat þessu.
að því að þú sagðist ekki vera jafnréttissinni, ég sé Sverrir reynda sem jafnréttissinna og ég held að það bara líki, nei býtu, og þú ert eftir að sjá þetta í smástund. Ef þú ætlar að skipta hópum upp eftir kyni og ætlar síðan að reyna að jafna allt út með reglustiku, þá þarf það mismuna sumum sem eru hæfar en aðrir til þess að sína störfum, Er það jafnréttis? Nei, það er ekki þannig, ok. Þannig að við skulum þá reyna að brjóta þetta niður í fleiri hópa. Þannig að við erum hérna með 2 hópa og nú erum við með 4 hópa og það var aðeins meira jafnrétti að því að við erum farin að gæta 4 hópa. Svo ætlum við að skipta þessu meira niður og við ætlum að fara í 10 hópa og 20 hópa og 30 hópa því að við erum alltaf, við erum konið með hvíta og svarta og gula og kynhneigðir og kyn og fullt af þeim og eitthvað svoleiðis. Og hvar endum við þegar við erum búin að búa til alla þessu hópa? Hvar endum við ef við deilum þessu ótrúlega mikið niður? Við endum á einstaklingum og við endum á því að segja, ok, allir einstaklingar eru þá jafnir fyrir lögunum og þeir eru að jafna rétti þess að gegn einhverju störfum og hvernig ætlum við að velja inn í störfin út frá hæfni. Já. Þannig að ef það eru 10 konur sem eru bestu 10 einstaklingar til þess að gegna einhverju starfi, þá eru það þær sem að gegna því starfi. Ef við erum með 10 einstaklinga... Aron Sigurjónsson segir það er ekkert jafnrétt í náttúrunni. Og basically, ef þú ert með 10 aðra til þess að gegna því, já, en náttúran velur þann hæfasta líka. Þannig að þetta er frjálshyggjuhugmyndin bak við hvað er jafnrétti. Það eru allir jafnir fyrir lögunum og við vorum þar bara fyrir rosalega löngu síðan, fyrir reyndar utan í svona ákveðnum svona basic jafnréttismálum eins og barna og svo leiðis sem að þau fá ekki að hitta feður sín og annað. En og allir þessi svoköldu jafnréttisflokkar eru ekki tilbúnir að setja almennilega á borð hjá sér. Af því að þeir eru ekki jafnréttissinnar og bara quite frankly, þetta er bara í nösunum. Ég gerði, það var reyndar því miður ekki á háskólastigi, loka ritgerð mín þegar ég fór í Keili var sú að ég fór og skoðaði karlkyns kennara og hvenær þeir fóru úr stéttinni og í þróun við launahlutfall, spáði því. Þegar að málið er ólíkt við það sem flestir halda, þá fóru karlkyns kennarar ekki úr stéttinni þegar að konum fóru að fjölga. Heldur, karlkyns kennarar fóru úr stéttinni þegar að laun fóru að lækka. Af því að karlmenn í flestu tilfellum eru tilbúnir að vinna ógeðslustu störf sem fyrirfinnast ef að launin eru góð. Má ég spyrja þig persónuleginu? Þú heldur ég fram á þess mikill frjálshyggjumaður. Ég er frjálshyggjumaður ákveðin, ég vildi Leiðum bara að spyrja. Já, ég var að svara því að hann sagði frjálshyggjumaður. Ég vil ekki skjóta. Leiðum bara að spyrja fyrst. Þú telur vera mikið frjálshyggjumann, skilur. Ekki öllu leiti, nei. Nei, ég er bara grófleiti, við erum að kynna þessi fyrst skipti, skilur, og þetta er ekki derogatóri, skilur. Og ég vil bara fá að vita, hvar er þín lína milli einstaklingshyggju og frjálshyggju? Og hver er síðan munurinn á, þú þekkir væntanlega hoppi ef þú hefur lært eitthvað svoleiðis, skilurðu, af því að sumir frjálshyggjumenn virða landamæri, sum virða ekki, skilurðu. Hver er það í raun og veru munurinn á þér og mér þegar kemur að því að vernda land og þjóð og að því ég segjum að ég sé bullandi rasið sem ég er ábyggilega. Og ég og þú erum ábyggilega meira sammála. Já, í rauninni, ef ég mætti svara þessu svona mestu. Ég er ekki að koma mér í horn. Já, að mestu leiti að, ég er ekki rasisti. Því að, ég lít ekkert, eins og með alla kynþætti og eins og með alla einstaklinga, þá met ég þá bara hvern og einn eftir því hverju þeir eru. Ég reynir svona að gera það almennt. Hins vegar ef ég sé kannski einhverja brjálaða glæpatíðni hjá einhverjum ákveðnum hópi, að þá er ég kannski að labba þar í gegnum á nóttunni bara til þess að vera stungin eða rændur, af því ég er ekki hálfviti. Hins vegar að ég er frjálshyggjumaður að því leiti að ég vil að fólk hafi frelsi til þess að velja. Ég vil að fólk hafi viðskiptað frelsi, ég vil frekar lítið ríki. Mér finnst alveg, vera að eyða allt of miklum peningum í ótrúlega mikið óþarfa dót og mér finnst vera basically að borga fyrir fólk sem hefur aldrei lagt peninga inn í samfélagið. Ég var eins og mínarkisti líka, sko. Og mér finnst það að vera vandamál. Hins vegar, sé ég ekki fyrir mér að það sé praktískt til þess að fella niður heilbrigðiskerfi eða allt félagskerfi eitthvað svoleiðis. Ég myndi vilja draga hins vegar verulega úr því. Algjörlega, já. Þegar kemur á landamærum, þá vil ég að við höfum virkvað landamæri,
Án Ég land- held að eins og staðan sé í dag þá myndi ég vilja draga úr flóttamannastreymi einfallega vegna þess að við erum búin að taka held ég flesta inn per capita í Evrópu og í rauninni, þú veist, það er bara að keyra þú veist, koll, það er of mikið Gitningu meira. mig, og strákar. síðan til þess að loka þessu að þá hins vegar varðandi sko innflytjendastefnu sem er allt annað en flóttamannastefna Já, fuck að it. þá finnst mér í rauninni að við að velja inn fólk, þú veist, á grundvelli hæfni Já. að því að þú veist, Eðlilega. ég líti á ríki bara svona meira eins og fyrirtæki sem það er að reka og ef að einstaklingurinn er í plús þá getur hann verið hérna og þú veist, og bara flott og þá er ekki eins og Kanada og Bandaríkjun og fleiri lönd Kanada er rusl í bjóðar. Já, en þeir voru samt að reyna sem sagt, að sækja í að flytja inn einstaklinga sem að voru hæfir til þess að vinna eitthvað og vera að koma út í plús. Jú, ég veit það alveg. En, já, gjörðu svo. Hérna, Ég vona þetta svari spurningun. eina sem ég verið eins og einn var að minnast á hérna, þetta heiti Bjórspallið, þetta eru allt saman nýþunga mánudagsmorgun, bara, ég skýt Býtu, er þetta ljóð? Ég er með eina pælingu Já, sem er búið að liggja þungt á mér. Já, ég ætla að segja bara, mér finnst okkar líklega, sko, við erum með hryðjuverkamann við borðið. Býtu, Sverri, ertu bara að segja hann frá? Nei. Hérna, við förum ekki út í tækni að Nei, nákvæmlega. Meintur, sko. Hann er fyrir að rétt að vera með fordóma í þinn Við erum með hryðjuverkamann við borðið, en við erum samt ekki búin að fá hérna umræðuefni frá hatursfyllsta einstaklingum við borðið og það er það sem ég er búin að sakna svolítið. Ég er samt bara með eina pælingu sem kemur algjörlega bara frá hjartanu og er alls ekkert hatursfull eða neitt, sko. Ég vil samt koma þér fram áður en ég segi þetta. Það er enginn sem ber meiri virðingu fyrir konum heldur en ég og ef það er einhver hópur sem ég ber kannski jafnvel ennþá meiri virðingu fyrir heldur en konur, þá er það sennilega transkonur. Og hérna, en það sem ég var að pæla var Nefn á loft, sko. Já. Ég var að pæla með, ég var að keyra með mömmu minni og hérna, að ég er búinn að missa bílprófið og hérna mamma var Hörru, ég ætla að fara í karakter. og hérna, pælingin er sem sagt, hvort að transkonur, hvort það getur verið að það séu sko, þú veist þegar það er að keyra, hvort það séu stundum kannski viljandi að keyra svona pínu illa svona að því að þeir til þess að fá svona gender euphoria dæmi, skilur keyra upp á kant til þess að upplifa sig í þetta svona gender, þetta svona ég er kona. Og þetta er alveg búið að liggja þér á hjarta. Ég er bara að pæla í. Afsakið. Ég sá það bara á þér, þú varst þungt haldið. Já. Mér finnst það bara pæling og þetta er ekki Þetta lág greinilega þungt á þér. Láttu vaða, vinur. Hatrið, sko, bara En hefurðu tekið eftir þessu? Pæling. Ég hef aldrei nefnilega En býtu transkonur, eru það kallmenn sem eru búin að breyta sér því ég voru hann hálf rugglar í sig, bara afsakið. Þau vita ekki sjálf, sko. maður actually segir ekki að það breyti sér. Ég sá status frá manni sem að sagði hérna að hann var í Tælandi og náði sér í. Við viljum ekki svona orð. Þau fóru og hérna, þau fóru í sleik upp á hótelherbyggi, stunduðu ástríðufull kynlíf, ekkert aðtöðverti það. Nei, bara kúrðu. Engin aðtöðverti frá mér. Og það var ekki fyrr en að þau fóru út og settist upp í bílinn hennar og keyrðu í átt að hótelinu hans þegar hún bakkaði svona flawlessly í stæðið. Að hann hugsaði bara, heyrðu, þetta er nú eitthvað furðulegt. Þá kviknaði ljósið, sko. Já. Bakkaði svona rosalega flawlessly í stæðið, heyrðu, þetta passar ekki. Ég er virkilega farin að kvestjuna líf mitt svona núna. En ok, við erum komin á þetta svæði með transkonur. Og fyrst við erum komin á það. Það langar mig að minnast á það sem að ég var að ræða við þig. Er hann svona resident trans-sérfræðingur? Nei. Talaði samt að við ættum ekki að tala um það. Nei. Nei, grínlaust. Við hjá Broadcast urðum fyrir mjög alvarlegum ásökunum sem að ég reynda tók fyrir í nokkru þáttum en mér finnst ég aldrei gera of oft. Arna Magnea Danks. Geitin, leikona. Leikona, já, hún var leikin. Feik kona. Fór Vöndum okkur á internetið og sagði að henni hefði borist margar líflátshótanir, meðal annars frá meðlimum Broadcastins.
Þetta fór mikið fyrir brjóstið á okkur, nema við hugsaðum, já, fyrir utan hluthafaspjallið, þá nú engin líklegur til að fara að senda inn einhverja lífeyrissjóðsfólk. Fyrir utan hvað? Hluthafaspjallið, það tveir meistarar sem eru með hérna fjármálaspjall. En fyrir utan þá engin á broadcast líklegur til að fara að senda þeim einhverja lífeyrissjóðsfólk. Ok, þannig að ég gerði svo djarfur að fara á netið og kalla Örnu Magnu lygara. Sagði bara, Sem hún er. algjörlega. Já. Og ég kallaði Örnu Magnu bara einfallega ómerkilegan, ógeðslegan lygara. Mér finnst lygari. Það er hana Það ómerkilega er lygara. ríkalegt, sko. Það er vond. Kallmaður. Sko. Vöndum okkur. Það verður ekkert máli að gera. Nei. Heldur vegna þess að það var verið að ljúga, spáði því að þú tekur þennan vingil í umræðina. Þú ert að fara í fjölmiðla, segja frá því hversu mikið fórnarlamb þú ert. Þú tekur broadcast fyrir þér. Og fyrir utan hluthafaspjallið, enn og aftur, þá eru engir einhverjir, hægri öfgamenn sem eru líklega til að senda eitthvað svona skilaboð. Nei, ok, hluthafaspjallið eru mestu höfðingi sem til eru, sorry, ég ætla að hætta þessu brandara. Okay. En bara þú ferð allavega og þú bombar á miðil eins og broadcast. Já. Segir að þér hafi meðal annars borist líflátshótun frá meðlumum broadcastins. Spáði hvað þetta er, sko. Er þetta ekki bara svolítið sem er gert? Þetta á að vera eitthvað sem fyrir fangilsi fyrir að ljúga. Já, Ég það er verið trúi konum. að ljúga upp á ykkur. Er þetta ekki bara basically strategían? Þú veist, þetta er svona... Við trúum öllum konum hér, sko. Já. Hvað sagður? Spáði hvað er... Ég trúi konum. Spáði hvað er stuð... Ég held nefnilega... Já, en þetta er ekki kona. Vegna þess að ég fór öfuga leið sem að flestir eru vanir. Og ég fór bara á alla samfélagsmiðla og ég sagði bara Arna Magna er ómerkilegu lygari. Sýndu þessu screenshot. Af því að þau eiga sér að sjálfsögðu eru bara ekki til. Nákvæmlega. Herðu, Arna Magna fór næsta viðtal og bakkaði með þetta og ég man ekki alveg hvað hún sagði. Ég skal alveg segja hún. Mér er alveg sama. Það skiptir ekki máli. Wow. Allavega. Ég var að vísa í það þegar þú sagði merkilega and. Ég veit Ég ekki. bara svona pæli í þú Vöndum sko, okkur. þú væri að kalla. Ég er alveg þar. Ég setti mér svolítið bobba þarna vegna þess að ef ég ber virðingu fyrir manneskinu þá kalla ég hann hún. En allavega, ég sagði bara, ég ber ekki virðingu fyrir Örnu Magnu en það er ekki Þú út af trans. bakkaði aðeins með ásakarnar þar, þú varst komið þangað, örlítið. Já, herðu, næsta viðtal, þá er það eitthvað svoleiðis að einhver á broadcasti hafa sýnt vanvirðingu, hafa farið allavega að dreigja rosalega mikið í land. Þessar ásakarnir, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var. Herðu, ég hélt áfram. Þetta er líka. Herðu, næst er bara komið eitthvað það að við á broadcastu hefur verið að hvetja til hatursorðræðu. Já. Og þetta er hlutur sem að ég hata vegna þess að þetta var hægt fyrir nokkrum árum. Það eru mjög fá ár síðan að þetta var hægt. Ég held að það sem hún hafi verið að gera með því að haga sér svona, þarna er hún í þessu gender euphoric dæmi, sko, svona raunverulega haga sér eins og kona. Getur við samt fyndið eitthvað svona Áttu þá við að þetta sé svona tilfinningarlega hlaðið bull bara sem að vera að henda það basically, sko, Ok, Getum við bara samt svo ég skilji þig, ég er ekki að taka mimika þátt í þessu eitthvað hérna. svona tíðarhing hvernmanns eða Við eitthvað, fyrst sko. að fá eitthvað Já, svona fræðilegt heiti yfir þetta eins og limlát eða eitthvað svona. Limlát? Já, ég er þar, sko. Já, einmitt. Þú veist, M2F, sko, það er limlát. M2F, já. Þú veist, hvað gerðist samt svona í alvöru tala? Við fórum einhvern veginn frá því að vera, það voru allir svona, já, ok, já, jafnrétti hérna og þú veist að allir að vera svona jafnir og eitthvað. Og ég að brjóta Berlínarmúrinn. Út í það, þetta var allt í einu orðið, þú veist, LGBTQ plus fánar á öllum leikskólum. Allt í einu þurfti að fara að tala við börn sem að kunnu alla labba hérna, hvernig þú skilgreinir börn sko sem að veit ekki einu svona hvað skilgreining þýðir. Ég held að séu nú bara svona 50% fullorðna sem að veit það ekki líka sko. Og hérna, nei bara svona grínlaust sko. Og einhvern veginn þurfti að hafa aðgang á öllum börnum og þurfti að fara inn í alla grunnskóla og gagnfræðiskóla, þú veist það þurfti svona að pressa og maður svona, málið það, ég hef ekkert á móti fólki og þeirra kynhneigð og annað, þú veist, nema þú sér að tala um þessa pedofíla kynlíf sem þú varst að tala um að náðan. Frábært. En það er hérna,
minor attracted people er orðið sem þú varst að leita. Já, drastlið þarna. Bara komum okkur ekki í hóp, sko. Við þurfum alltaf Nei, það er akkurát og ég þekki að vera öfgar í aðgrátt. Akkurát og ég þekki, þú veist, svolítið marga samkynhneigða stráka, ég hef umtalsvert mikið á homavinum, mjög mikið af þeim meika þetta ekki. Þú veist, þeir eru bara svona, það er verið að ganga langt. Af því að, þú veist, þeir voru bara komnir á góðan stað, þeir voru með sín réttindi, það voru allir að virða það, þú veist hvað ég meina, þeir kvörtu, þú veist, það voru tekið alvarlega. Eftir því sem þú gengur alltaf lengra og lengra og lengra og gengur alltaf meira á lagið, að þú veist, það virðist aldrei neitt vera nóg, þú veist, eins og að segja, það er, þú veist, hvað er eðlilegt? Hvar stoppar þetta? Já, náttúrulega við erum að tala hópa á fólki sem hefur ekki verið virt, ekki fengið virðingu og skilning og annað slíkt. Jú, já, með heilan mánuð. Já, þú veist, þá náttúrulega þegar að þau fá tækifæri til, skilur, þá sveiflast það koma auðgarnar alveg, sveiflast þegar það fattur. Við gerum það, bara við mannfólki, við sveiflast. Maður sem Við segja... erum að sjá þetta líka í pólitík, þú veist, það er vinstra, fór alltaf vinstri og svo núna erum við að koma tilbaka og það er að koma rosalega langt til hægri, meiri sér flokkarnir sem voru vinstra megin við miðju er orðið anti-immigration í dag, skilurðu. Það er eitthvað sem að þú varst valla að sjá sko hægra megin fyrir 10 árum. Þannig að þú veist meiri sé að vinstri flokkarnir eru orðnir hægri sinnaðir í dag, þú veist, með tilliti til að minnst innflytjandastefnu. Þú veist, maður sjá fullt af stefnum byggða skipbrot sem voru partur af vinstri stefnu. Maður segir eitt. Sko, varandi þetta 76 samtökin og þetta 78. Ég veit ekki, 69 samtökin eða eitthvað. En bara Það eru mín samtök. Já, akkurat. Nei, bara, þú veist, þessi ekstrím fróðleiksdreifni sem er í gangi að það. Ef ég myndi fara núna í grunnskóla og fara að fræða börn bara í 5. upp í 9. bekk, bara já, ég stunda anal með konunni minni eða eitthvað skilur bara svona fáránlegt. Það væri ég náttúrulega bara stimplaður pervert og barnaperri skilur. Hvað hvetur þessa samkynhneigðu menn til þess að þurfa að fræða börn samkynhneigt kynferðislegt athæfi? Hvað er pointið? Sko, þetta er ekki einfeldingin, þau gera þetta, það eru komna bækur, það eru komna... Það eru eitthvað komna barnabækur, já, bóksurinn og þetta sko. Hvað er pointið? Ég er ekki samkynhneigður. Ég er ekki að horfa á þig, en ég er bara að tala Hann getur ekki svara fyrir það. Er það bara samkynhneigðir menn sem eru komað sér fræðslu? Nei, málið sko einu sinni, þá voru hommar fyrir Queen kannski, þá var þetta bara gæði skýrti sem að reið öðru manni heima á sér. Það er eðlilegt, það er heima hjá honum, það kemur mér ekki við. En okkur er núna maður sem er búin að skera sér titlingin að berjast fyrir því að komast inn í grunnskóla, að fræða börn skilur munnmögg og að rimma einhver aðra karlmenn. Finnst engum þetta fáránlegt? Já, ég held að finnist. Hver er hvatinn? Sko. Nei, þetta er ekki svona handsprengja. Nei, býtu. Þetta er brútal umræða og það eru hommar sem eru á móti þessu, eins og hvað heitir Eldur, hann fór í Langholtsskóla sem við erum bekkjabræður úr og þar var bara plaggat á veggnum sem var bara að fræða grunnskólabörn BDSM kynlíf. Getur þú ímyndað ef ég myndi fara bara í 8. bekk, bara já, ég og maðurinn minn Sverrir hérna, við flengið hvern annan og svoleiðis bara anal prolapsi, hafði þið síðan sokkinn? Nei, skilur við, þetta er viðbjóður og þetta kemur börnum ekki við. Þetta er ógeðslega góður punktur. Ég er að meina þetta ekki frá mínu hatri. Bara no hate. Nú skulum við taka það sem ég elska að gera. Það er að taka speilin á þetta. Já. Tökum samkynhneigðu nálgun á þetta. Já, Nei, fyrirgefðu. Já. Taka gagnkynhneigðu nálgun á þetta. Ég er að kenna hópi grunnskólabarna. Heyrðu, vissuð það? Ég var á djaminum helgina. Máttu ekki tala áfengi? Já. Ég var vant við látin heima fyrir helgina. og ég og ein ung dama ákvæðum að fara heim saman og ímyndaði núna, ég færi bara út í einhverja brútal kynlífslýsingar. Hella dæmi. Hvar væri við staddir? Bara grínlaus. Samvastaða núna nema... Ég hef heyrt þetta, þegar ég var kennandi í skólum og svona. Ég hef ekki séð neina, sannanir, eða fattur ég. Það eru myndbandsupptökur. Þannig að þú veist, Fyrirgefðu. og er þetta staðrind? Er bara BDSM kennsla í skólum og það er bara staðrind? Já. Það, sko,
Hafið þið heyrt Weimar Republic í Þýskalandi? Já, en það sorglegasta er að BDSM er núna þrátt fyrir gríðarlega mikil mótmæli innan hinsegin samfélagsins sem að varð eiginlega til þess að samfélagið samtöki 22 eru til er að BDSM var allt í einu orðið viðurkennt sem kynhneigð en ekki blæti, skilur. Það er náttúrulega rosalega furðulegt. Já. Ef að ég fíla að láta fara í leðugalla, láta hýða mig og tróða einhverju, kona mín að pekka mig og eitthvað. Það er ekki orðið kynhneigð, skilur. Þú það. Við styðjum það bara. Já, En ég meina, hvað tengist það kynhneigð? En eins og varst að tala Já, þetta með það að ræða, sko. Það kemur börnum ekki við. Já, kennum börnum Akkurat. skilum Þetta skömminni. er að sé alltaf að segja. Gerðu nákvæmlega það sem að þér líður vel með þegar kemur að kynlífi, svo lengi svo þetta ekki að brjóta réttindum annara, haltu börnum utan það. Já, Er þetta flókið það? Nei. Í alvöru, er málið- þetta flókið dæmi það? greinlega fyrir öllum nema þessum kynviðlingum. Þetta er rosalega flókið dæmi því að sko meiri hluti samkynniðra kallmanna virðist ekki tengja við þetta. Ég bara Það sem ekki, ég séð. ok, það er greinlega rosalega lágvært í þeim af því ég heyri ekkert nema Ég er ósammála. Ég er að sjá þegar ég horfi til dæmis á dæmið í Bretlandi þegar bara það þegar að konur voru býtuð þegar kona var skilgreind fyrir dómu, Hæstarétti í Bretlandi. Þá var kona skilgreind bara á mjög ábyggilega hátt. Hinsegin samfélagið og þar er alveg hommar og lesbíur og annað Two Spirit. voru mjög háar þegar koma að þessu. Þau eru, lesbíur til dæmis einn háarasti hópurinn sem að þegar kemur að því í hinsegin samfélaginu. Veistu hvað stundum Vegna þess að hver er að herja á lesbíur meir en okkur annað? Það eru kallar sem að þykstra konur. Já, komast í fangelsinu þeirra á svo leiðis. En veistu hvað stundum mest að heimilisofbeldi á milli kynja og Já, ég veit það. Ég ætla að vera að segja það. Það eru lesbíur. Það er Vissu það? Já, ég er búin að... lesbíur fá greinlega ekki. Það er sko, ég fór einhvern tímann og skoða rannsóknir þetta. Já. Og það var sko, ég man ekki hvort það voru 3 sem sögðu það væri svona og 1 eða 2 sem sögðu það væri ekki svona, skilur, en þetta er mjög hátt hlutfall, já. Það er bara greinlega ekkert að praxi fyrir drukkalessu og að berja þar að kellingu. Við getum alveg deilt ástæður og allt annað, en það breytir því ekki að lægsta áætlaða tíðni heimilisofbeldi hjá lesbíum er næstu í 2 sinnum hærra heldur en hæsta áætlaða tíðni heimilisofbeldis hjá samkynhneigðum karlmönnum. Er það ekki áhugaður? Jú, ef við viljum koma með hlutföll, sko, þá, ok, ég vil gera eitt ég elskar hlutföll. Eitt verður að vera hreinu. Þú sagði hvað konur? Áfram konur, sagði. Já, eitthvað svoleiðis. Nei, ég sagði lítið konur. Já, ég sagði það, þess að tala það sem kom lessum í gangi. Já. Ég sagði að það er greinlega ekkert sem kveikir í lesbískum konum, ég hef mikið og lumbra á öðrum kellingum, skilur þú. Það er bara... Sorry, við erum bara að ná þessu myndaðil. Já. Það var eiginlega bara málið. Nei, þetta er bara staðrind, skilur þú, já. Ég meina, hafið þessi myndin á Monster, það sem var Eileen Wuornos, það er lesbíska konan sem hún var að hefna sín á kallmönnum sem var nauðgóðinni og helmingur af myndun er henni að misnota konu. Hver er fórnarlambið hér? Sko, við erum að tala bíómyndan, það ekki? En byggðu á samstöðulegum aðburðum, skilur við. Þetta byrja á alvöru mannsku, sko. Ég veit það. Þetta er kona sem ætlaði að hefna sín á kallmönnum og til þess að halda sig við, kannski hæri krókurinn eitthvað, þá æfði hún hann á ástvinni sínum. Þetta er samt alveg rétt. Og, sko, ég er ekki að gera lítið úr þessu, ég er leiðilegu maður og svo leiðis, en þú veist... Þú ert mjög áhugaður. Góð manneskja. Ég kann að meta bara að vera til með ykkur. Nei. Akkur þú að segja þessu leiðilegu maður? Nei, ég er bara svo van. Sko, ég held bara að þú sett núna í félagskap sem að þér finnst þú pínu svona intimidated. Nei, þú getur ekki intimidated mig, sko. Hugverkamaður, sko. Já. En akkur þetta segist vera leiðilegu maður? Nei, ég segi þetta bara því að vanlega fyrir fólk í skeli kringum mig, ég er svo vondur eða eitthvað svoleið, sko. Ég er bara að vera góð við ykkur, sko. Þetta með lesbíunar, ég meina, sko. Maður segi eitt, ég var Litla-Hrauni og það var nauðga manni í herbygginu við hliðina á mér. Veistu af hverju hann var nauðga? Hvað er með það? Hann notaði stálu til að teflonpörnuna.
Þú reyndar, maður gerir það Nei, það er fáránlegt, Þetta gerir það. honum var nær. Já, bara honum var nær. Ég verð að taka það off the record, ég skil það ekki vel, þú veist. Mér finnst þetta Það er alltaf einhverju svoleiðis helvítis faggar að Mér hlusta. finnst þetta full mikið. Sem að taka allt bókstala, þannig að Hey, við þurfum ég að skil það ekki vel. virða andlegt ástand annara, eins og við erum að fara yfir hérna, sko. En málið skilur, þú er kannski að deila gangi með 10 mönnum. Það er kannski 2 teflpönnur, það er ein frá 1970 og það er ein ný. Svo er það bara ekki gæði að búið til lummur og svo bara, ó nei, það er bara eitthvað fucking Hershey súkkulaði fast á pönnunni og hann bara rústar henni með stálull. Já. Er það neandertalsmaður eða? Ég hef nauðgað mönnum fyrir minna. Nákvæmlega. Sagði ég þetta officially það? Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég get þetta sagt ykkur það, ég fann ekki til með honum. Nei. En bara að því ég sagði mönnum, þá veit ég að tengar þetta engin nálega. Já, þetta er mikið sorglega En drengi, en ég ætla ekki að fara að... Við eigum 10 mínútur eftir. Já. Spáði því að hann Helgi héldi fram að við værum svona 90 mínútur til 2 tíma. Já. Hvað er klukkan? Klukkan er rétt hæflega Það verða 11. Ég kann að meta samveruna, þeir eru allir frábæri menn. Nei, en hérna, mér langar bara að skjóta í fyrsta lagi. Ef að einhverjir sem er að horfa hafa einhverja spurningar, þá í fyrsta lagi er núna tíminn til að spyrja þeirra. Netverjar. Netverjar, þetta er geggja orð. Í öðru lagi, Óttar, djúvilega gaman að fá þig hérna. Það er bara mjög gaman að koma. Þú varst augljóst að halda mikið aftur að þér. Af hverju? Nei, þetta er svona uppbytun. Ég líka, sko, nei. Ísidór. Ég vil taka fram að Þetta er ekki svona að spyrja. takk fyrir að taka við mér og ég bara kann að meta samveruna. Og það er langt sinni ég hef haft jafn málefnilega umræðu hluti sem að fólk veit ekki svona ræðu sko. Miðað við tjattið, þá voru það ekki mistök að koma með Ísidóringa. Það er alveg hreinu. Sverrir Helga. Já. Við eigum ennþá, ég var ekki að segja þetta að vera búið, við hefum 15. Nei. Það sem að þú komst með inn í umræðuna var þetta með transkonur. Já. Hann er helsti talsmaður transkonu á Íslandi. Sko, það sem að mér finnst, það sem að bögga mig svolítið. Það eru þeirra gaurar og ég hef séð þetta. Ég sé þetta oftar en skoðunar í McDonald. Herðu, við skulum taka það fyrir næstu síðustu 5 mínútur vegna þess að það er ekki við hæfi barna. Anyway. Öll börnin sem er að hlusta. Skoðun á, þú veist að tala um transkonur. Það sem að ég ætla að tala um, það sem að bögga mig við umræðu um transkonur. Það eina sem bögga mig við það eru þeirra gaurar finna hjá sér þörfina til að koma fram á samfélagsmiðlum, lýsa því yfir, þeir sé að deyta transkonu og segja it's not gay to date a trans woman. Ef þú þarft að verja eitthvað, þá finnst þér eitthvað að því. Eru þið sammála það? Já. Ég ætla að byrja Óttari. Yfirleitt er það þannig, já. En ég meina að þú sér samt hversu mikið þrýsting þeir karlmenn verða fyrir. Og þannig að kannski finnir þörf til að verja það, ég veit ekki, sumir. Það finnast að þurfa að verja það. Já. Ég skal ég segja þér, hef ekkert mótið transkonum og sem sagt, mér finnst bara, do as thou wilt shall be the whole of the law og allt það. Ísidór, við ætlum að hringin. Afsakið. Jó, þarf að taka fram þá líklegast er það ekki satt eins og þegar gæði ég er alveg ekki satt eða ekki, ég er að tala um gaurinn. Honum, ef hann þarf að fara á samfélagsmiðl og segja það, er hann ekki the real transphobe? Jú, hann er undir grunn, jú. Mr. Hate Speech. Ég held það er svona sem kallmaður ef þú ert að sofa hjá einhverju konu eða hvað það er þú verður alltaf að óna allt sem þú gerir ég hef alveg maður farið í einhverju blackouti og riðið einhverju kellingu sem er bara stór stelpa proper stór og það er tvennt sem þú getur gert það eru 2 leiðir sem getur farið þú getur skammast þín eða þú getur ónað það og það er bara eins með þetta ef þú ert bara hjakkast af einhverju transkonu bara ónað verður bara maður með það Er þetta ekki ógstæðið? Jú, og málið er, ef þú gerir eitthvað svona og þú ónar það ekki og skammast þín fyrir það, þá ertu tekinn, Já, þá ert þú sá sem er... Og ég ætla að enda með einni spurningu. Já. Þú veist, ef þú ríður transkonu, ég ætla að kveðja ykkur en ef þú ert með transkonu, ertu þá hommi? Já. Ef ég er með transkonu, er ég þá hommi. Já, gaman að kynast vinur.
Ég veit ekki hvað þú ert, en ég myndi ekki kannski endilega segja að þú sért gagginniður. En ég veit það ekki, sko. Ég er svo lítið að pæla í þessu, sko, eitthvað. Ég er ekki svona að spá í þessu, ég er að spá í Gurnur sem þarf að segja það. Ég meina, er í alvöru, ef að þú ert með einhverjum, Er þetta transkonu sem er búin að fara í, hún er alveg bara fullbúin allar aðgerðir? Skiptir það einhverju máli? Já. Ég er ekki sammála. Skiptir máli. Ég vil meina að ef að þú þarft að lýsa þér, ég er að segja Erum við að tala bara eins og hérna, já. Ég er bara að segja að ef að þér finnst þú þurfa að lýsa þess yfir, þú veist ekki gay að því þú ert að deyta transkonu, þá er það eitthvað svo skammast þig fyrir. Já, en eins og áður ég sagt, sko, það kemur fólk ekki eins og við, sko, þannig að þú þarft ekki til að vera með einhverju yfirlýsingar það. Svo er það, bara alls ekki, sko. Ef enginn sér það, ef enginn kommentar og þú finnir skömmina, ert þú gay? Það skiptir ekki eins og máli. Ég er ekki að segja það skiptir máli. Þú getur verið bæjari. Það er bara svo það er við stundum kynlíf. Við sjáum einhver frá því. Nákvæmlega. Það er enginn að vita það. Nei, bara eins og hérna Bassi félag okkur daginn, það er alltaf verið hómið, bara ekki verið faggi. Já, nei, ég meina, þú veist, þú ert orðin faggi þegar þú ert orðið sá sem að skammast þig fyrir það. Nákvæmlega, það er sennilega bottom, eins og við kalla, Ef þú ert power bottom, þá ert þú maðurinn, sko. Bara með jólasokkarna, nei, ok, ég er hættur að tala. Þú verður að power bottom. Já. Fyrir munurinn á bottom og power bottom. Eru þið í alveg ekki að vita það? Nei. Ég ætla að beita vinstri-taktingin á þetta. Það er, it's not my job to educate you. Wow. Takk fyrir þetta. Herðu, leiðum við fyrir heim þurfum að fara að googla power bottom. Við verðum að taka mjög áríðandi efni á 5 mínútum. Ian McDonald. Kóngurinn. Hann er alveg eins og gæinn sem er svona mím-gæinn sem er svona hérna, veit ég hver þetta er? Hann er alltaf, hann er nýlega búinn að fá ríkisborgararétt. Hann er Breti, hann hatar Íslendinga. Já, ég hata líka Breta, það skiptir ekki máli, sko. Við erum Írar, ekki Breta. Við erum ekki búin að gleyma þorskastríðinu. Hver er þetta? Hann er nýbúinn að fá íslenska ríkisborgararétt. Hann er í stjórn Eflingar, skils mér. Já, sá lufsamær, já. Ég vil taka fram. Málið er, áður en þú eldar á honum, ég ætla bara að fá að klára hérna. Hann er í stjórn Eflingar. Já, því miður. Ólíkt vinn okkar hérna, þá er ég mikill aðdáandi Sólveigarönnu, hef alltaf verið. Ég er mikill verkalýðsbaráttumaður. Ég líka. Ég hef verið trúnaðarmaður á öllu nema einu vinnustað sem ég vinni á. Vinnuveitendum mínum til mikil sama. En þessi maður, ég ætla að byrja, mér er það illa við hann, ég ætla að byrja á að leyfa Ísidóra klára. Hvað veldi að ég svari? Lýst það yfir hann hata Íslendinga, er það málið það? Hann gæti svo gott sem sagt það. Hann talar alltaf um þess að rasista sem að hati innflytjendur. Sko, engin innflytjendur. Ef að útlendingur kemur í Ísland sem á þessi hvítu svartur eða brún og hann kemur hinga og kallar okkar rasista út með hann, skilur við erum að bjóða þig heim út velkomin og smálið er að jafn mikill yfirlýstur, rasisti, þinglistur og whatever. Ég á vinnu sem æskuðinu minn, eitt besti vinnu minn til bara allra tíma var svartur. Hálfur bara literally, hann draf sjálfum sig, sorglegt, blessu sér minning hans. Besti vinnu minn, bara full time, hann draf sig. Og hérna, og já, takk. Ég hef alltaf marga vinnu sem draf sig. En bara málið er að, sko, sem rasisti, bara full time, málið er að það tengist ekki litarhæfti. Þetta er miklu dýpra en bara svoleiðis, skilur. Og ég er ekki náungi sem er að fara að halda einhverju gegn þér aftur þau eru svo litin. Það er fáránlegt, það er heimskulegt, skilur. En að breskur maður komi til Íslands og þessi að skjóta okkur eftir þorskastrið og allt þetta, fyrir utan það að við erum írsk, við erum Írar, við erum ekki Bretar. Það er greina munur á milli. Hver spurningi var uppræðanlega? Ég manna það ekki, skilur. Skoðun á Ian McDonald. Já, ég held að mig grunin hver þetta er, skilur, en málið eins og ég er bara að verkalýðsmanna. Ég byrjaði að játnabinda, ég er núna ennþá bara onni í skurði átt í stundum í vel, skilur. Ég vinn við að búa til nýja Landspítalann, ég er hetja, það ekki ég mér. Nei, en ég
jafn mikið og ég er á móti stéttarfélögum ég með langa sögu í gegnum afar minna og langa afa í verkalýðsbaráttunni, skilur bara verkalýðsbaráttan í dag eins og hún er miklu meira en bara lágmarkslaun, skilur ég á að vin sem er lögblindur og Efling reynda að neita honum gleraugnastyrk. Hvert erum við komin þá? Og þá með hennar gaur út með hann gaur sem sagt. Hann var að fá ríkisborgararétt sem sagt. Já, okkur er hann að fá ríkisborgararétt. Okkur er hann að fá, af hverju er hann að sækja ríkisborgararétt hér bara til að vera að denigreita okkur? Já, ég meina, Er það ekki svolítið skrítið? Það er mjög skrítið. Þú veist, já, ég ætla að fara til Bandaríkjanna. Ég hata Bandaríkin. fengu 50 manns ríkisborgararétt daginn. Þetta er mjög einkennilegt, sko, að ég finnst að þetta ætti að vera heilagt. Við ættum að bera miklu meiri virðingu fyrir þetta og sko honum bara, þú veist, þessi gaur, whatever, hann á íslensku konu og eitthvað börn og eitthvað svona. Ég er miklu verri gaur að fengi Ég búið í Kína, Bandaríkjanum, Kanada og þó fleira sem nefnt. Ég myndi aldrei detta í hug, jafn mikið og ég hata Kanada fyrir þeirra ríkistefnu. Þá myndi ég aldrei búa í Montreal og tala við heimamenn og vera bara helviti skýta place, maður. Nei, þú skilur hvað með þetta er svo fráleit hugmynd, sko. Þú skilur hvað á mér, hvað er þakklandið, skilur við? Af hverju er það að sækja ríkisborgararétt sem er? Út af hann og konubötnin, ekki? Jú, en hann borgar örugglega minni skatt heima. Já. Ég þekki mann ekki nógu mikið til að setja út á hann en bara grundvallaratriði, þú veist, af hverju ertu að sækja ríkisborgararétt og hatar okkur svona mikið? Það er bara galið, finnst mér, já, það er bara ótrúlegasta liðið sem er að fá ríkisborgararétt þetta, sko, það þarf ekki að taka hann út fyrir sviga endilega, sko. Nei, það er líka það, sko. Mér finnst bara að við höfum að bera miklu meiri virðingu fyrir þessu, við höfum að bera virðingu fyrir hugtökum bara eins og Íslendingur. Hvað er það sem að vera Íslendingur, það þýðir eitthvað, það getur ekkert bara hver sem er, og ef að hver sem er getur orðið Íslendingur, að það þýðir orðið Íslendingur ekki neitt, faktist. Ég get bara sagt að ég sé, þú veist, Spánveri eða eitthvað, og ég hef enga tengingu við landið, bara því ég hef farið þarna nokkur sinnum til Benidorm, skilur, þá hefur þetta orð algjörlega mist allar þýðingu. Þannig bara fólk kom með þetta til landsins, bara einhver Múhameð, hvað sem heiti, skiptir ekki máli, talar ekki tungumálið, hefur enga svona róttengingu við landið, nema bara inn í einhverju svona mínisamfélögum eitthvað svona, og svo, já, þetta er bara, hann er bara orðin Íslendingur, bara býtu, þýðir þetta ekki eitthvað? Nei. Ég sá samt eitt magna núna bara á netinu, þannig að stutt síðan, og þá var Íslendingur, félagi minn, hann var að sína fram á í einhverju mými, hversu lélega múslimar hafa verið alltaf, skilur, og hann var að sína þróuninni Evrópu, þú veist, frábært finna upp eitthvað, svo kom þú veist, í múslimalöndum, þeir voru bara öskra, villumenn, svo kom 100 árum setna, þeir voru enda villumenn, 100 árum setna, skilur gáðið, og sína hvað Evrópubúinu góður. Á þetta við okkur Íslendinga. Við vorum alltaf bara í ykkur fucking grashúsum byrna. Eins og þú sagði. Mjög léleg sögurskoðun sem hefur stýrt þessu umræðu. Mig langar, bara núna, að því að var að myndi segja, við áttum 10 mínútur eftir, nei, kortur eftir fyrir 20 mínútur síðan. Við tökum þetta næst. Ég ætla bara að gefa shoutout á sponsin okkar, sem ég má ekki eins og nefna. Eina sem hann biður er að við látum engan hafa áhrif á hvað við ræðum. Hann sagði það að hann hættir að sponsa okkur ef hann verður þess var að einhver annar hafi áhrif á það sem við tölum það heyrist á mér hvað ég er fokkin fullur bara grínlaust it's a real thing. Hann er búinn að segja það, hann bara hættir að styðja okkur ef hann hefur á tilbynningunni að aðrir hafi áhrif á það sem við ræðum ég er að fá far heim ekki á kosta Hreyfils, heldur á kosta hans. Við erum að fara niður í bæ á hitting einhverja þjóðirni sinna. Það er svoleiðis. Við komum ungi menn að fara að hittast niður í bæ. Við ræða næst. Ég vona bara og ég sé á áramtölum að margir hafa greinlega gamna þessu. Já. Ef við ekki hafið þetta að reyna að hafa þetta léttara næst, minna svona ofbeldi og leiðindi. Það meinar léttara. Bara meira skemmtilegt. Já, en er ekki þetta að gera bæði? Ég meina, það sem við erum að horfa á, við vorum að horfa á fyrsta þáttinn okkar. Já. Það voru 1000 áhorfa á hann. Já. 1000. Ég get lofa þér að þetta var meira.
ég meina, ef að þetta var meira, það skiptir ekki allu. Það sem að skiptir máli léttara. Ég meina, hver hefur áhuga að hlusta á fucking FM þegar við erum að tala saman? Er ekki í lagi að við séum bara blindfullir Nei, við getum gert að ræða alveg málum? Það léttar glæs, það var svona létta gyðingabrandar eða eitthvað. Já. Ef eða eitthvað rasism. Sko máli, ég var á stopparanum. En Herru, ég get lofa ég ætla núna bara, ég bara vísa þessu til áhorfenda sem er að horfa núna. Já. Vil ég léttara, vil ég að við séum að taka fyrir alveglega málumni, vil ég að við séum að fara í einhvern meira komendígýr. Hérna, þetta er ekki flókið, við bara, þetta fyrir skoðanakönnun fyrir næsta átt, næsta bjórkast og hérna, Óttar, ég er ógeðslega ánægður með að þú komst. Takk fyrir það. Sverrir. Mjög ánægður með það. Bara mjög góð viðbót. Ég viðurkenni það að með við mann með svona sterkar skoðanir og ég vil að meira frá þér. Já, það fær meira ræð. Kannski vorum við kannski bara hans í hitt upp hérna. Já, ég blessa þér. Ok, þetta er ekki flókið. Ég er Ölvaður. Meiri Sverrir segir einhver. Bjarki Ólafur Hugason segir meiri Sverrir. Takk fyrir þetta, Bjarki Ólafur. Love my fans. Dyrka segir hafið þetta eins og fá ísutur aftur. Ég er sammála því. Já, jú. Ég er Svo sammála ekki að segja mig það tvísvar. Ég er algjörlega sammála því. Ég er Ölvaður, mjög Ölvaður. Ég þarf ekki mikið til að verða það. Það er það sem að gera þetta skemmtilegt. Já. Er ekki? Jú. Herðu, takk fyrir okkur. Bless. Shit. Djöfull er ég fullur maður. Ég er blind.